Við erum orðnir live, skilst mér, og ja, eins og við sjáum það var frekar tónleitingar hjá okkur. Það eru fámennir góðmenn. Þeir eru á leiðinni Sverrir og Helgi. Já, ég með hljóðið á tölvunni, slökk á því. En ég ætla bara að byrja án þeirra. Ég nenni ekkert að bíða eftir þeim og bara byrja að bjóða velkomin gest þáttarins. Þórarinn Hjartarson, það hefur ekki verið nein, hvað segir maður, auka bylgjan þig á hundaferðinni. Gott að sjá þig. Seint koma sumir, koma þó. Já, þetta allt sem að kenna maður. Allt sem að kenna. Alls ekki, sko. Herðu, velkomin drengir. Herðu, við vorum akkurat að tala um, Erum við live? Við erum live. Herðu, við vorum að ræða mömmu Sverris. Þórarinn hafði ekki fallega hluti að segja hana. Hún í Japan. Já, ég vissi að því. Japan núna, foreldrar mínir eru að njóta vel, já. Fjölmenning í Japan, eða? Það verið að auka menninguna þar. Allir ánægði með það. En þetta lítið af fjölmenningu í Japan, sko. Já, það að reyna að auka. Það strax byrjuð mótmæli gegn því. Þeir alltaf koma strax fyrir þetta síns mér. Þeir kunni ekki gott að meta. Herðu, sjáu þið þetta? Já, hvað erum við með þarna? Við erum ekki með bjór, heldur. Lone Whisker. Það var sem sagt, sko, það er sommelier sem er sem sagt svona vínsérfræðingur sem gaf mér þessa flösku. Já. Og ég ætla að hann vinnur á ónefndu stað. Ég veit ekki hvað margir sommelier á landinu. Þetta er 5 eða eitthvað. Já. Og hann gaf mér þessa flösku og þetta er alveg ótrúlega gott viski. Og heitir þetta ekki bjórkastið eða? Bjórkastið. Heitir bjórkastið, sko, en ég drekk ekki. Nei. Þannig ég er í þessu skipti. Hvað er þetta eitthvað AA-fundur eða? Já, hann grím nánast, sko. Ég hafði nú þá afsökun síðast að ég átti nú von á barni. Og þurfti að vera til taks og bara 2 dögum síðar þá kemur ungu drengur í heiminn. Já, innilega til hamingju. Já, takk fyrir það. Já, innilega. Og skal ég segja þér, ég er upp á Landspítala í þessum töluðu orðum. Við erum ennþá þar. Það er bara rétt smá svona, ekkert vera neinn dítil, bara smá súrefni, ekkert alvarlegt, en ég má ekki mæta ölvaður þangað. Nei, má ekkert lengur. Ég lofa því að ég detti í það vel næsta. Þannig að vonast að það sé ekki ástæðan fyrir að það sé bannað að þú þurfir að vera edrú. Nei, ég er kannski eitrað kallmaður en ekki alveg svona mikið. En tjattið er strax byrjað, Ægir vinnur okkar er byrjaður. Hann er mættur, ok. Svafa Guðmundsdóttir spil hana langi að vita hvort Sverrir sé jafn sexy og síðast. Ég myndi segja allavega jafn sexy og síðast. Mjög gætnaðarlega skipt allavega. Já, takk fyrir það. Já. Herðu, Ægir er mættur í chatið okkur. Já, kóngurinn er mættur. Ég veist, þú mætti kannski losa eina tölu viðbútt. Já, ég sammála því. Setna meir, sko, við myndi kannski draga að fleiri konur. Ægir segir eldur býður eftir ykkur graður, drullið ykkur á skjáinn svo að geti byrjað að runga sér yfir ykkur. Já. Var Tóti konutippi orðin blekaður áður en útsending fór í loft, segir hann. Hvaðan kemur það? Hvaðan kemur þetta konutippi? Ég elska þetta hatur. Ég dýrka Ægir. Já, þetta er kóngurinn. Þetta er minn maður, sko. En hatur er eitthvað, ég veit ekki, það er eitthvað svo skemmtilegt af hatri. Við erum fengið svolítið af hatri svona, byrjaði 1. september með svona meintu hatri. Ég ætla að kalla meint hatur en þess að maðurinn var í rauninni bara búið að kærleika og bara hann vildi bara allir vera jafnir og allt það. Svona, ég var að taka þetta fyrir eitthvað. Já. Hvað var það? Já, Snorri Másson. Já, Erum við að tala um það núna? Við ætlum að ræða það eitthvað. Já, mér finnst eiginlega stórkostlega einkennilegt hvað þetta fár hefur verið mikið, sko. Ég veit ekki af hverju þetta nákvæmlega er. Ég var nú að ræða þetta við mannesku áðan, sko. Ég er með kenningu af hverju það er svona mikið. Af því að, þú ert með eitthvað svona mál og eitthvað svona sem má ekki ræða og þú ert að segja einhverjum hóp, sérstaklega þegar það eru svona þrjóskir gaurar eins og ég og þú, örugglega allir hérna inni, skilur við. Ef það er verið að segja við mig, sérstaklega ef það er sko menningar elítan og ríkisfjölmiðlinn og eitthvað svona pólitíkusar og eitthvað svona bara, hey, þetta er ekki til umræðu, þið eru ekki að fara að ræða þetta. Þá bara, það er alveg 100% líkur á því að ég sé að fara að ræða það. Já. Og þetta er bara það sem að þau eru að gera og ég var að pæla í því, sko, að þetta er svo lítið, þetta er ekki effektíft og þau eru að vinna gegn eigin hagsmunum í samtökunum 78 með því að vera að segja fólki að vera ekki að tala um þetta, af því að menn eru bara að forherðast í skoðunum sínum gegn þessu. En þú veist, það er bara erfiðis. En þú veist, tókst þú eftir einhverju sem að sagði, sem að var svona, nei, þú getur ekki sagt þetta er hatur, eða, þú veist, ég nefnilega, mér finnst svona umræðan hafa einkennst svo mikið af svona upprópunum
og einhverju svona gífuryrðum og svo leiðis, en ég hef ekki séð hvað það var sem að var hatrið eða þú veist hvernig hann særði þennan hóp. Ég átta mig ekki á því að því mér fannst það að vera kurteis, jú, hann greip svolítið fram í fyrir henni og köflum, baðst nú reyndar afsökunar á því, Hann gerði það. en maður náttúrulega getur alveg gert það í kappræðum í sjónvarssal, þú veist, ég meina. Þú kemur annarkvort inn í svona viðtal og dóminerar eða lætur dóminerar þig, skilur, og hann bara vann þetta viðtal, skilur. Já, líka en sko við hugsaum aðeins út frá leikjafræðinu og því ég verið að reyna að fara rauk fyrir því að ef að baráttan í þessum efnum verður háð undir þessum formerkjum að þá þetta töpuð barátta og ástæðan einfallega svo að sko tjáningafrelsi, við búum líka við þau forréttindi, svo ég hendi nú því orði fram hérna, við búum við þau forréttindi að við getum alveg séð hvernig þessu hefur verið háttað annars staðar. Við höfum verið að sjá víðsvegar hvernig þetta hefur einhvern veginn verið að þróast. Við erum að sjá ákveð það sem að þau kalla bakslag í til dæmis Bandaríkjunum sem er kannski besta dæmið, en við höfum einnig verið að sjá þetta í Svíþjóð, við höfum einnig verið að sjá þetta í Bretlandi, við höfum einnig verið að sjá þetta eiginlega hvar sem þú lítur og það sem að hefur svolítið verið áhugavert er að sko leikjafræðinin hefur einhvern veginn verið sko yfirfærð yfir á nákvæmlega þetta hérna. Það sem að tjáningafrelsi er einhvern veginn að skerðast undir formerkjum þess að það sé að vera að vega að tilvistarétti og ég hef reynda verið að segja sko að ég get sagt mig við það að kannski erum við að eiga sömu samræður þrátt verið að sé ákveðar hængur á varðar allir bara hormónamál og varðar búningslega mál, fangelsismál og íþróttamál en ok, segjum sem svo að við ítum það aðeins til hliðar og segjum svo að við getum verið að eiga samræður sem að fólk var að eiga ára 1980 samkynhneigða. Ef að það er raunin að þá var það ekki þannig að samkynhneigðir væru að berjast fyrir því að tjáningafrelsi yrði skert undir þeim formerkjum að þeim liði betur með umræðina. Og við vitum alveg núna, við erum búin að sjá þetta núna að gerast og raungerast ítrekkað annar staðar, að þegar að baráttan er háð undir þessum formerkjum, að þá erum við bara að fara, þú veist, þá einmitt eins og þú nefnir, Sverrir, þá er fólk að fara að forherðast. Er einhver búin að vera sannfærður ágæti hugsjóna þeirra sem að voru sammála öllu í málflutningi 78? Er einhver aukalega núna sannfærður eftir að Snorri Másson var nægilega mikið skammaður af fólki í kommentarkerfum á kerfinu? Ég held einfallega að það sé ekki raunin. Ég held að það séu miklu færri sem eru sannfærðir ágæti þessar hugsjóna. Og það sem hefur líka, svo ég skjóti einu linju, mér langar að koma á þetta, mér er gott að vera hérna, að sko það sem allir Mér er gott að hafa þig hérna. Já, takk fyrir það. Annars sem ég langar að skjóta inn í, bara sem að kannski við getum rætt, er að sko þið eruð ákveðið mengi og þið eru með rosalega hlustun frá þeim hópi sem er rosalega mikið talað sem eru þessir drengir sem að þeir segja að séu einhvern veginn afvegaleitir og séu einhverju vondri búblu og séu að nota vitlaus orð og kunni ekki alveg svona orðatiltæki menningarelitanar. Þetta er sá hópur sem að þau segast alltaf verið að hafa mestar áhyggjur af. En þetta er samt sem á þessa hópur sem á alls ekki að vera að tala við. Og líka hugsið út í hugtökin sem að vera notið. Snorri er að tala inn í ákveðin hóp. Hvað þýðir það? Þetta þýðir að þessi lýðræðislega bara kjörbærir einstaklingar sem að Snorri er að tala til sem að við, hvað erum við þá að tala um? Erum við að tala um að þeir eru að missa kosningarétt sinn, skilur eða eigum við að fara að vera með einhver próf? Ég er með ákveðum punkt varðandi þetta sko, það er þessi ungu strákar og þetta eru strákar sem voru sko, ég er að tala um yngri stráka en mig, kannski sem eru tvítur, rétt rúmlega það, þeir eru læstir inn í 2 ár COVID. Þeir eru búið að vera að segja við þá að þeir séu að þjást af einhverju eitrari kallmennsku. Þeir eru búið að vera að tala niður til þessara stráka af samfélaginu, í öllum fjölmiðlum, af kennurum, af öllum, bara í kringu þá, tala niður til þeirra eins og þeir séu hálfvitar, eins og þeir séu ofbeldismenn, eins og þeir séu eitthvað að þeim fyrir það að þeir séu kallmenn. Og það er þetta nákvæmlega, þetta fólk sem er núna að segja við þessi gauðra, þú mátt ekki hafa þessa skoðun, þú verður, og þessi gauðrar, og ég bara fyndi það, og þetta eru mikið gauðrar sem fylgja mér og ég í samtali við þessa stráka, og þetta eru bara frábæri strákar, og þetta eru mínir menn, og þú veist, og þetta eru þessir nafnlausu gauðrar sem allir eru að drulli yfir á X-inu, það eru mínir menn, sko, og bara minn hópur og ég elska það, og þeir styðja mig, bara geggja, þetta er bara, þú veist, það er alltaf eitthvað að vera að láta þá heyra það og bara tala niður til þeirra. Þessi hópur bara glemdist algjörlega og þegar þeir sjá svo einhverja menningar elítu, einhverja gauðra, þú veist, eitthvað Bubba Morten sem verður að segja við þá eitthvað, að þeir megi ekki hafa skoðanir á sig, að þeir megi ekki tjá sig út frá sinni sannfæringu og þessi gauðra, það er búið að pota svo mikið í þá að þeir eru að springa og ég stend með þeim. Þetta er bara mínu menn. Mér finnst rosalega líka mikilvægt, ég er búin að reyna að fylgjast rosalega mikið með umræðum hjá svona mönnum eins og meistaranum Einari Stengri sinni, starffræðingi, mér finnst það mikill meistari.
bara svona sem dæmi, hann með rosalega breiðan hóp sem að svona að tjá sig hjá honum, allt upp í bara mestu vókista landsins yfir í menn sem að þeir telja bara að vera forherta nasista á annað, en hann Hver forhertið þá? Já, það Hver góð forhertið spurning. Það, sko, hann bara spurði hann hallega, hvað var það nákvæmlega sem Snorri sagði, sem að mönnum mislíkaði svo. Akkurat. Og það komu hver maðurinn á fætur öðrum, veist, hvort sem að var Sveinn Voge, Björn Leví, allir bara, hvað, sérðu það ekki maður? Það vilja allir segja, þetta svo augljóst, það þurfi ekki að benda En það getur engin bent á það getur engin benda á. Þetta var svolítið, vitið hvað þetta minnir mig á? Þetta minnir mér ótrúlega mikið á þú veist, What is a Woman? Þetta er svona þannig atriði, þú veist, það er bara, þú veist, ég ætla ekki að svara þessu, ég ætla en getur enginn einhvern veginn sagt það. Mér finnst það að vera, veit það ekki. En þú nefndir þarna nokkra hluti, búningsklefamálin, þú nefndir þarna fangelismál, við sáum einhver svona atriði í Bandaríkjónum varandi það sérstaklega, þú veist, að menn voru skilgreina sig sem eitthvað annað en voru og nauðga síðan samfélgu sínum. Sko, þú veist, og að fara í búningsklefa, ég held að væri svona bara almennu svona frekar góð konsensus þetta í samfélaginu að, þú veist, ef þú ert með titling þá ertu bara ekki að fara inn í þessa klefa og þú veist, og allir eru bara sáttir og þú ert búin að fara í aðgerð og getur þú gert það. Mér finnst það svona bara frekar ofís og þú veist, þá er kannski gildar ástæði fyrir að við viljum hafa það þannig, þú veist, sumir okkar eiga dætur og svo framvegis. En í kastljósinu og minnir þetta sé á 15. mínútu og hefist þarna snemma á 15. mínútu þá bara hreinlega því að horfa á þetta tvisvar eða þrisvar og ég var alveg bara að býta, þú veist, er hún í alvörunni að segja að hún vilji ekki að hópur einstaklinga, almenningur, hafi tjáningafrelsi til þess að tjá sig transmál á opinberum vettvangi og það er það sem hún segir og fer ekkert ofan að því og hörð á því að því að þetta sé viðkvæmt mál. Þannig að hún í rauninni að segja, ég ætla að taka stjórnarskrár bundin réttindi ykkar og ég ætla að afnema þau sem í rauninni ákveðin frelsisskerðing, þetta er frelsissvipting, að þú ert að svipta einhvern tjáningafrelsinu, það er ofbeldi, Sverrir, það er ofbeldi. Allt annað frelsi, það fer. Já, en þú veist, þetta er svona einn af hornsteinum frelsisins og hins opna samfélags og þú veist, alveg sama hvað, hvort þú myndir taka Aristoteles eða Karl Popper eða John Stuart Mills, það er allir sammála þetta. Þannig að það er rosalega sérstakt að þetta fólk skuli eða hún fari fram með þessum hætti og finnst þetta bara eðlilegt. Mér finnst þetta algjörlega galið, sko. Já, ég er líka eitt stórt atriði í þessu sem að þú nefnir, sko, er að út af því að ég allavega horfi á víglínuna þannig að við erum að tala tilvistarrétt eða tjáningafrelsi. Að, sko, þetta orð tilvistarréttur. Tjáningafrelsi. En förum að síða út af því að, sko, ef að við erum að segja að við viðurkennum þetta hugtak og tilvistarréttur og að sé vegið á honum, að þá erum við á sama tíma að segja að fólk eigi að meta eigið ágætlendi formerkjum spegilmynda þeirra sem þeir sjá frá öðrum. Það er að segja að ég geti metið það hvort að þú sér til eða ekki. Ég held bara, sko, í grunninn að svo forskrift sé ekki farsæl fyrir neinn. Óháð því hvort að svo manneskja sé trans eða eitthvað annað, ef að ég tel mig vera eitthvað, að segjum sem svo að ég tel mig vera hlaðarstjórnandan í ein pæling. Og ef einhver segir við mig og ég veit alveg að sem myndi segja, já, þú veist, þetta snýst ekki um þetta, snýst um hérna til þess, ok, en ég bara taka þetta sem dæmi út af því að ef einhver myndi segja nei við mig, að þá ætti ég í rauninni ekki, þú veist, þá ætti ég að vera haldbær í það að vera ekki að trúa þeirri mannesku og í rauninni bara virða það komment svolítið að vettu í. Af því að það er grundvallega í veruleika. Já, og líka bara, já, út af því að ég held að, sko, ef þetta er undir formerkjum þessar forskriftar, að þá, sko, hvað, ok, segjum sem svo að 90% af samfélaginu segir bara, já, þú er bara trans og það er flott. Ef þessi 10% eiga þá ekki að hafa ákvörðunarrétt þitt ágæti. En ef þú þarft... Nei, í rauninni hafi ekki frelsi til þess að hafa skoðan, það er sem þú ert að segja. Bara af hverju þetta gefur mér þetta vald. Ef þú þarft að ákvæða hvort að þú sé til eða ekki. Ef þú þarft utanaðkomandi samþykki frá öðrum til þess að staðfesta að eitthvað sem þú trúir sé rétt, skilu, þá er það sennilega bara af því að það er ígrundað á einhverjum bara mjög veikum veruleika, skilu, þetta er bara ekki raunverulegt. En tilveruréttur, bara þetta hugtak, að því að þú veist, það er enginn sem skilgreinir hvað er tilveruréttur. Og það er svona pínu, þú veist, hvað þýðir það? Bullshit frasi. Já, en þú veist, eftir því sem ég kennst næst, þá er þetta að fá að taka þátt í samfélagi eins og allir aðrir og vera með og svo framvegis, sko. Svona ákveðin inclusion eins og þau myndu orða það kannski. Og ég svona, þú er mitt góðs með góðan punkt í þessu samhengi, að þú veist, ok, þú er kristinn maður og þú mátt praktísera kristni, en það þurfi ekki allir aðrir að trúa
á Jesú Krist til þess að þú getur verið kristinn sem að, þú veist, kemur akkurat inn á þessu þú ert að segja. Og líka kristin Eða- maður, já. kristin maður tjáir sig út frá, þú veist, þetta er bara mjög skýrt í fyrstu Mósebók að bara skapa kall og konu og það er bara trúarsannfæring mjög margra á Íslandi, meðal annars mín trúarsannfæring að þetta sé bara rétt, að Biblían sé heiltrýtt og ef ég, og má ég þá ekki tala þetta út, má ég ekki segja neinum frá því bara, þetta er mín trúarsannfæring, ég er ekkert að reyna að þvinga þetta upp á neitt annan, þetta er mín trúarsannfæring, ég upplifa að þetta sé sannleiki og ég lifi mér eftir þessu og er það bara eins og Einar Þorsteinsson að borgarstjóri eins og var borgarstjóri í korter og fokkaði því öllu upp að menn sem hafa þá skoðun að þeir megi þá bara ekki taka þátt í stefnumótun og ætlum við þá bara taka allt kristið fólk á Íslandi og bara nei, því miður, þú trúir ekki á nýtt frá samtökunum 78 sem er bæði vegi sko nýtt nú og það sem var fyrir 5 árum það er allt annað og það sem var fyrir 10 árum skilur Guð má vita hvað það verður eftir fokkin 10 ár skilur að þeir megi þá ekki taka þátt í stefnumótun Þetta er raunin alveg, þetta eru galnar kröfur og hann er svo fordómalaus sko. Það er bara fordómalausir menn eins og ég Mér fannst einhvern veginn allir mestu rungarar samfélagsins svo ég bara tala íslensku, hafa komið fram og reynd einhvern veginn að ræta svona, þú veist, ride the wave sko, taka þátt í þessu Var Hildur Lillendal búin að koma Ég veit ekki, hún er kannski náðu upp á yfirborðið Mér fannst svona pínu fyndi með þessa Helenu Reynis hérna svona, verið sætt stelpa og ég hugsa með ok, hún lét svona lítu í það skína að þau hafðu nú búið saman og svona í 3 daga Hann fór inn í herbyggið, það gerðist eitthvað hún er bitur og hann ákvað að beila frá Berlín sko. Mér finnst þetta hljómast ég skilði það vel, hann hafi farið heim Það sem er náttúrulega slæmt við þetta sko, er að ég var að ræða við héraðsdómara núna áðan í þætti sem ég er að fara að gefa út bráðum og þar vorum tala tjáningafélags og þannig rættu við með þetta að sko samskipti eru orðin allt annars eðliseldur en þau voru fyrir ekki svo löngu og núna náttúrulega sko ef við tökum bara þetta tiltekna dæmið, þetta er hérna, hvað sá hún, Helena Reynis ég vissi bara hún hýtti Helena, hún er ekki fyrrum fegurðardrottning eða eitthvað þannig ekki Nei, okay, Það var nokkuð myndaleg Já, hún er myndaleg, ég veit ekki, ég sá einhver staðar hún að veri, en allavega, ég veit ekki Þetta er eitthvað þannig aðrið, einhver módel eða eitthvað Já, bara myndastelpa En hugsið ykkur líka, sko, það sem er náttúrulega sérstakt við þetta er að, sko, það varður náttúrulega gríðarlega spennandi að sparka í hausinn á Snorra Másinni á þessum tiltekna tímapunkti Það var rosalega auðvelt að náða sér í persónlegan félagsauð með því að vera svona, ég er líka berjan og sko, ef við hugsum aðeins, þú veist, núna þessi manneskja náttúrulega hennar helsta markmið er náttúrulega að koma sjálfur sér á framfæri hún er ekki að reyna að bæta neitt hún er ekki að reyna að bæta Snorra hún er ekki að reyna að bæta hennar umræðu út af því hún talar bara mjög illa hann og er að tala allir hún kom ekki með neitt málefnilegt en sko, þetta er nefnilega sko út af því að hún er í ákveðnu leikhúsi og þetta er leikhús þar sem þú þarft að koma þar á framfæri til þess að aðrir meti þig sem sko ekki bara sko stönduðan einstakling í samfélaginu heldur sko rosalega flottan einstakling sem er tilbúin að það verður rosalega fyndið í svona siðafári að þá verður það álitið þrátt fyrir það allir sé einhvern veginn gera það og allir eru rosalega spennti fyrir að berja hausinn að þá er það samt álitið sem hetjudáð hún þorir að stíga fram og drulla yfir hann líka og maður er eitthvað svona Það er stórt takk erum við ekki svolítið svona erum við ekki á svolítið einkennilegum stað í sambandi við þú veist hetju líka, þú veist, einmitt þú ert svo mikil hetja því þú þorðir að stíga fram alveg bara með risastóran hóp og sparka einu sinni í viðbót í hausinn á einhverjum gaur þú veist, þetta er svolítið, þetta er aumt sko, og flestir, það sem ég hef tekið eftir flestir tala alveg gríðarlega lítilli sannfæringu þessi mál þú veist, þeir endurtaka eitthvað frasa en það er ekkert á baku og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að reyna að ná þessum gaurum sem voru að sparka í hann liggjandi, ná þessum gaurum láta þá rökstyðja og ég er ekki að tala um bara eitthvað tilveru rétt bara, nei, rökstyðdu af hverju þú gerðir þar sem þú gerðir af hverju, þú veist eins og ég er reynda að ná hann Friðjóni hérna borgarfulltrúa hérna hökulausa gaurnum og hérna af hverju skrifaði hann undir þessa yfirlýsingu frá borgarstjóra og hann, þú veist, þetta voru endalausar afsakanir frá hann, nei, nafnið hann Snorra var ekki á þessu, heyrðu, þetta snerist bara hann, skilur þú, hvort hann sem er nafn, af hverju skrifaði undir, af hverju tekur þátt í þessu, skilur þú? Það er nú meiri kartablam Já, algjör. Mér finnst Friðjón vera ágætur en ég er alveg sammála ykkur samt sko, það er líka bara eitt grundvallaratriði í þessu sem að við höfum ekki fengið ennþá svarið við þessu og ég veit að miðflokkurinn reyndi nú eitthvað að vekja athygli á þessu en það hefur ekki verið vakin svo athygli á þessu sem ég tel vera nauðsynlegt sem að er einfallega sko ef að við erum með þessum aðstæðum erum við þá að biðja Snorrum að ljúga því að sko ef að þetta er sannfæring Snorra þá erum við með ákveðin fasta þetta er först breyta að Snorri sé á þessari tiltekna afstöðu
og hann settur í þá stöðu sem ég sett hann í, ég spurði hann hvort hann sé til sér 2 kyn og hvort að karlmaður getur breytt sér í konu eða öfugt. Ok, hann getur verið á einhverja afstöðu og þá getur þú kosið á milli þess að gera það sem þau gerðu sem var bara einhvern veginn að benda og hýða náttúrulega mjög opinberlega eða þá er hann að sannfara hann ágæti einhugsjóna og það rosalega áhugavert að velta því fyrir sér erum við þá að fara að gera kröfur héðan í frá til einstaklinga sem eru að tala opinberlega og sérstaklega sem að eru gildandi í samfélaginu og eru í stjórnmálum eigum við þá að biðja þá að ljúga og erum við þá að fara að biðja þá að ljúga eitthvað annað viljum við að þeir ljúga efnahagsmál ég held að þetta sé krafan að krafan sé sér að setja fram svona hatursorðs löggjöf einhverja þar sem að vinstri svona róttækar skoðanir verði bara gerðar svona af einhver svona megin ströym skoðunu sem þú mátt bara hafa það virðist vera þú sást kannski, ég veit ekki hvort þú vitið það en það á sama tíma núna og þetta viðtal verður þá hvað heitir gáttin hérna sem allt kemur inn? Við skulum koma bara á það eftir smá stund. Já, þú veist, það kemur inn í löggjöf. Við ræðum þetta eftir augnablik, þetta hjút. Ég með samsæriskenningu varði þetta sem bara mjög stutt. Já, þetta eiginlega bara, það gefið, við tökum það svo sem á eftir. En mjög stutt, það ég held að sé verið að normalisera það og gera fólk dauft fyrir því að trúa á lygar, skilur til þess að bara normalisera og auka lygi. Skilur, gera menn bara þannig að þeir taki lygi, skilur. Bara segi ekki neitt venja menn á það, heyrðu það eitthvað lígi í gangi ég ætla ekki að segja demoralization of a society demoralization sko Já, ég líka búin að vera að spurja nokkra bara þess sem ég lendi í svona hvað meinaru með, erum við að tala það sama hlut þegar þú talar tilvistarétt tilvistaréttur fyrir mér bara þinn réttur til að bara fá að vera til í samfélaginu skilur það ekki? Það ekki bara undir mér komið að ákveða hvort að önnur manneskja sé til sko og þá enginn að geta gert þá kröfu á mig að mínar skoðanir þurfi að lúta gildum annarar mannesku þá hugmynd sem að hún telur sig vera. Eða verið að tala þá að þú bara meir hreinlega ekki vera til það bara hendaður út í sjó bara með steinbundin utan á fótinn eða verið að tala að skiluru að það sé ekki samþykkt það sem þú segist vera. Þetta eru 2 gríðarlega ólíkir hlutir. Ég held að þetta sé bara eitthvað bullshit frasi sem að enginn trúir á sem bara notaður til þess að forða mönnum frá því að ræða kjarnamálsins sko. Ég held að þetta sé bara stormur í vasklasi og þetta hafi bara verið gert vísvitandi út af allt öðrum hlutum og við getum farið betur í það á eftir. En mér langar að koma þess inn og þú veist, nú skoða maður svona kommentin á Vísi og MBL og maður fer á Facebook og maður sér hvað fólk að segja og mér fannst ég ekki vera þess áskynja að allir vera á móti Snorra, þvert á móti mér fannst frekar fólk vera að segja 9 af hverjum 10 kommentum vera honum í hag sem akkurat öfugt það sem að fjölmiðlar eru að reyna að segja þeir eru að reyna að draga upp þá mynd að þessi allt brjála út í Snorra en það bara ekki mín upplifun ég hitti bara nánast enga menn sem eru ósammála Snorra sko eða finnst það eða þú veist hvort þeir eru sammála ekki bara eðlilegt að hann fá að halda sínu skoðunum fram og svo má líka spyrja sig að því hvað var sagt ef að trans einstaklingur eða samkynhneigður maður hefði komið fram í sjónvarpi og hefði fengið þá útreið sem að Snorri fékk væri sagt hann að hann mætti vera til eða þú veist væri vegið að tilvistarétti hans ég veit ekki, mér finnst það hvað væri margir meðlimir ríkisstjórnarinnar núna að bara á vaktinni ef að þessi tussa hana sem að kom og var að doxa hana Snorra á samfélagsmiðlum eins og fólk nú búið að flestir eru búin að sjá ef að þetta hefur verið gert transinstakling það væri búið að ræsa út alla ríkisstjórnina Já, ég líka með fleira það eru menn að setja inn komment að þeir ætla að berja hann fyrir peninga fyrir rauða miða og on site hef ég séð það þýðir bara þú og svo er fólk bara að bjóða hversu marga 500 kalla að henda í púkið þú veist þetta er eiginlega bara svona maður er bara í alvöru tala og þetta gerast á samfélagsmiðlum ég er með screenshot það kemur einhver er þetta ekki trans manneskja þarna sem kemur þarna fram allavega það var lúkaðan þannig en allavega skiptir ekki alveg Svo fannst mér líka ég var að skoða kommentin á þessu afsökunarmyndbandi hjá þessum einstakling sem að postaði ég hef ekki skoðað það ennþá en þar eru menn bara basically að hlæja af honum og hún er að læka það er engin yðrun henni drullu sama þannig að já það þetta er ótrúlega áhugavert því að núna hefur mikið verið talað það að þeir sem eru að tala eldfim málefni eins og þið hérna og ég gerir líka í mínu hlaðvarpi að þá er mjög stutt í það að svona ákveðnir einstaklingar fara oft í það að segja að þú gerir ekki grein fyrir því þó svo að þið séu ekki að tala það að beita ofbeldi þá hvetji þið til ofbeldis með slíkri orðaræðu
og núna náttúrulega skórinn á hinum fótnum, svo ég noti ensku slettuna, og ég kenni ekki þessum einstaklingum sem eru búin að vera hýðan opinberlega það að hann hafi fengið hótanir á samfélagsmiðlum. Ég kenni þeim ekki en það ástæðan svo að sko við eigum að geta tekist hart á, við eigum að geta tekist á erfið málefni og þrátt fyrir það þá eigum við samt líka að geta sko sagt sem svo að hérna sá sem að tala þessi málefni ber ekki ábyrgð á því að fólk sé að haga sér eins og fífl. Hins vegar það alveg á hreinu að ef að manneskja hefði farið og sett sig í eitthvað á þessum tímapunkti í það að vera að hóta transfólki á internetinu að þá hefði það sjálfkrafa verið Snorra Másina að kenna og Kasturþættinu. Sammála því. Þá hefði hann Algjörlega sammála því. En ég ætla ekki að leggjast svo lágt að segja að það sé þeim að kenna. Ég er sammála. Við þurfum ekki, málið að sannleikurinn með okkur í liði og við þurfum ekki að leggja svona lágt og það að besta. Við þurfum bara að halda áfram að segja sannleikur. Við þurfum bara að sama hvað nöfnum við erum kallaðir, eða kölluð, að bara halda áfram, segjum bara sannleikan og hann mun alltaf standa með okkur. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu öðru og þurfum ekki að fara í eitthvað svona bullshit. Við öll þá, ég held að þegar horfir á einhverjum svona stelpu, einhvern algjöran retard sem að gera þetta, gerir sér enga grein fyrir afleiðingunum sem þetta mun hafa fyrir hana, og þetta máli geimtir ekkert gleymt með eitthvað svona og svo það að þeir vera að tala já, ég ætla bara að fara heim til þess að gæja. Ef að einhver, bara sem dæmi, ef einhver væri búinn að segja þetta, hann ætla að mæta heim til mín og þessi aðili myndi birtast fyrir utan á mér, börnin mín eru heima, börnin mín eru svoandi, mín fyrsta hugsun, ég ætla að drepa þig, svo hringi ég á lögregluna, bara, þá meina ég ekki, ég ætla að drepa þig, heldur, ég myndi ekki hika við að bara að beita öllum ráðum til þess að neutralæsa þig og svo hringi ég á lögregluna. Manni finnst bara svo geðveikislegt. Þetta ekkert smá alvarlegt að mæta heim til einhvers búin að hóta ofbeldi. Mér finnst þetta bara svo rosalega geðveikislegt að vera að hóta einstaklingi að þetta maður sem á konu, hann á 3 börn, hann býr með þeim, þetta ekki eins og fyndið, sko. Nei. Þetta bara svona, og ótrúlega margir sem tóku þátt í þessu, manni finnst þetta bara svona sorglegt, sko, einhvern veginn, að þau fara niður á þetta plan og það sem mér finnst líka skrítið að sá hópur, enn og aftur, og ég ætla ekki að draga hana til ábyrgar þessar konungssamtökunum 78 og ég meina það ekki hún sem stóð fyrir þessu. Nei. En samt sem áður að þessi hópur sem að bregst við með óbyldistali, maður hefur ekki séð að neitt frá hinum vagnum. Ekki neitt, bara ekkert. Sem rosalega skrítið, sko, að því að þarna hefur nú allir stór hættulegu hryðjuverkamennir að vera, sko. Já. Hættulegu hryðjuverkamennir, en er ekki líka frekar undarlegt að það er ekkert þetta er í öllum blöðum, en það er ekki orðum þetta til dæmis í fréttum sínar, eða stöð 2 fréttum. Já, ég rak augun í það, sko. Ég velti fyrir mér, sko, ég er ekki búinn að setja, ég veit það ekki, sko, það gæti verið náttúrulega, þetta hans gömlu kollegar, að ég gæti trúa því mögulega hann hafi beðið að láta sleppa umfjöllun það, en ég veit ekkert en ég samt rak augun í þetta og ég var í pínu sjokki í mig þegar fréttina birtust og þá var að tala einhver allt önnur mál, en ég held að hljóti að vera að hann hafi beðið að það er ekki fjallað þetta. Þetta hans gömlu kollegar, en ég, eins og segi, ég veit ekkert það, en með þetta er mjög einkennilegt ef svo er ekki. En ég gera eitthvað aðeins erfitt, sko, ef þú talar sannleik. Gætu þið trúa því að mögulega séum við að horfa á 1980 samkynnið? Eru þið með einhvers konar efasemdir ágæti eigin hugsjóna? Það ég efast náttúrulega allt og sjálf mig þar með talin. Ég gæti trúa því að kannski erum við, ég gerir þetta alfarið undir formerkjum tjáningafrelsisins, ég gerir mig grein fyrir marxískum taugum sem eru náttúrulega bundnar við allt það sem að við kemur þessu kúunar, Frankfurtskólan og allt þetta. Já, Frankfurtskólan, skoðanakúun, ég hef lesið þetta með John Money, ég hef lesið þessa kasskýrslu, ég hef verið að rýna þetta verulega. En aftur á móti, þá er líka bara til fólk sem að telur þetta vera og þrátt fyrir það að það þurfi ekki allir að vera sammálaði að þá er það fyrir hendi og það telur sig, menn eins og bara Ugla Stefánía sem að ég hef spjallað við, hún er mjög fín og efist þið einhvern tímann að þið gætu haft randfyrir, eða teljið þið einhvern tímann að þið gætu haft randfyrir ykkur í þessu? Ég sagði, ég man ekki hvort þessi 1 eða 2 þættir síðan, það sem ég talaði að mér finnst alltaf vera svona mjög mikilvæg spurning að spyrja sjálfan sig, hvað þyrfti til þess að ég myndi skipta skoðun? Og hvað þarf ég að sjá til þess að ég skipta skoðun?
og já, ég reyna að taka sjálfa mig bæði í naflaskoðun mjög reglulega og mínar hugmyndir og skoðanir og mér þætti að vera bara einskæð heimska af sjálfum mér að ég myndi sjá gögn eða annað sem myndi benda til þess að ég hefði rangt fyrir mér og ég myndi einhvern veginn fara að reyna að svona þrjóskast við sko. Mér finnst þá betra að segja bara ok, ég sitt hér leiðréttur og svo held ég bara áfram skilur af því að það er að gálegast að gera í stöðunni menn geta oft komist að röngu niðurstöðum eða hafa ekki rétt að forsendur það er bara staðreynd og hérna ég held, mér finnst svona ég veit það ekki mér finnst astanlegt að fólk er að láta eins og þú getur ekki skipt skoðun eða þú getur ekki komið einhver ný kurl til grafa sko. Mér finnst það svona hálf kjánlegt þannig ég ber ákveðna virðingu fyrir því þegar fólk skiptur skoðun og ég er ekki núðað því nasir en einhvern veginn í samfélagi núna það verðist að vera svona bannað Má ég grípa hana bolta viðstöðulegst því að sko, ég held að þetta sé afstæða ótrúlega margra og jável margra sem eru skilurðu hvað svona harðastir í allri þessari baráttu eru búin að skoða WPATH skýrsluna, eru búin að skoða skýrsluna, eru búin að skoða vendingar varðar Svíþjóð það var læknir núna í dag bara sem sendi á mig að sá viðkomandi að vinna í Svíþjóð og þar þetta bara risa mál innan læknasamfélagsins. Aftur á móti þegar það hefur verið rætt þetta innan læknasamfélagsins hérna að þá hafa kannski myndast aðeins umræður en svo í kjölfari bara heyrðu það er sett stopp á þetta. Þá erum við með einhverja forsendur skilurðu sem að láta mann gæta ákveðin svona efasemda. Og þegar þessar efasemdir einhvern veginn orðnar sjálfkrafa einhvers konar tilvistar ógn ef við hugsaum þetta svona alþjóða samhengi þá ef einhver gerir það verkum að Rússar eru í tilvistarógn þá beita þeir hérna kjarnavopnum og þetta er bara skrifað í alla svona kjarnavopna sem sagt leikjafræði ríkja að bara ef það er tilvistarógn þá beitum við kjarnavopnum. Gott að samtökin 78 ekki með kjarnavopn. Ekki ennþá allavega. Já, ok. En ég skilji hvað ég sprengja þetta stúdíó, sko. En já, þú ert að tala svona deterrence. Já, en þú veist, svo kom einhver rök og þá bara skilur þú kannski einhver sem að bendir á þetta og gerir það kannski ósnirtilega. Eins og bara flestir ungir karlmenn tala ekki kannski rosalega snirtilega. Og þá þeir einhvern veginn svona, já, þá þú ekki nógu fínt til að taka þátt í þessu umræðu. En þú veist, hann kannski með einhver rök á móti og kannski ekki að skilja þetta. Já. Þá getur viðbragðið ekki verið það sem við erum að fylgjast með undanfæri. Ég held að þetta sé rosalega mikið. Takk ekki eftir þessu svona gæjarnir sem að ólust upp í kringu sjóarana og múrarana og þetta. Þú veist, maður tala kannski aðeins grófar, sko. Já, ég ætla ekki að taka það. Ég ætla að gefa Sverri orðið áður en að ég tek þetta með hvort maður efist eigin. Ég náttúrulega, sko, partur af þessu er bara trúarsamfæring. Ég náttúrulega svona born-again Kristján nöttari að því litinu til og hérna, þannig að þú veist, varðandi það er bara, þú veist, ég lifi bara eftir minni trúarsamfæringu en að öðru leyti ég er ekkert að reyna að þvinga þá samfæringu upp á einhvern annan en ég hins vegar tala fyrir því að menn megi bara tala út frá eigin samfæringu. Mér finnst það líka bara, mér finnst það vera svo mikið make sense dæmi. Þú veist, ég hef ekkert super sterkar skoðanir á öllu hinu, trans, hvað samtökin 78 er að gera bara sín á milli, skilur við, en þú veist, þannig að En þú veist þessi sannfæring að menn megi hafa skoðanir á þessum málum sem að fara gegn þessari narratífi bara, mér finnst þetta bara að vera svo mikið make sense dæmi. Já, ég meina sögulega líka bara hefur skoðanakúðun aldrei virkað. Það er bara aldrei fengið erinda þess málstaðar sem það tala. Aldrei verið góðgæðinir. Nei, það var aldrei verið góðgæðinir og aldrei gengið erinda. Ég veit að því að sko, þú veist, jafnvel þó að það séu góðir, vondir, ok, whatever. En sko, ef við hugsum bara leikjafræðina, sko, hvar hefur það virkað að gera það og þinn málstæður hefur og annað staðið sem sigurveri. Ef málstæðurinn er góður þá þarf ekki að kúa neitt til þess að halda þessi góður, skilur. Við þekkjum bara trén af ávöxtum þessi, skilur. Mér langar að góð málstæður þá þarf ekki að kúa nokkuð einasta mann til þess að viðurkenna. Örstuð, sko. Þegar að einhver einstaklingur kemur fram og segir, heyrðu, ég ætla að taka þinn part af tjáningafrelsinu, ég ætla bara að halda honum. Þá finnst honum kannski ég ekkit vera neitt rosalega sanngjarn. Þannig að hann geti þá sagt á móti ok, þú ætlar ekki að láta mig hafa tjáningafrelsi þá ætla ég að taka það frá þér líka. Já. Og hvað gerist þá? Þá erum við búin að polarisera umræðina og þá fyrst kemur þetta bakslag og þá ættir við fyrst ára hrættu við að fá bakslag vegna þess að þú ætlar að fara að taka réttindi frá öðrum þegnum samfélagsins til þess að einhvern veginn að taka svona olbúar í mig eins og Hitler tók til orða til Líbensrum. Þú veist að ef þú ætlar að gera það til þess að reyna að auka þín eigin réttindi og kosta hinna þá ert ekki lengur að vera sanngjarn og þetta snýst svona sanngjarnin svona með.
mér finnst líka rosalega vont í þessari umræðu alltaf að þeir sem að eru að flytja sérstaklega þegar þetta eru aðilarnir sem eru kannski frá hennu opinbera, frá fjölmiðlum, þeir taka alltaf menni svo Snorra og bara líka menni svo mig og það alltaf verið að gera þeim upp verstu mögulegu skoðanir, skoðanir sem menn kannski hafa ekki. Ég búin að lesa, ég held ég sem búin að lesa bara allt sem hægt að komast yfir til þeirra hluti eins og kynvitund. Þetta fyrir mér þetta trúarbrögð, það ekki hægt að útskýra þennan hluta á vísindalegan hátt. Þar að leiðandi, ef þú trúir á þetta, meikar þetta fullkomlega sens. Ég var nú bókstaflega að rannsaka þetta í íslenskri erfðagreiningu. Já, og ef þú trúir ekki á þetta, þá meikar þetta ekki sens. Ég bara þar, þú átt að geta gert það svo vilt, svo lengi sem það fer ekki á tætnan á öðrum. Ef þú vilt vera trans, vertu trans. Fyrir mér þá byrja þetta allt bara þegar að vera að fara að heimta að tróða þessu upp í öll almenningsrými hvort sem fólk vill að ekki. Já, ég held að það er ekki allir sammála það, að bara allir þegnar einstaklingsins, þegnar samfélagsins eiga sem einstaklingar að fá að njóta, ég bara réttinda. Ég held að það sé engin sem deila á það, ég held að það sé bara allir sammála á það, er það ekki rétt að mér? Og þeir gera það, skilur við. En ef að fara aðeins, áður en við náttúrulega megum ekki gleyma spjallinu, það er náttúrulega bara orðið miðja þáttur. Það eru konar slata spurningum, ég veit bara klára þennan part, áður en við skellum okkur í og það er bomban sem við vorum að ræða, Arnar, nú tekur við timestamp, en hvenær er viðtalið við Snorra, er það mánudeginum eða ekki? 1. september, ok, það er mánudagurinn. 2. september kemur svo þátturinn hana, Hatur klukkan 8. Hvað var leiðilegur? Það kom aðili fram að skrolla Instagrami mitt. Ég var svo spenntur fyrir þessum þætti, hann var bara leiðilegur. Ég var svona spenntur, sko. En allavega það er aðili að skrolla Instagrami mitt í þessum þætti, hann bara sjárat á mig. En herðu, 2. september kemur líka í samráðsgáttina. Ég hunsaður eins og venjulega. 2. september kemur í samráðsgáttina á Alþingi þar sem að Vógreisn er að mæla fyrir rosalega hertum reglum hvað þú mátt ekki segja bara þess jaðarhópa allavega með hvíta kallmenn mætti segja. Þetta snýrist með þess að sérstaklega hinsegin að detta inn lög inn í samráðsgáttina, það var að síðan reyna að munna og maður er svona bara, wow, ok, Snorri á mánudeginum, svo kemur heimildaþátturinn á þriðjudeginum, akkurat þegar að vita að þetta mun ná hámarki, og voru einhvern veginn allir í starthólunum, það var ráðist á hann, hún voru gerðar upp skoðanir, hún voru gert upp kanónur ræstar út. Alveg, borgarstjórn allt í hennu komin í einhverja samþyktir sem enginn skildi nokkuð skapaðan hlut í hvað þau var að gera, eins og þeir sér ekki múin að gera nóga vittleysu, er þetta ekki skuldsett þess að sveitafélagi heimi og svo, og svo heldur þetta áfram, svo sem maður samráðsgáttina líka, þá fór ég svona að spyrja, þetta virkar nú bara eins og þetta sé bara þau skipulagt og enginn pikkart upp nei, enginn veist þetta merkilegt og hvað haldið að það tekur tíma að gera 4 þáttar seríu það tekur tíma að skrifa þessi lög og það er verið að innleiða þessi lög að utan það var alveg vita að þeir segja að stendur að þessi verið að innleiða sem því eru skrifuð erlendis. Er þetta ekki aðstofamaður ráðherra sem að gera þessa seríu? Fyrirverandi aðstofamaður ráðherra held ég. Já, hún er með eitthvað tengingu inn í Viðreisn. Já, kærastan hennar er aðstofamaður ráðherra núna. Hún er fyrirverandi aðstofamaður. Býtu utanríkisráðherra þá? Já, það er svoleiðis. Ég er ekki með eitthvað þannig, Við erum bara að velta þessu. Ég nefnilega held þetta hafi ekki, ég rak augun í eitt. Að þessi þáttaröð, ég var ekki búinn að sjá hana neins þar auglista, Þannig ég velti fyrir mér hvort að það hafi verið, var búið að auglista mig. Já. Ég horfum ekki að sjá það, ég meiri sér vissi að ok, en þá er þetta kannski bara tilhörin. Ég held aftur að móti þetta með samráðsgáttina að ég mögulega til að stjórnmálamennin hafi ekki séð sér leik á borði og að íta tilbúinu plaggi fram fyrr. Ég kannast aðeins við Þorbergur Sigríði og ég líka Maríu Rutt sem er alltaf kærasta Ingi Leifar, ég þekki Ingi Leifar reyndar ekki neitt en þetta eru manneskjur sem eru fínar en það er ekki spurningin Nei, ég veit það en ég held að þetta hafi ekki verið svona þaulskipulagt persónulega
Ég held að miða við þetta það held ég hef engum máli skipt hvað Snorri hefði sagt þarna, ég held að þetta hafi verið bara, þú veist, landlæknirinn komið með akkurat á þessum tíma, þú veist, allir bara leggjast á þetta og svo koma lögin. Þetta er enda sko Þetta getur ekki verið tilvíðum. Þeir byrja með auglýsingaherfer á sama tíma bara daginn eftir sko sem þetta, já. Hann var endar aldrei að fara að koma vel út úr þessu því að sko, fyrsta lagi, náttúrulega bara hvernig spurningan voru og náttúrulega hvernig Baldvin var náttúrulega ákveðin, þú veist, ég skil alveg að einhverju leiti Snorri gerði þetta ekkert mjög snirtilega hann hefði alveg getað gert ráð fyrir því að þáttastjórnandi eða hérna Þorbjörg Þorvaldsdóttir hefði mist kúlið og hann hefði getað svona svolítið verið bara hennar herri, ég er bara með efasemdir. Ég ætla bara að segja að ég er bara mjög ánægður með það að hann hafi farið bara svona hart fram því mér er bara verið komin tími til þess að menn fokkin segja þessu liði aðeins til Sindra og málið er, býtu, þetta lið þetta samtökið 78 lið og fólk sem hefur talað fyrir þessum málstað hefur fengið að tala óáreitt í bara svona 10 ár og í hvert einasta skipti sem einhver andmælir þessu liði þá er það bara, sestu niður og þegið þetta hvíti kallbar, nú er sá tími fokking búinn hvíti miðaldra, whatever, nú er sá tími fokking búinn í íslensku samfélagi að þetta liði sé að fokking segja okkur að halda kjafti, setjast niður og þegja þegar þau byrja að tala, við ætlum bara að fokking grípa fram í fyrir ykkur og segja ykkur að setjast niður og þegja tilbaka, það er bara þannig, við bara nennum ekki að, þú veist, þetta lið er búið að koma svo fokkin illa fram, það er búið að fokkin tala niður til allra sem eru á móti málstæðurra og mér finnst bara ekkert skrítið að menn séu bara farnir að, þú veist, basically nota sömu taktík og þetta lið er búið að vera að nota í svona 15 ár, skilur við höfum ekki bjór, sko. Ég fíla þetta. Þú veist meitt líka á hreinu, það sem að lögin sem er verið að innleiða núna, það er hérna, það er ég veit ekki, sást þú það, Tóti, með Vinans Elds sem var handtekinn út í Breitlandi? Nei, ég minnst það. Hann er ekki Emmy verðlaunahafi eitthvað svoleiðis, sem skrifa einhverju þætti, Eldur leiðrétti mig henni í spjallinu, ég man ekki hvað hann heitir, en allavega hérna, hann er handtekinn, hann fer upp í flugvél í Bandaríkjunum, hann býð eftir honum, vopnaði lögreglumenn, við komum til Bretlands, bara beint í jailið, það er fyrir anti-trans áróður á samfélagsmiðlum. Já, mætti hann ekki líka til þingsins eitthvað í hérna með eitthvað trans children don't exist eða eitthvað hann. Þetta er hérna, Graham Linehan heitir hann. Þetta er rosa klikkað í Bretlandi, af því að þú veist, ég sá í dag að voru 3 handtökur á dag í Bretlandi. Það eru 30 á dag. 30 á dag, fyrir gjöðu. Fyrir eitthvað leiðinda komment á netinu. Þetta er náttúrulega orðin sko galinn sturlun. Pútín er bara varin að skamma sín sko. Herru, Pútín á ekki séns í þetta. Hann á ekki mögulega. En viti hvað er mjög áhugavert líka? Það er gríðalega lág sakfellingaprósent á þessu. Ég kynnti mér þetta mjög vel. Ég man ekki hvað hún er bara mjög lág. En það sem þetta sko, þeir vita það verður ekki sakfellt en þeir fara samt og, þú veist, ógna fólki, handtaka fólk að taka símanaður og tölvunaður og svona. Þetta er mjög skrítið. Þetta er mjög skrítið. Að þessi fólk að það er samtökur 78 sem voru að tala með, þetta er hatursóra, fokkin kærið þá. Þetta er líka sko kærið okkur, skilur. Kærið mig. Það er kærandi allara. Og hún var að afsaka það mitt. Þetta kemur svolítið inn á það sem við vorum að ræða núna í upphafi, sem að er það að það hefur rosalega mikið verið að tala það að séu hættulegi menn með hættulega skoðanir og segjum bara sem svo, Sverrir, þú ert hættulega maður með hættulega skoðanir. Það geta allir verið saman. Þessi randræða sem þú varst að fara með áðan, ég held að hún sé svolítið endurspegli stóran hóp ungra drengja á Íslandi. Og það er búið að vera rosalega mikið talað það að við þurfum að hafa áhyggjur á þessum hópi út af því hann er að stækka og skoðanir þeirra séu svo vitlausar. Hafið áhyggjur á honum. Já, það er svona skil ég ekki. Ég ætla að koma inn á aftur en að punkt sem ég var að koma inn á í upphafi. Af hverju það hefur ekki verið meiri vilji til þess að tala við þessi einstakling? Af hverju er til dæmis fenginn einhver fyrirlíta þá? Já, en sko líka, já, ok, kannski, þú veist, það er alveg hægt að fyrirlíta þig en telja þá að sé hægt að hérna kannski fá þig til þess að endurskoða hugsjóniðinnar ef að þær eru svona hræðilegar. Ég held að það er bara... Má ég klára punkt? Sko, en af hverju er þá fenginn einhver inngildingafræðingur frá HÍ til þess að útskýra upprisu hægrimanna í staðin fyrir að tala við hægrimenn og þú veist, ég veit að þú veist þið hafið talað hérna Díu Khan og Adidja Khan og hérna fleiri svona einstaklinga sem hafa verið svona, þú veist kynna sér þessa hægri stefnur Louis Theroux hefur gert þetta líka einhverja leiti og verið að kynna sér svona einstaklinga en það er sára lítið í svona almennri umfjöllun rætt við bara unga hvíta karlmenn það bara svona, þú veist, hvað það spá? Ok, ég ætla að svara þessum spurningu. Já. Ef þú ert með kynjafræði og ef þú ert með samtökin 78 ef það er ekkert bakslag
hvað ætlar að gera við þessa málstað ef það er ekki þetta ímyndaða baksla alltaf ef þú ert ekki með þessar stanslausu árásir bara, þú veist Það er erfitt að fá fjármagn. Ég held að bakslagi myndist svona, sko. Já, auðvitað. Ég held að það eru mínar áhyggjur, skilur, eins og með unga drengi, ég kenni hnefaleika og ég er með unga stráka frá Miðausturlöndum og ég er með unga stráka frá Austur-Evrópu og þannig og ég meina, ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að þessi strákar væru örugglega afvegaleitir ef þeir væru ekki hjá mér. Ég er bara að kenna þeim manna sig, ég er að kenna þeim að rífa sig í gang, eitthvað sem þeir fá kannski ekki alveg heima við og ég meina, það ákveðin fegurð frá mínum bætinum séð, en ég gerir mig líka grein fyrir því að, skilur, ég þarf að koma til mótsveg, ég þarf að gera eitthvað við þessa orku. Ungir strákar eru bara uppfullir á orku og ef þeir, eins og þú segir með þetta bakslag, ef þetta bakslag er ekki fyrir hendi, hvað ætlar þá að gera? En ég meina, þessi forherðing, skoðanakúgun og það sem við erum búin að sjá undanfarna daga og fleira, það er það sem að býr til þetta raunverulega bakslag. Það er fólk Þú ert að gera ráð fyrir því skoðanakúgun er búið til bakslagi sem skilur ekki kallmenn, sérstaklega ekki unga kallmenn og ég get lofað þér því þegar að þessi þáttu var búin að hún Þorbjörg labbaði í burtu úr stúdíónu með dollarmerki í augunum sko. Hún vissi það að nú var að fara að koma alvöru money sko. Það er ein leið til að sjá þetta en eins og þú varst að koma inn með stefnuna og þessa stráka ég tel að þessi að því þetta er allt samhangandi, þú veist, við erum með kynjafræði og við erum með, þú veist, Frankfurt-skólan sem er með ákveðin svona fræði og, þú veist, þeir beita ekki hefðbundinni vísindalegri aðferðafræði, þú veist, þeir skilgreina fyrst jaðarhópa, þeir mæli ekki fyrst hvað hóparina samfélagsins eru jaðarhópar, þeir ákveða fyrirfram og svo er það útskipt eftir á. Og þetta er vitað með Marcuse og... Já, þetta er bara þekkt, þetta er ekkit nýtt og þetta er engin samsæriskenning. Og svo við förum aðeins að horfa á, þú veist, skólakerfið, öll svona umönnunarstörf og allt svona, þetta er allt konur, meir og minna. Og ok, gott og vel. Svo við séum feminisman. Feminismin hefur verið að flytja hérna inn meir og meira fólki. Það hefur verið svona partur af þessi fjölmenningar kultúr. Allstaðar sem maður lítur samkvæmt Eurostat í Evrópu að þá nema á þeim stöðum sem ekki fylgst sömu stefnu, eins og Pólland og Ungverjaland, þar hefur glæpatíðni aukist, alveg verulega. Þannig að ég get ekki betur séð en að þessi stefna sem hefur líka svona, mér finnst örla alveg verulega á fyrirlitningu í garð ungra kallmanna. Algjörlega. Að við sjáum í skólakerfinu að þú veist, þeir standa sér verð, við erum að sjá, þú veist, og það getur verið svo sem aðrar ástæður fyrir því, en mér finnst þau svolítið verið að framleiða vandamálið sem þau þykjast vera að leysa. Fattar þú hvað ég meina? Þú veist að hann er með stefnunni sem þeir eru að gera, þú veist, það eru fleiri föðurlaus börn og það eru fleiri skilnaðir og hvernig skilnaðarlöggjöfin skrifuð, jú, það eru 1 lögheimilisforeldri, geta helst ekki verið 2. Þú veist, þetta er allt gert fyrir deilur, þetta er allt gert fyrir svona einhvers konar sundrung. Ég held að þessi stefna sé að framleiða mennina sem þær vilja ekki að séu til. Og ég held að sé að gera það ómeðvitað, ég sé ekki sko af ásetningi. Og hvernig er að laga það? Jú, með því að reyna að gera meira því sama. Vandinn við þetta náttúrulega er að það er hérna til lausn við þessu. Það er rauninni 2 lausnir við þessu tiltekna vandamáli og báðar eru hægri mönnum að skapi og svona er í nöp, vinstri mönnum er í nöp við þar. Og það er annarkvort eru með velferðarkerfi eða þá verður með frjálsaflutning fólks. Stéttarfélögin eru farin að gera sig grein fyrir þessu, Sólveig Anna gera sig grein fyrir þessu og hún vil náttúrulega allavega taka hérna, ef ég skil hana rétt, ég var að taka viðtal við hana, hún vil allavega taka einhverju leiti á hælisleitendakerfinu og telur það að vera göfugt markmið ríkisstjórnarinnar, sjáum svo hvað gerir þessi ríkisstjórn, en það er annað mál. En við erum annarkvort með velferðarkerfi eða frjálsan flutning fólks. Sumir hafa farið brúarleið. Þið lýstuði yfir í Þýskalandi daginn að velferðarkerfi væri ekki lengur sjálfbært. Það er ónýtt bara bókstaflega og þeir standa miklu betur. Já, nýja forsætisráðherrann, en þeir standa samt betur fyrir út í skuldastöðu Evrópuríkina á eftir og þú veist, Þýskaland stendur mikið betur heldur en til dæmis Frakkland. Spennandi. En hérna Kommentakerfi springur það. Yes! Ekki ná mánu fólki hengið hann. Ég er þetta mjög til í þessu umræðu. Það er eitthvað sko. Nei, það er nefnilega líka kostingur fjárlög í Frakklandi. Já. Ég hef ekki undan við að telja, heyrðu, það bara ríkur. Aldrei vekja mig bara. Það var núna, hann leikti það helgist í orðinu. En sem sagt, menn hafa verið að brúa þessa leið með því að segja, ok, reynum að velja fólkið aðeins betur inn. Þannig að þú veist, þau eru ekki alveg frjálsamflutning, eins og talar og getur haft velferðarkerfi,
En ef þú ætlar að hafa velferðarkerfi og ætlar að vera að taka við fólki þá þarftu svolítið að vera að velja þá sem að koma inn af því að þetta þarf eiginlega að vera netto plus og þarf pínlítið að reka þessu fyrirtæki því miður. En líka bara, ég held að það er bara miklu meiri sátt þetta ef að fólk myndi koma hingað til lands og myndi bara þurfa að vinna. Ég held að þetta sé ekki flókin jafna. Bæði myndi það gera fólk... Jafnan er einföld, sko. Já, jafnvel myndi það gera fólki betur kleift að læra tungumáli út af því að þau eru þrýstinn á vinnumarkaðinn þar sem þú læri tungumálið. Og að öðru leyti líka að það myndi koma til með að vera miklu meiri sátt innan samfélagsins. Það getur dreifur líka glæpatíðni, það er alveg sínt fram á þér. Fólk sækir það svo auglýsir. Sjáðu Sameinuðu arabísku furstadæmi, þau eru með 200.000 palestínumenn inn í landinu sem að fremja ekki glæpiðar. Það er allir á vinnupassaðar. Það er bara ekki gaman að vera í 20 ári eðimörkinu, sko. Nei, og þeir eru bara hendt út ef þú veist, þetta brjóta þér. Þetta leiðir ekki til neinna vandræða. Þú auglýsir þetta fólki til að býður þeim að koma og vinna og vera að taka þátt í samfélaginu, þá kemur þetta þess. Ef þú auglýsir að hér getur þú komið, sest eins og bara einn gæinn sem var að fjalla með í GB News, veist, hann á 3 konur sem allar er með sikkert húsið, veist, bara sem dæmi. Það er bara gjöf frá ríkisstjórnin. Ef þú auglýsir þetta, þá færðu fólk sem sækir þetta. Svo er þetta líka ákveðin meðvirkni. Sko. Ég hefði bara konum og 3 hús. Ég var að ræða við félaginn minn hérna sem er frá Marakó og ég var að tala hérna við hana sko. Í Amsterdam til dæmis þá bara stjórna Marakóbúar hérna glæpamálunum og eru gríðarlega öflugir varðar allan innflutning eiturlyfja og hérna eiturlyf sérstaklega sem að koma líka frá Marakó til Amsterdam. Ég náði ekki alveg að skoða einhverja siglingaleiðir en allavega útskýri þetta fyrir mig þannig. Og ég hugsaði með mér sko en hér á landi gengur frekar vel með Marakóbúa. Það hefur sjálfsögðu komið málið eitthvað þannig en að flestu leyti eru Marakóbúar sem að standa sér bara mjög vel. Þú veist, tölfræðilega margt eftir úrtak þannig sé skilur þú veist. Já, en sko líka bara út af því maður hefur verið, ég hef verið rosalega mikið að pæla út frá menningu. Nei, þú veist, bara ætla mig að þið tala við múslima, þeir eru sko ganga harðast fram gegn því að við tökum á móti Palestínumönnum. Ef við prófa að tala við múslima þetta, þá er oftast nær einhverjir sem að segja frá því, þeir myndi aldrei segja það opinberlega, en þeir ganga mjög hart fram í að tala það. Við erum út af það sem þú þekkir sem eru frá Jórdaníu. Nánast saman fólki, sko. Já, á einhverju leyti en náttúrulega hafa búið við... Það er mín reynsla, sko, ekki þeir sem að koma frá Jórdaníu, ég hef ekki orðið var við það. Nei, eru margir frá Jórdaníu? En af hverju á Íslandi alveg nokkrir stuð fyrir eitthvað fólk frá fokkin Marakó, Jórdaníu, en ekki margir. Mér finnst bara stúpid að vera að eiga þessa umræðu, bara til hvers, af hverju? Af hverju þurfum við að fá þetta, bara fyrir hvernig erum við að reka íslenska ríkið, bara velferðarkið, why, skilur við? Þetta er rosalega sérstætt, þetta er svona eins og að þú ert að borga trygginguna þína og svo er ég alltaf að taka út, sko, að ég slasa mig. Og þú veist, þó að sé einhverjir, sko, þú veist, þó þeir væru aðeins skárri frá Alsír eða Líbíu eða whatever, skilur, mér er bara alveg sama, sko, ég er bara... Þetta er ótrúlega mikilvæg umræða, líka ef við spáum bara í þessu, ég var að tala við hérna Kolbeinn H. Stefánsson sem kennir félagsfræði í HÍ og hann er alveg magnaður einstaklingur og hérna er mjög víðsýnn í þessum efnum og hann var að segja sko að var að benda á það að er þetta allt bara rasismi? Er all útlendingaumræða á Íslandi bara rasismi og er þetta út af því að við erum og hann sagði ég held ekki, ég held að fólk sé að sjá augljóslega að það er að vera hraðabreytingar á samfélaginu, fólk hefur aðgengi að nauðsynjum sem að kannski allir hafa ekki eins og húsnæði og öðru og fólk segir, heyrðu, ég er búin að vera að borga skatta hérna þrátt fyrir það ég sé að leigumarkað, ég get ekki komast inn á húsnæðarmarkaðinn, lífið mitt er frekar erfitt, mamma er veik, etc. Og hann sagði þetta er bara mjög eðlilegar áhyggjur og ég meina, þú veist, út af því að við tölum bara velferðarmál út af því ég vinni með fötluðum. Velferðarmál snúast ekki peninga, það snúast aðgengi að mannafla og öðru nauðsynjum eins og húsnæði. Þannig að þegar fólk er alltaf að tala það að það vantir bara meira fjármagn, nei, það vantar mannafla sem þarf að sinna þessu. Og þá komum við inn á þetta sko að bara eins og við erum að horfa á eldri borgara sem eru pirraðir yfir þessum málum og ég hugsa með þeim bara eðlilega. Þeir eru með einhverja táningstöðrur og fólk sem skilur lélega ensku og enga íslensku að sinna þjónustu þeirra og hittir barnabarnið sitt einu sinni í mánuði. Ég skil alveg að þessi umgjörð sé eitthvað galinn. Það er mjög skrítið að fólk sem bjó alls ekki við þá velmeðum sem við erum hérna í dag en þurfti aftur á móti að sinna allir þeirri vinnu og vinna alla þá vinnu sem þurfti að inna hendi áður en við komast á þann stað sem við erum í dag þar sem getur verið á boost.com að sinna öllum okkar hérna innstu hvötum. Og sinna okkur. Já, og sinna okkur og syndu okkur og allt þetta og þá skil ég alveg
að þú ert allt í einu búin að borga þína skatta bara skilyrðislaust, þú ert búin að vera að sinna öllu þínu, náttúrulega mikið, ég meina, ég var að horfa myndband daginn hvernig þeir voru að setja upp hérna raflagnir á sinni tíma, það var engir öryggishaska, það var bara fokkit og hérna þetta strekt og svo bara næsti staur og þú veist, bara algjörlega galnar aðstæður og þá veldur maður fyrir sér sko, er þetta ekki alltaf skrítið, af hverju eru táningsstelpur niður í 16 ára að sinna þessari vinnu? Ég veit ekki hvort þessi 16, en allavega mjög ung stelpa sem ég er að þjálfa, ég man ekki hvað hann gömul, er að vinna, 16 ára, hún 16 ára, að sinna eldra fólki, sem að þarf nauðsynlega að hjálpa að halda át og því að það er erfitt að lifa sínu lífi, þú veist, líkamlegir annmarkar og annað og tala nú ekki þú veist, fólk sem að þarf aðstoð við það að gera sínu nauðsynjar. Þú veist, hvernig getur þetta samt haldið hann, eða þá fólk sem að talar enga íslensku og ég meina þetta margir Íslendingar á þessum aldri tala enga ensku. Virkar á mann sem skammsýni líka. Ég ætla bara að segja ykkur eftir 5 mínútur þá förum við í kommentin. Skammsýni af svona, þú veist, hálfu fólksins í landinu líka. Það er eins og það gerir ekkert ráð fyrir að það veri gamalt fólk. Langar þig að vera í þessari stöðu? Douglas Murray punkturinn, sko, hann segir að, og ég meina að það ég man ekki hver sagði þetta, hann sagði, það var einhver í Þýskalandi sem sagði mitt að við vildum vinnuafla en við fengum fólk, sko. Við eigum að gera ráð fyrir að þetta sé fólk, við eigum að gera ráð fyrir því að þeir sem að koma sé ekki bara einhverjar skamtíma breytur sem að verði í okkar samfélagi og svo mun áframhald samfélagsins verða nákvæmlega eins og við vildum sko. Ég man eftir, það var kona sem var í viðtali á þér sem heitir Jóvana, er ekki frá Serbíu, hún er Bosníu Jasmina Serinat. Okay. Og hérna hún var að tala sko að fólk frá Miðausturlöndum þurfti að vera í kannski svona cirka 10 ár á sósalnum og ég var pæla sko, þú veist, ok, kemur einhver kona eða, þú veist, 24 ára frá Palestínu eða whatever, skilur, svo er hún bara á bótum í 10 ár og þú veist bara að chilla og svo fer hún út á vinnumarkaðinn eftir þann tíma, þú veist, þetta er svo galin hugsun bara, já, ok, hvað ertu búin að gera, ég er bara búin að vera í 10 ára að jafna mig, skilur, þú veist, hver er það er greinilega engi, hún er eitthvað sérfræðingur í þessu málum eða ekki, hún allavega að tjá þessu þannig og þetta er bara alveg legit það sem henni finnst það góð hugmynd. Af hverju get ég farið til Spánar með alla mína fjölskyldu? Og eftir ár þá erum við, þú veist, við erum í vinnu, við erum í skóla, þú veist, eða námi, búin að vera námi og annað. Akkur er öll fjölskyldan, þú veist, allt hann á spænsku, skilur við. Akkur getur við þetta? Eru við, þú veist, ekki eru þið klár. Nei, það er alveg reynu. Þannig ég rakaði mitt líka augunni þetta þegar Jasmína sagði þetta og ég sagði Þið eru að reyna aðlast og það er punktur. Já, líka bara, þú veist, ég meina, sko, ég hef náttúrulega að tala mikið fyrir því, núna ætla með ESB mikið til umræðu og ég er einmitt múin að með hérna skattaefirlit mismunandi ríkja sem ég hérna að lesa fyrir ykkur. Nei, ég er búin að lúslesa. En ok, það er alltaf að tala en þetta er angi sem er í þessar umræðu sem er alltaf, sko, ég bara treysti þjóðinni. Ég bara vil spyrja þjóðina. Og ég, skilur, raka með dögunni þetta og ég sagði við Jasmínu, þú veist, við getum ekki fara að reka, ég held að þjóðin myndi ekki samþykja það að við séum að reka hérna meðferðarheimili fyrir fólk sem er að koma hingað. Þú veist, ef við viljum hjálpa fólki að þá erum við samt, þú veist, það er ákveðnum annmörkum háð. Og þá velti ég fyrir mér, af hverju er ekki þjóðin spurð útlendingamál? Þið vita hvað svari er því. Já, en þá verðum við að sætta okkur við það, ef við búum í lýðræðisríki og þá getum við ekki verið að tala um einhverja sáttmála í Evrópu. En af hverju eru allar þjóðir sem að eiga ekkert annað sameiginlegt gríðarlega samtaka akkurat þessa stefnu? Er einhver fyrir ofan okkar ráðamenn að tói spott einhverstaðar? Nú veit menn sem hafa beitt sér fyrir hlutum sem að hafa verið í partí hjá félaga mínum sem er vel inn í þessum málum sem að eru bara enga veginn á þessari línu en kjósa með þessari línu. Ef mikið af fólki er með bara pælingar eins og hún var að nefna þarna sem er að sinna þessum útlendingamálum á Íslandi, þá eru við bara í miklu verri málum heldur en okkur dettur. Mér finnst bara skrítið að þetta hafi ekki vakið meira athygli. Og hver þetta er ekki innflyndar á? Gjörsamlega galið, og bara mest af því sem sagði var bara galið og þetta er allt bara eitthvað tilfinningarök. Þetta er bara keyrt áfram af eitthvað tilfinningabulli. Og það sem þetta er basically, við erum bara að reka samfélagi á því að það er eitthvað kona grenjandi, skilur, og við ætlum bara að gera það sem hún vill að við gerum af því hún er fucking grenjandi, þó það make engar fucking sense. Og við ætlum bara að reka samfélagi þannig. Og svo finnst fólki skrítið að sé alltaf fara í skítið þetta. Nei, það er að því að við erum að láta einhverja kettlingar á miðjum aldri á breytingaskeiðinu fucking fílustjórna okkur ofan í fucking hafið.
það bara það sem í fucking gangi, einhverjum sem konur segja, já, bara við erum bara haldinni hérna og ekki bara henni, heldur, sko, við erum fjölskyldusameiningu, það hún og 17 frænkur hennar, þær verður bara að vera í 10 ár á sósíalum hérna og þið fucking borgið fyrir það og ef þið segið eitthvað við því, þá eru þið bara fucking rasistar og við bara geta skít, skilur, og svo finnst fólki skrítið að menn séu ósáttur, bara, já, það bakslæði umræðin, bara, já, af hverju ætli það sé? Það er eftir þið fokkuðuð upp, skilur. Hann sett þetta aðeins öðru sér fram heldur en Sverrir svona í opinberri umræðu og þeir byrti tölfræði einmitt þetta sem að sýndi fram á það var ekki sem sagt, þú veist, það bara borgaði sig ekki, þú veist, þetta atriði og þetta kemur niður á samfélaginu og það var ekki langtíma áhrif. Ég ætla bara að setja smá pásu því að hérna við lofuðum að því að við náðum ekki að komast yfir all kommenti síðast sem ekkert smá lúxus vandamál. Virkir í athugasendum. Það er okkar við erum með mjög skemmtileg fólk sem eru virkir í athugasendum og það er komið það mikið ég verð bara að fara að pása þetta til þess að hérna ég ætla alltaf að vera með hálftíma fresti en svo stundu bara komist við ekki yfir neitt annað því að tjattið er svo gott en uppnefndur hérna í byrjun tjastins. Hvað var ég kallað? Konutipi. Já, konutipi. Ég vil að það festist. Ég ætla að útskýra hérna fyrir einu sem segir engi með bjór. Sko, málið ég handvaldi mennina hérna í þennan þátt og það drekkur hvorugur af þessum gaurum. Núna ég með 4 daga gamalt barn upp á Landspítala, þannig að ég ekki að drekka núna en ég lofa því að bæta upp fyrir edru þætti í næsta þætti og verð hauslaus. Ég hugsa ég geti lofað því bara. Það verður haldið þáttur í Amsterdam, það sem allt bara off rails. En ég með bara nokkra daga gamalt barn og upp á Landspítala. Það bara strax og vóktur kom heim. Men ég held mér edru líka. Herðu, ok, við ætlum bara að byrja hérna. Breaking Bad, Todd Alquist og Breaking Bad sem Þórarinn túlkaði náði alveg Todd úr Breaking Bad. Hver var það? Það verður að segja að þetta alveg svo Todd úr Breaking Bad sem einn af nasistunum. Já, ég fattar það, þetta góð, þetta helt skemmtilegt. Ég var að horfa á þess að ég man ekki hvað það var. Todd, tala með Dead Eyes. Já, hann með dauðu augun. Já, ég líkur honum? Nei, en svona, Já, sem að Ryan Gosling lék. Já. Það er einhver kallaði hann Temu Matt Damon sem lék hann. Já, hann var svolítið líkur Matt Damon. En sko, já. Ég líkur honum. Ég sagði nei, en ég get fyrir hvað hann meinar. Það sjá hvernig það lítur út. Já. Hann enda frekar líkur Brad Pitt líka, þannig að Ryan Gosling, svona blanda Ryan Gosling og Brad Pitt. Hérna kemur áhugaverð spurning. Hann mjög heppinn að vera líkur. Hér kemur áhugaverð spurning, drengir. Hvað finnst ykkur svona lífstíls hugmyndafræði sem á oft heima á sikkurum ásnum í pólitík, til dæmis nofap, vegan, carnivore, jóka, bætiefni, köldböð, bíllaus lífstíl? Það ekki að byrja að leyfa gestunum að velja eitt af þessu og segja álitstu þetta? Já, sko, ég ætla bara til að taka þetta svona heilt yfir, út af því að þetta er mjög áhugavert. Ég held nefnilega, sko, þegar Sverrir, þú hefur anstalað svona kristna menningu og þannig og ég held að, sko, ég hef svo lítið hallast að því að vera eins og Douglas Murray, svona atheist Christian, en aftur á móti þá ég alin upp af Christopher Hitchens, vil ég segja, út af því að hann náttúrulega hefur haft það mikil áhrif á mitt líf og hvernig ég hugsa og hann var náttúrulega svona frægasti trúleysingi frá svona upphafi. En ég held að við séum, sko, út af því að ég var mjög harður í þessari afstöðu, Frosti Logason deilir svolítið þessu svona lífslaup, eða svona hugmyndalífslaupi, eins og ég ekki reyndar aftur orðin kristinn en aftur á móti, sko. Frost ekki svona aðeins að hallast í að vera kristinn? Já, hann er bara, hann var alveg bara. Já, svo er Ian Hirschi líka orðin kristinn, þetta er orðin svolítið áhugavert. Ég held að það sé, sko, ákveðnir annmarkar í þeirri hugmynd sem Christopher Hitchens bar fram sem að snýra því að við séum einhvern veginn ekki leitandi og ef við einhvern veginn bara svona erum svolítið sem anything goes, við veitum ekkert hvað er að gerast, við veitum ekkert hver tilgangurinn að segja öllu við hefum bara að njóta þess að vera einhvern veginn á boost.com og vera Sushi Social og drekka Cosmopolitan og þetta dót. Sjálfshyggjan. Já, er ekki kannski að svona fylla í eitthvað hól. Hún er dauði. Hún er svolítið fljótur að tapast. Já, ég hallast að þeirri hugmynd þrátt verið það að ég sé ekki búin að skrifa upp á fleira heldur en það. Og ég held að þetta út af við erum að tala svona ákveðin svona cult vibes á hennum ýmsu sviðum, kakóserimóníur og svona lifa í náttúrun og þetta dót. Ég held að það sé bara út af því að við erum að einhverja leiti bara miklu meira leitandi heldur en við gerum grein fyrir. Ég held að sko interneti hafi gert það að verkum að við séum svona leitandi í ákveðin svona sameiginlegan vettvang þar sem að til dæmis félags svona samheldni á svona ýmsum sviðum eins og kirkjan og annað
sé eitthvað sem að við kannski rifum úr sambandi án þess að gera okkur grein fyrir því hvað myndi komið til stað 100% og bara þekktustu heimspekingar allra tíma hafa talað þetta, þú veist, Nietzsche og Jung og þú veist, Peterson, hann án og ábyggilega eftir að fara niður sem þekktur heimspekingur og svo leiðis. Já, ég held að það sé engin spurning. Og hérna, þú veist, þessar hugmyndar með að finna sér tilgang. Ég held að okkar samfélag bjóði ekkit upp og neitt rosalega svona merkilegan tilgang, sko. Ég einmitt að fóra á ráðstefnu Jordan Peterson í London núna, hvað var í febrúar, þar sem að einmitt Konstantin Kissin og James Lindsay, ég hitti James Lindsay sem að skrifa hérna critical hvað cynical theories, þar sem hann var svona svolítið að fjalla hérna feminisma og annað. Þar voru einmitt að spjalla nákvæmlega þetta, sko, hann var einmitt, við vorum svona að tala að við værum einhvern veginn svo rosalega tilbúin til þess að gangast við einhverju svona sem að við myndum telja að vera dellu, sem að var kannski miklu formgerðara í svona hefðbundum gildum. Og þar alvegandi kannski líka búið að kvarnast upp úr innan félagsvísindana, ég meina Getur ekki dæmi, þú veist. Já, bara þú veist eins og bara kynjafræðin innan félagsvísindana. Það var ekkert alltaf viðurkennt og ég veit að það eru mjög margir félagsvísindamenn sem eru svona ákveðið efins það að hversum svona háan stall kynjafræðin hefur tekið í almennum umræðum og sérstaklega undir formerkjum mjög óvísindalega vinnubragða án þess þó, þú veist, það svolítið svona eins og ég geri... Þú bara hatar konur og þú ósamál. Með fótinn á hálsinum á öðrum fræðigrein. Já, þetta er bara eins og ég ger ástandsskoðun á húsnæðinu mínu og hann segir að það sé mikla í grunninum og ég segi nei. Og ég bara segi nei og ég held bara áfram að byggja. Og þetta er svolítið vandinn og ástæðan fyrir því að ég seti samhengi við þessi köld, sko, að eftir því sem að við einhvern veginn leyfum okkur að vera meira samdauna þessu, þá held ég að við höfum orðið miklu meira svona samdauna svona, ég veit ekki hvað ég á að segja, bara svona dellu og að fólk einhvern veginn getur sagt við okkur bara hérna allir þú ert vond manneskja eða þér finnst þetta ekki, þú ert vond manneskja eða þú ert ekki tilbúin í að gangast við þessu og þá verðum við einhvern veginn bara svona, já það er ekkert mál og við höfum engan svona grunna svona ákveðnu prinsipleys. Já, og ég held að þetta sé svona sama meiði þegar allir fólk einhvern veginn gengst við ekki, ekki að segja karnivór sé einhver algjör. Ég reyndar alveg frábæra samlíkingu í gær frá góðum félagum mínum einmitt þetta prinsipleysi og var að tala þú veist, þessi mörk, að því að það verið að tala þú veist, landamærin, það mörk, þú veist, það verið að tala girðingamilli granna, þú veist, það ákveðin mörk og svo hefur þú ákveðin mörk og ég hef ákveðin mörk og whatever. Og ákveður byggja þessi mörk sem við setjum öðrum, þú veist, það byggja ákveðin gildum. Og þú er búin að vera að tala þú veist, að vera að brjóta þessi gildi niður, þú veist, þú þarf líka að hafa ákveðið sjálfsöryggi og ákveðið hugrekki til þess að standa fastur á þínu, það er verið að tippa það niður, að vera að tippa það af og ef þú ímyndar að þetta sé einhvers konar kúla og það séu stóðir sem að halda henni, þú veist, á réttu stað, að þá eru stóðirnar sko gildin og prinsipin sem við byggjum á og þess vegna kúlan byrjuð að afmyndast og smá saman bara, þú veist, brotnar og niður og við vitum ekki hvað mörkin eru og þú veist, og það finnst mér, já. Einn risastór þátt, nei, sorry, ég ætla ekki að gripa, ég var bara... Nei, þú veist, góðu lagi. Sko, Dead White Man, reynsluspeki sem að þú varst núna aðeins að nefna. Reynsluspeki er eitthvað sem að við höfum nýtt okkur til þess að taka betri ákvarðanir í kjölfarið. Dead White Man er eitthvað orðatiltæki sem hefur verið notað til þess einhvern veginn að taka niður mikið af þeim gildum og svona viðmiðum og svona gildum og viðmiðum vestræns samfélags og ég tala nú bara hreint út og það hefur einhvern veginn verið bara svona álitið alltaf læg út af því að hann var, þú veist, þetta voru hvítir, dauðir karlar, þetta voru karlar, sem að voru einhvern veginn og þetta nær svo rosalega mikið að fullkomnanna ring sem ég var að reyna að skapa í sambandi við þessi svona að við erum meira tilbúin til þess að gangast við einhverju svona kannski dellu hugmyndafræði er nákvæmlega þetta, þú veist, við fórum einhvern veginn að segja, þú veist, já, Dead White Man er kannski bara allt í lagi að vera orðatiltæki sem við notum í fræðilegu samhengi og þú veist, og svo bara einhvern veginn höldum við áfram í þessu, bara þú veist, já, nei, það er hérna svo augljóst hatur sem að liggur þarna bak við svo mörg hugtök sem eru þarna og bara fordómar eins og feðraveldið, þú veist, þetta er bara svona bara samsæriskenning. Þetta er bara samsæriskenning, sko. Feðraveldið er bara samsæriskenning. Þetta er bara svona lás í samsæriskenning. Þú farið á fundi á feðraveldinu? Já, ég er alltaf hefur eitthvað ekki verið búið. Nei, ég meina, það væri búið að bjóða mér ef það væri til, sko. Þetta kemur líka bara inn á punktinn sem við vorum að tala um með kynin. Það sem er annað ótrúlega áhugavert og ég setur þetta nákvæmlega gott samhengi. Þetta er mjög gott dæmi þetta að mínum mati. Er að, sko, ok, hvað eru mörg kyn? 2. Ok, segjum svo að þessi ekki 2.
þau eru eitthvað mörg þau eru bara eitthvað mörg það er það sem okkur er sagt þú farið í rauninni ákveða tölu þá erum við í rauninni með spurningu sem við erum ekki með svari við en það er eitt rangt svar það er 2 og það er 2 af hverju getur við verið með spurningu sem að þú ert ekki það er ekki sens og sett með spurningu nei, svara við þessar spurningu og ég segi þá, já, er þetta þá ekki opin spurning en við vitum samt að það er ekki 2 En svo líka En við erum komnir út fyrir efnið. Já, en svo líka eru allir eins en þú þarfst að fara í aðgerð til þess að breyta og þú veist, það er alls konar svona þetta er bara allt mótsararkennt Vitið hvað er svo En taktu aðra spurning Við ætlum að Sverrir, ertu með þetta, hann var spurt til dæmis NoFap, vegan, carnivore, yoga, bætefni, kölböl, bílausan lífstíl. Ertu með einhvern svona bara... Ég er alltaf að lifa bílausan lífstíl, sko. Já, og hérna líkar það vel, sko. Mistur þú prófið? Já, ég misti prófið. Ég vissi og hérna, ég fæði aftur í mars og hérna 1. mars þá kem ég hingað keyrandi. Þú hagaðir Ef ég haga mér og hérna, nei, ég seldi bara bílun í hjóla. Já. Það er svona mest úr karakter dæmi sem ég gerir, sko. Ég hjóla til og frá vinnu og allt, sko. Finnst þér þetta haft góð áhrif? Það er spandex Já, ég er spandex. Já, ég er bara mjög fín áhrif, bara. Þannig að ert þú með einhver markmið í lífinu fyrir utan að pumpa 150 bekka? Nei, þú veist, bara halda áfram að reyna að hérna, ganga með Guði og bara, þú veist. Hjóla? Já, og bara taka, þú veist, halda áfram að taka afstöðu með sannleikanum sama hvað einhver segir og hérna, já, bara sjá hvað gerist, sko. Hefur þú eitthvað sem er minnst á þarna, Helgi? Þú veist, ég fari í jóga og þú veist, NoFap Vitu nú af hverju þú ferð þangað? Þú veist, já. Hann er kynlífsvíkill. Ég hef ekki ennst lengi, en hérna, ég reyndi þetta og sko, carnivore, já, þú veist, ég var að keppa í vaxtarrækt og þú veist, búin að vera í alls konar íþróttum og ég myndi að boksa líka mikið. Já. Og hérna, ég veit það ekki, bara whatever floats your boat, sko, ef þú fílar carnivore diet eða fílar jóga, þú veist, gerðu bara eitthvað til þess að hreyfa þig, róalt að hreyfa sig ekki og þú getur farið í fjallgöngur, þú getur farið að boksa, þú getur farið í bardaíþróttir, þú getur farið í fimleika, mér er alveg sama hvað þú gerir, ég myndi mæla með, þú myndi finna þér eitthvað við hæfi sem að þú fílar, þú veist, það eru margar leiðir á toppinn, þú veist, það er ekki bara hérna ein leið, þú veist, veldu bara þína, ég held að það sé svolítið bara spurning það, og ég held að líka með eins og mataræði, carnivore hendar ekki öllum, sumir getur farið eitthvað aðra típa mataræði, þetta er bara það sama sem svona þjálfari, þá myndi ég nú bara segja að þú þarf svolítið að finna það sem að virka fyrir þig og þú veist, eitthvað sem að þú endist í. Carnivore hefur virkað gríðalega vel fyrir mig, ég hef testað það og hérna Þú þarft að endast í. Já, ég var út á Spáni sem að þá var það bara alltaf, það var bara lund og hérna spælt egg, hátíðismat, borðaði reyndar ekki morgumat, vegna þess að bara ég er mjög erfitt með að borða morgumat. Maður verður samt heldur þreyttur á sig til Já, ekki. Áfram kolvetni. Ég elska að vita alltaf hvað ég er að fara að borða. Bara, þú veist, svona algjörlega, þú veist, rútínudæmi hentar mér hrikalega vel. Ef ég á að fara að taka ákvarðanir, þú veist, bara að, þú veist, ég geimi þetta á morgun. Þá er ég bara Thanks for proving my point. Já. Þetta er bara, þú veist, akkurat svona. Já. En NoFap, ég veit að Sverrir gæti ekki yfka það allavega ekki eftir að hann byrjaði að vera hægri aukamaður því að mér skilst að bara þotningi á honum tillingurinn. Það er einslega. Gjössalega var ekki látið friði. En hérna, ég veit að ég testaði þetta í það át á skoðunni? 2 mánuði. Ég fengi bara nokkuð góð viðbrögð frá stelpum, sko. Bara alveg merkilega gott, sko. Þetta er rosalega mikið svona föðuleysar stelpur. Já, ég er alltaf, það hefur svona alltaf verið þannig, sko, að laðast af mér eitthvað, það er eitthvað brotin bakgrunn. Ég testaði þetta NoFap dæmi í alveg 2 mánuði og ég get sko sagt ég tók eftir aukinni orku, sko, það er sko bara ekki hendin, sko. Það virkar. Ég fann fyrir aukinni orku, sko. Lífefnafræðingurinn í mér finnst sko að það er komað því að hérna, þetta er einhver dópamín. Alveg svakalega, sem er basically bara, þú veist, drive. Þannig að hérna, það gerir það. En þú veist, þú getur líka orðið alveg brjálæður í skapinu. Það er eitt í þessu sem að ég, til dæmis, ég hef rætt við nokkuð marga og ég meira sem með það, sko, ég er búin að koma nokkrum saman sem að followa mig á Instagram og meira segja ein ung stúlka frá Filipseyjum sem að hérna hafði samband við mig, því hún var að fara að byrja að deyta einhvern gæja og vissi ekkert. Ég skrifaði hvert einasta skilabóð fyrir hana í 2 vikur til gaursins. Þau voru að gifta sig daginn. Já. En ég ráðlegg mönnum sem er að fara á date. Þú varst alltaf að skrifa skilabóð fyrir hann í 2 vikur með þetta í huga.
að gifta sig? Nei, ég meina, Nei, þú lítur nei, að vera að nei, reyna að vera nei. sjálf. Ég er Já, ég skal skrifa fyrir. Ég er að koma að punktinum að Ég er til í að gera helst 2 vikur, sko. ég er að koma svolítið að punktinum með það að ég hef aðeins verið svona með að spurða hvernig ég bera mig fyrir date og eitthvað svona. Ég er ráðleg öllum gæjum sem fara á date, rungaðir áður að fara á date. Þá ertu bara að horfa á hvað þú ert graður. Bara leið og ert ekki að leita beint eftir því, þá sérðu alltaf að hlið á. Ég held að Aristoteles hafi sagt það. og Nei, ég er að Plató djóka. kenndi honum Þetta virkar ekki neitt og svona langt gengna kynlífsfíkla eins og mig sko, það skiptir engum máli sko. Það er þar í lífinu að þú veist að maður hefur verið að pælja að gera eitthvað og svo hefur maður kipt í hann endur skoða það og komst þær í niðurst að það var líklega ekki góð hugmynd. Ég sá bara mynd af hvernig samfélagi væri ef að post-nut clarity væri bara stöðugt ástand okkar og það, við getum alveg verið vissum og það er bara mikill sannleikur, það væri fljúgandi bílar og svona. En hér kemur Björn Fannar Björnsson segir samsærið var að þetta viðtal hjá Rúf með Snorra var til að hita undir þáttinn hattur við erum búin að ræða einmitt. Hérna segir einn heldi niður er einhver með moppu, já, sendu bara heimilisfangi, við látum senda moppu til þín. Þú átt inni hjá þessari frá Philips sem hann alltaf? Já, hún bauð mér í brúköpu og allt saman, Já, þú getur látið hann að moppa. Samkynniðir náður réttarbótum einmitt vegna tjáningafrelsisins, frábær punktur. Vona að sé ekki margir sommeliers á Íslandi, vill ekki fleira fólk frá sommelíu. Það séu hann, þetta er góð. Hvað mistur af þetta? Það er Bjarki Ólafur Hugason. Já, blessaðu Bjarki. Eldur segir barátta samkynneira og sérréttinda barátta transfólk eru ólík fyrirbæri. Ísland þarf billjón sommelier, Snorri þetta gót, hélt svo að þeir drikki ekki áfengi, er að tala um okkur að. Það er bara þeir tveir hérna, eins og segi, ég er bara undantekninga tilfelli verandi með glænýtt barn. Herðu, hér er mitt safe space, segir Einar Ágústsson, já, hér eru við bara með algjörlega örugt rými, þannig að Ægir er ekki að koma og ógna öllum hérna. Já. Veit hann hvað stúdíó það er? Ægir? Já. Nei, það er eina ástæðan held ég fyrir, ég sé ekki bara að fá hann í viðtal, hann er alltaf að biðja það. Hann er líka alltaf að beða mig um það. Já, það? Já, ég held að hann gangi ekki alveg Svo sendur hann mér skilabóð og kalla mig öllum íllu nöfnum. Þetta er mjög abusive. Er það myndbandið sem þú sendir, er það sami maðurinn hérna? Það var að brenna hann einhvern fána? Nei, það var annar já. maður. Nei, þessi er með þessi, ég held að sé með þessar samkynniður. Já, ég held það. En hann allavega sko, já, hann hérna Það er Ægir. Já, mér skilst það. Við erum í miklu ofbeldi sambandi, hann beitir mér miklu ofbeldi. Hann er andlegu, hann er alltaf bara haldið með sleftið mér sko. Við skulum sjá, stór spurning til Tóta, trúir hann á rasista? Hann hefur sagt að hann vilji ekki fá klapp eða like frá þeim, hljómar dálítið eins og Lippi. Við verðum nú að gefa Að trúa á, minnst þú þessi sérstakt, hvernig hann, já. Já, Þú vilt ekki fá like frá mér? ertu rasiti? Nei. Nei, ég menna sko, ég veit ekki. Ég veit ekki maður. rasisti. Þetta rasista hugtak hefur verið svolítið yfirfært yfir á svolítið aðeins víðara mengi heldur en ég til að raunverulega sé fyrir hendi. Ég til að þeir sem hafa áhyggjur á útlendingamálum séu ekki rasistar. Þannig að þetta er ekkert vont fólk. Nei, akkurat, við ætlum að taka þetta. Já. Ég reynda bara ónæðinar stimpil. Ég bara, þú veist, já, ég er bara rasist, mér er alveg sama. Því að ef maður sleppir því bara að ræða þetta og fyrir bara, ok, ég er bara rasist, ég er bara að ræða þetta. Í staðin fyrir að við festast í einhverju rökræðum við eitthvað fólk hvort að ég sé eitthvað að sé ekki. Mér er alveg sama hvað ég er í augum þessar fólk, skilur. Það má halda ég sé hvað sem er. Það má halda ég sé rasisti, fasisti, kvenhattir eitthvað. Ég ætla bara að ræða málin og ég læt þetta lið ekki trappa mig í umræðu það hvort ég sé Nei, ég er sammálaðir þar. Ég frekar bara Ég er sammálaðir þarna. Segir bara, já, ég er þetta Já. allt saman, sko. Ég er bara, ekki bara þetta, ég er bara verri. En ég held Ég er að þess að þú ert sammála að koma inn á er svolítið annað, sko. Já, ég myndi fara... Orðið hefur breyst. Ég meina, sko, ok, raunverulega rasistar sem eru, mér finnst það bara að vera hiski, sko. Þú veist, þeir sem eru eitthvað alltaf að tala um það, hérna, að Íslandi er að vera hvítt og eitthvað þannig, skilurðu, ég bara tel að það sé ekki farsælt, en aftur á móti þá tel ég eins og þú Sverrir ert að nefna að þú veist, ónæðan stimpil, já, ok, ég meira svona að gefa bara þumal, ég meina ég er líka kallað rasisti af fullt af fólki sem að telur hérna að ég sé eitthvað Einhverja nærri þér? Nei, og ég gera það ekki, sko. Nei. Og þess vegna eins og þú varst að tala um bardaíþróttuna áðan, ég held að það sé mjög hollt fyrir þá og ég hvet þá sem að er að hlusta að þeim hérna kynna sér og prófa bardaíþróttir því að það hækkar svolítið þröskuldin, ekki bara á því hvernig þú getur varið, heldur líka bara hvernig þú berð þig og það er miklu auðveldara að vera tilbúin til þess að takast á við erfiðar aðstæður ef þú ert með hærri þröskuld eins og það þegar fólk er að drullefið og meðal annars að kalla þér rasista
þegar þú veist þú ert það ekki. Frábært fyrir úthald sko. Já, frábært fyrir úthald og frábært á mjög marga vegu, en ég aftur á móti sko, já, ég hef sagt þetta að ég Rastafari tönumur og það er alveg rétt sko, ég náttúrulega bara ég á marga vini sem eru svartir og ég náttúrulega kenni ungum drengjum frá vísvegar ára heiminum og ég er bara að reyna að gera það að mönnum og ég reyna að gera það að þannig einstaklingum að samfélagi stór græða þeim. Það er ekki þar með sagt að það sé ekki menningarleg áhrif og þær spurningar sem að því snýr sem við þurfum ekki að svara. Það er bara barnalegt að segja já, eða strax svo einhver kemur frá Mið-Austurlöndum og þá sjálfkrafa hann einhvern veginn bara alveg eins og allir Íslendingar og sé bara einhvern veginn að leita að öllu því sama á Íslendingar. Svo þetta er bara della. Er það ekki líka rasíst í eðli sínu að segja að þeir verði að breytast og láta af þessari menningu sínu þá, og það er líka það sem að Libbarnir segja, þeir koma og þeir inngildast og þá láta þeir af hverju svona gott að þeir láta af menningunni sinni. Já, það er góða fundur. Þetta er rasismi Mér langar eiginlega að fara aðeins lengra með bara orðið rasismi því að þú veist að það hefur með reis að gera, þetta var kallað einu svona kynþáttahatur á Íslandi og þá á íslensku og þá hataruð einhvern á grundvelli kynþáttarans og ekki hvaðan hann kom, ekki hvaða skoðan, trúabröð eða menningu, heldur raunin bara hvernig hann var á litin eða hvaða kynþætti hann tilheyri. Shout out á white guilt. Og þú veist, við erum að tala í dag þýðir þetta orðið eitthvað allt annað og í rauninni þú veist segjum að þú prejudice plus power þetta er svo galin hugtök sko. Já, veist, ég þekki það ekki Munið ekki eftir þessu, þegar það var alltaf verið að ræða um rasisma að þá var ekki hægt að vera rasismi gagnvart hvítu fólki út af því að rasismi væri sjálfkrafa hvítt fólk að hata það er aðferðafræði kynjafræðirnar að það er að ákveða hluti fyrirfram en ekki út frá mælingum þannig að þú veist að þau eru alltaf fasti þess vegna er það í rauninni eðlisinu trúabrögð en ekki vísindis. Ég meina líka bara sko ef maður hefur ferðast Asíu og maður hefur ferðast til Indlands þú kynnist ekkit rasisma öðru sem að fara til þessara landa. Það er bara þannig. Já, ég meina, þú veist, og það vita þetta allir. En það er samt sem áður einhvern veginn í þessu svona white guilt, bara hvíti maðurum var svo eini sem var með þræla og þú veist, við erum bara með einhverjum svona algjörlega galna. Þetta er sögufölsun og sama með Afríku, ég meina hverju flesti þrælar í heiminum í dag. Afríku 6 milljónir, fleiri heldur voru í Bandaríkjunum, Norður-Ameríku þegar mest var. Miðausturlöndum, mjög mikið í Miðausturlöndum. Já, þú veist, það er engin toppar Afríku, þú kemur Norður Kórea kannski eftir og svo, þú veist, Ég meina, Miðausturlöndum var þetta ekki afnumið fyrir 100 árum eftir að var afnumið í Bandaríkjunum. Strákar, mér finnst þetta er dróksta galið, sko, hvernig einhvern veginn sem umræður hefur verið, en aðlavarandi, sko, rasisman, þetta fer eftir hvað skilninglegju við þetta og ef að þú vilt hafa, ég veit ekki, samfélagið einsleitt með tillitið til kynþáttar, það þarf ekki að vera að því að það endurspegli hatur en það getur verið út af því. Ég er persónulega ekki þeirra skoðunar svo þurfa að vera sko. Nei, en þetta snýr líka þeirra umræðis. Og tek undir líka með þetta því ég bjó í Svíþjóð og átti þá aðra kærustu dökka kærustu á þeim tíma og bjó í svona, þú veist, colored household. Það er eitt sem er það voru miklu grófari gegn innflytjendastefnunni heldur en hinir. Strákar, það er eitt sem við þurfum að pæla í og þú varst að tala um með það power prejudice dæmi þú getur ekki verið rasískur gagvart hvítri mannesku og hatursorðaður lög taka mið af þessu og þetta er í rauninni lög sem að vinna gegn okkur og svo erum við komið með þessa lagasetningu í gildi á Íslandi og svo verðum við sem Íslandingar orðin minnihlautahópur í einu landi. Hvernig fer það? Hugsið þetta scenario þegar við sem Íslandingar erum komin í minnihlautahóp og við erum með lagasetningu sem að vinnur bara gegn okkur, sem hefur bara neikvæð áhrif gagvart okkur og jákvæð á alla hina hópana, varðandi tjáningarfrelsi, þetta er galin staða og við erum á leiðinni þangað. Ég gerði að mínu mati nokkuð góða tölulega greininga á þessu út af því að ég kann að meðhandla gögn út af því ég er með meistaragráðu og þar alveg endi betur en allir sem eru ómenntaðir. Í kynjafræði. Nei, en ég er að djóka. En aftur á móti þá ger ég tölulega greiningu einmitt með hjálp gerfugrindar og setti á svið ákveð. Það er ekki góð ég að reikna samt, veist það? Nei, þú veist, hún getur samt metið tölulega gögn á svona einhverju forsendum. En og þar var ég að setja inn forsendur á því hvenær Ísland yrði í minnihluta. Og ef við rekum sömu stefnu næstu 10 árin að þá, þú getur verið að leika þér með einhverja demografíu breytur og einhverjar mismunandi breytur og hvernig þú svona metur mengið út frá því svona hvernig það er en svona íhaldsamasta greiningin eru, þú veist, í hæsta lagi 22 ár
Já, íhaldsamasta greining. Það íhaldsamasta greining. Svona greiningi sem að ég tel að sé allavega líklega með að við senustu 10 ár, að þá það eftir 10 ár. Þetta það svo sérstakt við þetta svolítið svona eins og með önnur umræðum sem við erum búin að tala að sko raunveruleikinn það óþægilegur að það óþægilegt að tala það. Já, þetta spurning tilverurétt. Ég var einmitt að skrifa Þetta spurning tilverurétt, þetta raunveruleg spurning tilverurétt. Ég var að skrifa grein þetta sem ég á eftir að birta sem að þú veist að þá fór ég einmitt að skoða þessi tölur og þetta alveg svona sjokkerandi og líka bara tölurna með Evrópu og fæðingatíðnina og síðan verið að flytja inn fólk á móti því að sko fæðingatíðnin að droppa og þetta ekki bara evrópskt fyrirbrigði. Kínverjar eru núna komin í fertility rate upp á 1,2 en það svo mikið verið að það komin í 1. Er ekki 1,2? Nei, það komin í 1. Komin í 1, þannig að getur verið. Þú veist, Suður Kórea var komin í 0,75 eða eitthvað, þú veist ekki bara alveg fáránlega. Það var orðið eitthvað kikk þar samt, sko. Þetta maður sem að leiðrétta með tölur. Já. Komin í 1. 2023. Já, ég meina, sko, líka, og þar þeir með, sko, því að það alltaf talað svona ákveðna kínverska ógn og eitthvað. Ég enda til að þeir munu láta til skara skriða í hérna Tævan eftir skemmri tíma heldur að gera mjög grein fyrir. Ég múið að spá því líka. Já, en ég held að ástæðan sé líka bara svo að þeir eru í rosalegum vandræðum og það var náttúrulega gerð töluleg greining. Það var hérna maður sem heitir Peter Sagan sem hérna skrifaði bókina The End of the World is Just a Beginning. Þar sem hann einmitt fjallar rannsóknir sem hafa verið gerðar við Shanghai skóla sem að kínverski kommunistaflokkurinn með skilst hafi samt sem áður reynt að einhvern veginn fela sem einmitt bendir á það að Kína fer úr 1400 milljónum niður í 600 milljónir fyrir árið 2100 og það út af því að það eru náttúrulega eins og allar eðlilega tölfræðigreiningar hérna gera að þá eru þeir náttúrulega meta sko íhaldsamasta og svona hvað var að segja svona hröðustu breytingarnar eru jafnvel að gera ráð fyrir því að það kringum 2060 þannig að sko Kína í svakalegum vandræðum og þeir eru náttúrulega þar akkurat sko sem segja að það sé ástæðan fyrir því að þeir séu svona mikið í robotvæðingunni. Suður Kórea, jafnvel vestsett sko ég var reyndar að rugla saman með Japan, það 1,2 bara svo það sé satt en já, Suður Kórea komið undir 1 alveg vel undir 1 sko veist, þannig að þetta alveg svona offjölgun þegar við vorum ég var í skóla, veist, ég veit ekki hvað þú gammal sko en það var það alltaf aðal vandamálið það virðist eiginlega vera meira population collapse sem að vera vandamálið þannig að hérna, en eins og segir þetta náttúrulega, já en þú veist en þetta að skipta út þjóð og ef enginn ætlar að adressa þetta vandamáli ef enginn ætlar að reyna að auka fæðingabarna eða fæðingatíðni þú veist það enginn að fara að reyna að auka það þú skiptir út þjóðinni og þú ert með stefnu sem basically genocide. Strákar, ef þið haldið að yfirvöld sem eru búin að skapa hana vanda og eru bara að vinna gegn þjóðinni séu að fara allt í einu bara að skipta skoðun og hætta það ekki þannig, við erum í vandræðum sem ekki hægt að kjósa okkur út úr það bara Jú, ég svo bjartsýn strákar sko. Ég held að sé hægt að bjarga þessu ég ekki sem að hægt að kjósa úr þessu og það verður að búa til aðstæður þannig að það verður ekki hægt að kjósa þessu úr þessu Sko, ég skal gefa þér það að það mjög sérkennilegt hvað stjórnmálamenn og ég þekki mikið af þessu fólki og þetta ágæti vinir mínir sumir hvað þeir eru ótrúlega lengi að gera sig grein fyrir breyttri pólitískri eftirspurn. Það næstum því bara skrítið að fylgjast með við sáum það bara núna í þessum málum með Snorra Másson rosalega mikið af fulltrúum stjórnarflokkana og annara sem bara einhvern veginn eru tilbúin til þess að bara algjörlega fara upp á afturlappinar, gera sér enga grein fyrir því hvað áhrif þetta hefur. Þetta rosalega skrítið. Hvar voru hægri mennirni? Þetta var bara Snorri og svo tveir aðrir og allir hinn eru bara aumingjar. Þetta eru bara aumingjar sem þú ekki að fara í baráttuna sem sjá bara Snorra vera að tala fyrir hugsun sem þeir ef til vill trúa fokking á en þeir bara þú ekki að fara þeir svo hrættið þess að fokking feministi eitraðir. Ég ekki verið með eitthvað í rými, ég far. Nei, mér að sjáðu Einar Þorsteinsson, skilur, mér ógeðslega flottur gæja á yfirborðinu og svona. Hvert hann að fara að sækja fylgi með því að fara þá, ætlar hann að fara í Pírata og Vinstri Græna? Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei staðið verð, en býtu, við erum að tala um að í útlendingamálum það meirihluti þjóðarinnar sem sammála þessu. Við erum að tala í búningsklegamálum að meirihluti þjóðarinnar sammála þessu ekki satt. Við erum að tala að núna heimstefnan þannig að karlmennin eða þeir sem hafa einhvern tíma verið karlmenn mega ekki keppa með konum allan á ólympíuleikunum með annars. Þú veist, það búið að taka þá stefnu og það virðist vera svona konsensus það.
Ég veit ekki, þú veist, ég geti kannski hjálpað mér, þú veist, það einhverju fleiri punktar, en Já. mér finnst bara einhvern veginn, ef þú tekur skoðanakönnun, eða byrtir skoðanakannanir, að þá gefa þetta kynna að það sé meiri hluta stuðningu fyrir þessu. Skoðanakönnun Bylgjunnar- Samt eins og þú segir, allir pólitíkusar að tala einhvern veginn gegn þessu og láta eins og að raunveruleikin sé einhvern veginn allt annar en hann og við erum að horfa til Evrópu. Skoðanakönnun Bylgjunnar var yfirgnæfandi Snorra í hag, by the way. Í alvörni. Já, Bylgjunnar. Þú veist, Ég- það rosalegt sko. já, og En spurning svo hvort það horfum við Þýskaland, Frakkland, alveg sama hvaða land þú tekur, þú veist, hægri flokkarnir eru meira og minna alltaf að vera stærri og stærri og stærri. Já, og ég meina, og eins og ég segi, sko, ég held að Kristrún sé aftur á móti búin að gera sig grein fyrir þessari eftirspurn. Já, hún farin út úr þessu. Já, hún ég hef ekki síðan að tjá sig þetta mál sem mjög skynsalegt að henni. Þetta náttúrulega búið að vera ótrúlega skrítið, en ástæðan fyrir því ég mun langar að tala aðeins í samhengi við sem sagt fæðingatíðni. Þetta því að Heiðar Guðjónsson félagi minn hefur einmitt bent á þetta sko, þegar Xi Jinping tekur við að þá það bara fyrsta sem hann gerir að afnema þessa one child policy. En það sem svolítið áhugavert að sko huga að, og ég held að Íslendingar sem að hvað við 1,5, 1,53 erum við 1,6, þó það að Ég er svona en svo ég negli hennar punkt sko að hann bendir á það, Heiðar Guðjónsson, sem að mér veist ótrúlega áhugavert, Xi Jinping, ég man ekki nú alveg nákvæmlega hvenær hann tekur við, það eru komin einhver ár síðan, en ekkert breytist. Þannig að sko þetta vandamál, það er rauninni sama hversu fljótt við grípum inn, við erum að fara að vinda af svo gríðarlega miklu öðru til þess að takast á þennan vanda. Og eftir því sem að það er sama eins og með menntamálin, bara þú veist, við erum bara einhvern veginn ekki að kenna fólki að lesa, skrifa og reikna og okkur finnst það bara alltaf leið. Og með hverjum deginum sem að líður, ég held að séu kannski svona örugglega allavega 1,5 til 2 dagar sem að bætast ofan á til þess að vinda ofan á því. Því lengur sem við erum að bregðast við, því lengur mun taka vindast ofan á þessu. Og það er að sama og Kína í saman þess að fæðingatíðni. Já, þeir taka og breyta þegar hann kemur til valda, eins Það og þú skiptir segir. engu máli. Nei, og svo 2015 þá hækkar hann upp í 3 börn. Það skiptir ekki máli heldur. Nei. Það er ótrúlega áhugavert að hugsa út í það. Við verðum að búa til aðstæður fyrir barnafólk. Það er rosastórt. Algjörlega, ég Og held það. hækkandi Ég held það, menningastig já. hefur alltaf Ég held að við stór þurfum að áhrif á búa til, fæðingartíðni. ég held að við erum að horfa aftur til áratugana, þetta baby boomers áratugur, hvað var í gangi þá? Þú veist, það var, Fórum ekki ennur stríð. já, millistriðsárin, en þú veist, þá voru pólisjur til þess að auka, kannski að því að þú veist, menn eins og Hitler ætluði stríð, en það virkaði enga síður. Hann tók fæðingatíðni var komin í svipað í Íslandi í dag, hún er 1,6 og ég tekka á því og þá var eina hugmyndunum þeir lánuðu fólki peninga sem að giftu sig og þeir fengu sem að vera 10 milljónir íslenskar og fyrir hvert barn að það var fellt niður 25% sem sagt af láninu. Þannig að þú fékkst svona head start og á nokkrum árum fór fæðingatíðnin upp í 2,5. Þú veist, ég er ekki að segja að þessi maður sé aðdáun að vera öllu leiti en þú veist, þetta var alltaf aðferð sem maður notar og Viktor Orbán hefur notað líka umhverfandi með svipuðum hætti. Ef þú ert með eignast 3 börn og borgar ekki lengur skatt. Akkurat, þú veist, það er hægt að gera svona, þú veist, það er hægt Snorri Másson hefur talað að við þurfum að gera eitthvað svona róttækt sko. Hann er líka nazisti náttúrulega. Hann er mjög eitræður. Ásmundur Einar vill bara fá fleiri þriðja heims konga. Ásmundur Einar Ég er alveg sammála þessu, þú veist, að þetta er alveg. Ásmundur mætti líka heim til körfuboltastelpunar og hafði mjög falleg orð hana. Ég er búin að heyra upptökuna því, það er mjög áhugavert. Hefur þú heyrt hana? Ég hef heyrt þarna, já. Já, hún er helvíti falleg. Hann getur reynt að selja þessa sögu einhverjum öðrum. Honum til varnar þá er hann náttúrulega ofdrykkjumaður og getur vel verið Hann var mjög viðkvæmum hann var Vol ekki hvað edrumenn setur sig alltaf á háanstað. Alveg. Ég er með spurningu frá Ægi. Hann er búin að setja fram nokkrar spurningar. Hann er með eina sem er legit hérna. Ægir spyr, finnst ykkur í lagi að transfólk og transbörn séu að lenda í meira ofbeldi, foreldrar sem tala að það sé ráðist á transbörnin þeirra með ofbeldi? Finnst ykkur það í lagi? Auðvitað finnst ykkur það í lagi. Svona tilfinningarkúgun, ég læt ekki bjóða mig svona tilfinningarkúgun. Ég vil bara taka fram að ég er bara móti ofbeldi bara yfir höfuð og þá sérstaklega gagnvart börnum. Og ég held hins vegar að við þurfum líka að líta þannig á, ok, við vorum að tala hvernig við ætlum að nálgast þessi viðfangsefni og snemma í þættinu vorum við að ræða það.
skoðum rannsóknir ef við skoða rannsóknir, ef við að fara í gender Þetta dysmorphia er bara svo mikið bull. Nei, Þið verið bara ekki segja hvað eitthvað finnst og þá myndu ekki, þá væri enginn að búið þessi krakka. Þetta er bara kjafta, þetta er bara tilfinningaleg kúgun til þess að fá menn til þess að láta af eigin sannfæringu hluti. Mér langar samt bara að koma hérna með hard data úr, þú veist, þekktustu rannsóknir sem hafa verið gerðar í þessum málum, þú veist, og það er til með gender dysphoria. Það voru börn sem hafa voru tekin á aldurinn 7 til 8 ára pluss mínus einhver ár sem hafðu upplifað að þau varu annað kyni heldur væri. Og á þeim tíma það var nálgast þannig að þú veist, þú kemur til mín og þú segist þér að stelpa og ég sannfærið að þú sést strákur. 88% af þeim sem töldu sér vera öðru kyni en þau voru, að þau létu að þessari hegðun og sjálfsvíðstíðni jókst ekki og þetta bara lagaðist. 12% af þessum hópi var hins vegar persistent og ef að þessi hópur fór yfir kynþroskaskeið að þá yfirleitt var þetta ekki fara að breytast og ok, þú ferði yfir kynþroskaskeið og þetta er þín ástæða þá, já, flott, þá kannski bara full ástæða til þess að þú farir í kynleiðréttingu. Það er bara mín ástæða af því að mér finnst vísindin bara benda til þess og ég vil bara... Þetta er ekki svarið þessari spurningu. Jú, ég á eftir að koma að því, þú veist. Málið er að þegar þú tekur síðan foreldra, hvað eru foreldrar að passa upp á? Þeir eru að passa upp á börnin sína, það ekki? Þannig að þeir hafa ákveðna gagnrýni á það sé bara tekið gender affirming, já þetta er í lagi, þetta er í lagi. Er það ekki endilega undir einhverju kringumstæðum ofbeldi gagnvart börnunum ef að þau tilheyra þessum 88% hópi? Alveg 100%. Já, þannig að ég held að það sé ágætis svar á móti, auðvitað eru á móti ofbeldi gegn börnum, en það getur líka komið fram í sko fleiri umbúðum heldur en bara þessari. Og ég held að okkar stefna og okkar markmið sé að reyna að takmarka ofbeldi, auka veljan allra hópa og reyna að díla við hvert og eitt case eins rétt og hægt er og til þess þarf að vera svona umræða sem byggir á vísindalegum gögnum. Við erum líka með stóra rannsókn frá Svíþjóð sem bendir til þess að þeir sem fóru í gegnum kynleiðréttingarferlið að þeir sjálfsvíðstíðni að minnka það ekki en það er önnur rannsókn sem var gerð í Amsterdam sem vegur gegn þessu og segir að þeim hafi liðið betur og svo framvegis, en vandamáli bara við þá rannsókn, þessum voru 55 sem að fóru í gegnum þetta ferli, var það að þeir útilokuðu 80% af þýðinu sem þau byrjuðu með og þetta þýði var svolítið sérstakt vegna þess að þeir tóku út alla sem voru með aðra geðraskanir, þeir tóku út alla sem voru með einhverfu, mildið þessi vír og autism, þeir tóku út alla helstu þættina sem eru áhættu þættir fyrir og myndir vera með sjálfskaða. Þannig að þetta er rosalega fegruð mynd og þetta er svona rannsóknin sem er yfirleitt vitna í. Nú, þú veist, hvað segir maður, þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona sérstakt kappsmál fyrir mér þú veist, að öðru leiti í því að fólki líði bara vel og það sé bara díla við það með þessum fallegustum bestum hætti og réttast í hverju tilfelli við sig, en að halda því fram að það er alltaf, eins og hún segir í Kastljósi, að þú veist, að styðja við hvað áttu við. Það er nýbúið að koma upp hneykslismál í akademíunni helsta sérfræðing bandaríkjamanni í þessum málum. Hún gerði rannsókn sem kostaði 1200 milljónir cirka íslenska króna með þúsundum sem að voru og ég man ekki hvað hún heitir. Það er mjög auðvelt að finna bara hneyksli vegna þess að hún reyndi að fela niðurstöðunar. Eina ástæðan fyrir henni tókst það ekki var vegna þess að það voru svo margir sem að unna að þessu meðinni og þegar hún á endanum var búin að reyna að forðast að birta niðurstöðunar úr þessari rannsókn eftir einhver ár þá bara var fólk sem að lauma þessu í fjölmiðla. Það var skilaði því að börn og úlingar sem fengu þessar meðferðir og hormóna svoleiðis, það batnaði ekki hjá þeim. Þetta er einmitt ástæðan fyrir því að félagsvísindin hafa beðið svo mikla hnekki og líka sko ég til að sem að Trump er að gera eitthvað háskólum í Bandaríkjunum sé mjög vont og að það sé einmitt út af því að það er mikið af svona bulli sem hefur verið að gerast og þar að leiðandi er meiri eftirspurn, pólitísk eftirspurn sem ég held að hann hafi betur svona puttan á púlsunum með heldur en flestar hann. Þetta var hins vegar best að ræða kvöldsins að mínum að sem að þú varst að fara með hérna rétt núna og mér finnst nákvæmlega sko út af því að sko mikró má ég klára þetta því að sko við erum að hugsa út frá mikró-makró. Við erum í rauninni að eiga makró-samræður það hvernig stefna í transmálum eiga að vera. Þú kemur hérna með bara tölfræðileg gögn það hvernig eðli þessara mála er. Ég er bara að fara að mæti hérna þátt, ég þarf að vita hvað ég er að tala. Já, algjörlega. En það sem er svo áhugavert við þetta er að þetta náði að kjarna nákvæmlega. Þú veist að þegar við erum að tala spurningin sem að Ægir spyr er mikróspurning. Við erum að tala þetta í makrósamhengi og ég held að það þurfa að aðgreina þess að þættu svolítið mikið út af því að ég held að hérna sé alveg rétt sko út af því að ég reyni að gera hérna drengja
með mönnum í hnefaleikum og ég passa upp á það að ef ég heyra að þeir séu að gera sér eitthvað af sér, þú veist, ég bara með oft erfiða drengi, drengirnir eru erfiðar heldur stúlkunar í þessum efnum og ef ég heyra að það sé eitthvað svona varhugavert sem þeir eru að gera, á tekið á teppið og við tökumst á við það. Auðvitað á ekkert hyski að vera að gelta á einhver einstaklinga fyrir að vera eitthvað öðruvísu og við höfum ekki, sérstaklega með ofbeldi að þá áttu bara ekki vera drasl sem að beita ofbeldi, þú áttu sjálfsögðu að verja þig og kunna verja það að mínumati en aftur á móti þá áttu ekki vera að beita ofbeldi og ástæðan fyrir því að þessi ræða var svo góð þetta hún náði ótrúlega vel utan nákvæmlega þessa aðgreiningu sem ég er að fjalla hérna. Við þurfum að geta átt samræður það hvað við erum að tala við þurfum að geta átt samræður félagslega þætti, búningsherbyggi, fangelsismál, íþróttamál, við þurfum að geta átt einhverja samræður lífeðlisfræðileg mál sem ég náttúrulega kannast ekki neitt við og þú þekkir mjög vel. Við þurfum að geta átt þessar samræður en það einhvern veginn að fara yfirfæri það og það var einmitt það sem ég var að nefna á henni í byrjun. Af hverju þá ekki meiri eftirspurn eftir því að koma þarna þátt og ræða þessi mál ef að málstaðurinn svona góður undir formerkjum þessa makrósamhengis út af því að það eru allir sammála að þetta mikrósamhengi þegar við erum að tala einhverja skítala úlinga sem að gelta á krakka með leita hára eitthvað þannig að sjálfsögðu á þetta lið ekki að vera að haga sér eins og fíbl. Ég er enda stundum stríði fólki og kalla fjólubláa skálaklippingar en ástæðan fyrir því ég geri það er að sama fólk ofta að kalla mig hvítan kallmann þannig mér finnst alltaf lægja þegar hann minn kynþáttur er notað og getur notað þinn hárlit en það er svo sem besides the point. Punkturinn minn er sá að mikro- og makrósamhengið er ótrúlega mikilvægt þessi menn út af því að sjálfsögðu eigum við að vera löðrunga einhverja fávita sem eru að haga sér eins og fíblu táninga sem eru að fara í gegnum eitthvað erfitt. Hins vegar það þarf að eiga samræður það nákvæmlega hvað við erum að tala og það þarf ekkert að vera flókið, það þarf ekkert að vera erfitt þú getur komið með þessa tölfræði og ef að hún er svona heilalaus, ef að Helgi er svona heimskur ef að Sverrir er svo mikið lögumar endilega leiðrétti mig og ég skal taka til endurskoðunar og við getum farið yfir þetta aftur ekki bá og það er sem er sérstaklega áhugavert við þennan vettvang sem er búin að vera skapað hérna út af því að það er aðgengi að þessu ef að einhver feministi eða einhver að þessum einstaklingum myndi koma og segja, herru Nonni, ég ætla að fá að koma með hérna þátt og ég vil ekki hafa Sverri, þú myndir bara segja já og hérna ekki Helga eða ekki þig já, en þið fattir hvað ég meina þú hafi reynt það, Nonni hafi ekki bug ástæðan fyrir ég nefni skilur að bara hafa ekki þig eða eitthvað, ég held að sko alveg sammyndu hvaða formerkjum það verið gert, þá voru til að koma til móts við þessu hópa, en af hverju er þá ekki áhugi til þess að ræða þetta? Áhuga leysi til að ræða þetta það sem er áhuga þú veist, með 2-2 eða eitthvað þannig sko, veistu hvað ég meina þú pottið gagnrýndur fyrir að koma hérna og ég sé hérna hliðina þér sko ég held að hún sé alveg 100% sko sama og einu manni getur verið ég meina eftir þátti með honum Guðjóni þá hérna Guðjón kom því til systur sinna Alessandru Brím ég bauði henni þáttinn og bara og hún útilokaði ekki að koma hún bara hugsaði þetta lengi það ekki að gera það núna en útilokaði ekki að koma í framtíð Alessandra er mjög fín ég er sammála því já bara, þú veist, ég tek bara hattinn ofan fyrir henni að setja okkur ekki, þú veist, í einhverja skotgröfi í eitthvað mengi að henda okkur til hliðar sko, kannski erum við skotgröfum, það er kannski alltaf læg líka að vera ég er í skotgröfunum sko já, ég meina, þú veist, ok Christopher Hitchens sem að Olmu, hann sagði bara, þú veist, politics is conflict by definition já þú veist, það er, þú veist, pólitík það væri engin pólitík nema að væri ágreiningur en að einhverjum ástæðum þá höfum við svona tilfinningu gert ágreining og við höfum gert hana, þú veist, að einhverju sem að er svolítið hugmyndum okkar já, við giftum þú veist að tala hérna á hann, þú veist, hvað þarf til þess að þú getur að þú breytir skoðun þú veist, hugmyndiðin er ekki þú getur breytt hugmynd en ef þú ætlar ekki að breyta hana þá ertu fáiði skilurðu ef hún er vitlaus ég ætla aðeins að halda áfram með hérna kommentinu vákvæðu svörum ægi velma hver var spurningin? Ég er nefnilega ég vil fá að svara þessu líka hver er spurningin aftur? Hún er varðandi af því ég heldur sé varðandi það finnst ykkur í lagi að transfólk og transbörn sé að lendi í meira ofbeldi foreldrar sem tala það sé verið að ráðast á transbörnir þeirra með ofbeldi finnst mér í lagi? Nei en þessi málflutningur sér í gangi það að það sé út af mönnum eins og okkur sem eru bara að tala út frá eigin sannfæringur og málið er að þau láta eins og þeirra hamingja byggist á því að það séu einhvern veginn allir sammála þeirra heimsum það er bara bull, ég bara kaupið ekki og mér finnst þetta er bara svona tilfinningaleg kúun til þess að halda mönnum frá því að tala út frá eigin sannfæringu og ég hafna því það er ekkert fleira síðan einn í kommentunum segir þegju þær svo segir einn afstöðulausir ég segi meira afstöðulausir aumingjar safna saman í hópa og fylgja klíkunni sama hvert hún fer jafnvel fama þvernýpi til síns eigin spana rétt ok, ef maður sefur hjá öðrum kalli en segist þér að gagginniður er það ofbeldi að kalla hann homma
ég meina, er ekki 500 kall eða? Já, ég hef nú haldið það. Í þessi vaksta umhverfi. Já, ekki með skatti. Hver á spurning, ég náðu þess ekki. Ef einhver sefur hjá kallmanni er það hommi. Já, segist þér að gagginur, er það ofbeldi að kalla hann homma? Ég menn, kannski fíla. Það er bara aldrei, jafnvel þó að ég myndi ekki sofa hjá kallmanni, þá mætti kalla mig homma, sko. Það er hommalegt að gera það alltaf, finnst mér. Það er, sko, kannski fíla hann það ekki. Er það ekki? Það er pínu hommalegt. En ég meina, hugsið ykkur líka bara samhengi sem við erum að tala um, því að, ok, ég veit að þessi mannski eru örugglega ekki að meina þannig, en við erum samt alveg á svona einkennilegum staði í samöndu tjáningafrelsi, og því þetta er alveg svona, má ég segja þetta, er í lagi að segja þetta? Já, er svolítið, ég tók eftir því þegar ég var að skoða þessar hluti eins og sexual orientation, kynhneigðir og svoleiðis, að flestir skilgreinir sem með þeim hætti, ef að þeir eru samkynhneigðir, að það er að þeir felli hug til annara af sama kynni. Það er ekki endilega, þú veist, það er alveg þekkt að þeim samkynhneigðir kallmenn eru með sko jafnvel 25% rekkjunauta sinna sem konur. Þannig að þú veist, það er ekki það sem skilgreina, heldur þeir vera frekar ástfangnir á öðrum kallmenn. Já, mér finnst þetta við áttu nú þessar samræður einsinni Helgi áttu þessar samræður einsinni með og ég átti þessar samræður líka einsinni við eld þegar við vorum að ræða það og honum finnst allt sko kvenlegt vera svo þú veist bara óaðlaðandi og þú veist og til dæmis konur, margar konur sem að eru þú veist kannski bi-curious það er laðast að rosalega svona butch lesbíum sérst ekki kvenlegum konum heldur bara svona einhverjum trukkalessum sko og þú veist, ef þú eru spurður bara núna Sverrir, hvort myndirðu frekar þú veist, sofa hjá Þórhildi Sunnu eða Patrik Hæmi bara svona sem dæmi hvort myndirðu, þú verður að svara Máta ekki velja bæði Það var eiginlega best sko Loksins kominir í það umræðumni sem ég kom til þess að ræða Sko þetta er erfiðasta spurning sem ég fengið sko Það vil nefnilega bæði sko Já, ég myndi taka bæði sko Bæði í einu sko Því að ég og Helgi rættum þetta og við vorum einmitt að ræða sko þú veist, það er alveg, þú veist ert að laðast að kynfærunum eða er eitthvað bara geðveikt, kvenlegt eða kallmannlegt sem þið finnst bara svona hræðilegt. Það er að reyna að rifja upp þessar samræður sko. Við vorum í testlunni þinni á leiðinni á Selfoss. Mér fannst svo ótrúlega ákvörð á þann að vera svo eini sem að mætti með viski en ég er svo þakkláttur fyrir það núna sko. Ég væri hérna með bjór undir eðlilegum kringustæðum. Já, þetta tekur alltaf svona klukkutíma að pikka upp sko þá svona veist skiptir einhver máli, já, býttu þú ert í óáfengum sér hérna. Já, eins og ég segi, ég er bara með 4 daga gamalt barn á Landspítalanum. Það er aldrei að vita, þú veist, maður fóði sér einhvern tíðan drikk hérna. Ég kem með gin einhvern tíðan fljótlega fyrir þig og við kannski sleppum Sverri, en ég hef hafnað gestum vegna þess að þeir drekki ekki áfengi, sko, sem er kannski hræsnið að því að akkurat núna erum við ekki að drekka. Ég spurði Tóta hvort hann drikki bjór áður en í bauðum, sko. Ég samt ánægður með hann bara drekkur ekki piss og mætti bara með viski. Já, alveg maður. Ég reyndar, hérna, þú verður alveg að smakka þetta, sko. Ég geri það. Þú getur ekki drukkið neitt, já, bara endilega. Þú drekkur ekki annað viski eftir þetta, sko. Geggjað, sko. Þetta er nefnilega írindis. Shit. Þú veist, það allt minna heldur en nýfætt barn væri að fara að fá mig núna til að klára flöskuna. Þetta er gott. Þetta er mjög smúð, sko. Svaðalegt. Herðu, stingur svona aðeins sko Artemis Nó segir fjölmiðlar Íslands upplýsa ekki þjóðina eldra fólk trúir því ennþá að Bretland sé ennþá fín þjóð er þið sammála þessu? Já J.D. Vance vildi nú meina að þeir eru kannski fyrsta íslamista ríki sem að myndi eiga kjarnavopn Á Pakistan ekki fyndið sko þegar að sagði það hann Ógeðslega fyndið Mér fannst reyndar svo ræða vera verulega áhugaverð og það sem var líka kannski áhugavert við hana er að hún náði ákveðinni fótfestu í fjölmiðlum hér á landi en slagkraftur hennar hefur verið minni út af því að sko það sem er áhugavert við það kannski er þetta því að það voru rosalega mikið af sannleikskornum, það er ekkert allir sem að fíla hrynjanda og talsmáta J.D. Vance en aftur á móti þá kom hann þarna með ótrúlega mikið af svona almenn út af því að þegar maður er að hlusta út af því við ætlum að fara að tala um hérna reikningaskil hérna Evrópusambandið sem svo eftir hérna það er allir alveg pissi já ég meina ég kom að gera bara hvar er Evrópusambandsumræðan en hérna það sem var áhugavert við þetta var að sko almennt séð þá er talað um
svona GDP og það er talað svona velferðarspending og fjármagn til velferðar og svona ákveðin og svona þjóðhags umræður. Almennt séð, þegar við erum að tala svona einhverja svona fulltrúa sem eru á en almennsviði. J.D. Vance mætti þarna og húðskammaði Evrópusambandið fyrir svona almenna þætti sem að fólk miklu meira að velta fyrir sér. Eins og bara útlendingamál, menningamál, tjáningaprelsi. Setti þau í svona pínu komist form. Já, og ég var bara svona, vá, maður hefur ekki séð hérna kjörna fulltrúa oft tala með þessum hætti. En það var ótrúlega áhugavert því að af hverju ættu stjórnmálamenn ekki að vera að tala til svona áhyggja, svona, já, til þeirra áhyggja, þeirra svona, til sem helst liggur fólki svona, já, veldur fólki vöku, sko. Hann tók Bretana svolítið fyrir. Það vakir fyrir fólki, segja. Já, þú veist, hann tók Bretana. Mér stóð við liðan á Trump og sagði við erum sko með free speech. Já, veist, maður er náttúrulega bara, þú veist, ég veit ekki hvað maður er orðað vant þegar það kemur að Bretlandi orðið, sko, maður bara veit ekki hvað Við verðum að laupa þetta vegna þess að við verðum að halda okkur við uppáhaldið okkar sem er kommentakerfið. Hér segir einn, ég er gender fluid man-bear-pig, vendi mig fyrir eldi, já, við reynum. Við erum eldi á. Gerum það besta. Eldur, látt hann í friði. Ég er búin að tilnefna Ægi til orðunefndar forseta Íslands með spammi sínu og sósíalistaspjallinu. Já, sagði þessi vel þar. Bjargaði lýðræðinu. Hann hefur eitt síns liðs dreigið þá síðu niður í maltöl áfengisprósett fylg. Hann hefur nú fengið reyndar hjálp við það, sko, en hann hefur vissulega lagt það sem er alltaf að finna við að hann var stungin í bakið, hann í rauninni háði þessa baráttu og ég meina, það var einhver sem sagði að Karlíðin og hérna aðrir höfðu verið að svona halda úti þeirra baráttu gegn Gunnar Smára og tekið flokkinn. Ægir, sko, í rauninni sprengdi þá umræðu svolítið upp og svo þegar að Við erum bara með alveg sósíalista hérna fylgist með þetta. Hann er sósíalista spjallið veist. Hann er líklega með hæsta postkanti á sósíalista. Hann var sá sem að gerði og sprengdi þetta svolítið upp og var einhvern veginn að spamma sósíalista spjallið og sem að olli því að ég veit ekki segja að það hafi verið ástæðan fyrir yfirtöku flokksins en hann átti allavega að sinn skerfa því. En svo þegar það var yfirtöku að búin þá var ekki pláss fyrir hann. Nei, þetta er svo sósíalist. Hann var Trotski. Þetta er samt eðli byltingarna, sko, þú veist. Ægir var búin að vera að berjast fyrir þeim með sko kjafti og klóm leið og komist inn fyrir dyrnar, þá var hann sparkað út. Ef þeir hefðu verið í öðruvísi samfélagi, þá hefðu farið með hann bak við hús og skotið hann. Það var áhugavert það sem að KGB-gæinn saði hérna, hvað heit hann hérna, Bresen, heitir hann það ekki, sem að... Brezhnev. Hann flúði til Kanada eftir að hann var að vinna fyrir KGB og svona áróðust gæi, sko. Já, ok. Og hann, hérna... Hann lýsir basically því að svona hugmyndafræði eins og feminismi, svona öfgafeminismi og Júri Besmanov, ertu að tala um hann? Já, getur verið, já, jú. Skal finna myndað hann. Já, jú, hérna, þetta er svona 80s viðtal, þú veist, og hann er að fara yfir, sko, hvernig þið breyta þjóðum og tekur svona marga áratugi, þú veist, og maður skal skemmt þessu. Þetta er maðurinn. Já, Júri Besmanov, já. Já, ég man ekki þessi rústisku. Hann er með frábærar hérna einræður með Sovjetríkin. Og þú veist, og málið það, ég var að hlusta á þetta núna bara aftur daginn, ég sá þetta fyrst 2015 og svo leiðis, og þá var maður bara, þú veist, við erum ekki bara búin að fara ekki skrefin, heldur við erum búin að lúpa þau. Þú veist, það er sem að maður átti ekki vona á. En hvað ég ætlaði að segja með, hérna, já, nú er ég búin að gleyma það, sko, ég, hérna, ómikið ADHD. En já, nei, það er farið. Ok. Herðu, á meðan börnin okkar er ekki látin í friði í skólanum, þá hefur við ekki að láta þetta transöfgalið í friði. Ok, þú veist, þetta er alveg góða punktur. Hann er að meina þá 78 á svona og það eitthvað samtök og Akureyri foreldrasamtök eru búin að kæra. Ég er ekki sammála þessu, sko. En ég aftur á móti til að foreldrar eigi hafa aðkomu að því út af því að sko umboðskeðja hérna þessa skólakerfis og menntakerfis í heild er algjörlega brostin og það er undir formerkjum þess að við sko eigum í rauninni ekki alveg börnin okkar lengur út af því að menntastofnanir eiga börnin. Menntastofnanir eru með betri hugmyndur það hvað eiga að vera haft fyrir börnunum okkar og sko svo hugmyndafræði hefðaleg gengið ef að PISA-kannir væri ekki svona ógeðslega lélegar, stanslaust og verri. Og ég held að sko þetta er svolítið komið út frá því að hérna fólk hafi áhyggjur að mynda þessu transumræðu og hérna að sé ákveðin smit áhrif transmála og ég held að það sé alveg fyrir hendi.
Ég held til dæmis þetta eitthvað sem að hérna Bill Maher sagði hérna fyrir ekki svo löngu, hann sagði hérna að samfélagsbreytingar varðaði til dæmis eins og transmál væri eitthvað sem að mætti alveg spyrja Þannig að ég ekki alveg sammála spurningun að við erum alveg hérna, heyrðu, þið megi ekki tala hérna, en aftur á móti þá þarf sú hérna umræða að vera háð undir formerkjum þeirrar umboðskeðju sem að foreldrar að láta börn að hendi til skólakerfisins og greiða fyrir það. Þar af leiðandi á að vera mjög víð umræða það hvað þar fer fram. Og það þýðir ekki að segja hérna stilla bara upp sérfræðingastimpli, bara ég er búin að vera eyða rosalega mikið að lesa einhverja bækur sem að staðfesta mína skoðun á þessu. Nei, þú þarft að bara geta farið eins og gaggarinn þína ræðu hérna áðan. Og smitáhrif transmála held ég bara eitthvað sem að gefið og þú varst að tala myndina What is a Woman, þar sem að einn sem að starfar í þessum málum viðurkenndi að það væru bersýnilega smitáhrif varðaði transmálin. Og það kannski kann að þykja óþægilegt. Það tölfræði líka sem bætt við. Nú voru ég að skoða sjálfsvístíðni hérna hjá Hagstofu og við erum að sjá að hópar sem hafa aldrei, í áratugi verið að fyrirfæra sér. Við erum að sjá aukna sjálfsvístíðni hjá þeim eins og stelpur undir ákveðnum aldri og svoleiðis. Og maður veldi fyrir sér, og ég er ekki að segja það sé þannig, en maður náttúrulega spyr sig af hverju núna, af hverju frá því 2015 hefur þetta verið að aukast þegar að þessi tíðni var bara literally 0 á undan. Það er áhugavert. Við erum alltaf læstu allir inni í 2 ár. Og gáðu þeim síma. Að bara gefa táningum síma svo heilalust. Það getur alveg haft áhrif. Það hafði bara gríðarlega áhrif. Já, ég veit ekki hvað að valda þessu. Ég get ekki einangrað frá. Nei, ég er að tala bara eina breytur sem möguleik. Já, það eru margar breytur. En bottom line, að þú getur samt sem áður séð að þetta eru samfélagsmið. Það er alveg augljóst, ég meina, og það er alltaf að fjölga, það er ekki svolítið sérstakt. En þetta kjarnar líka ótrúlega mikið það sem við vorum að ræða áðan í sambandi við transmálin að ef að það væri opinská umræða, þá, já, við kannski erum hrætt við niðurstöður þeirrar umræðu og ég get alveg trúið að bara báðir hópar séu pínunu hrættir við niðurstöðu og opinar umræðu. En aftur á móti, ef að hún er háð undir þessu formerkjum eins og við erum búin að sjá undanfarið, þá að sjálfsögðu mun ekki vera traust. Og þess vegna skilja þetta komment mjög vel. Sérstaklega eftir vendingar undanfarna daga. Á ég að treysta þessu fólki meira? Það gengur ekki, strákar. Það gengur ekki að eina fólkið sem má ræða þessi mál og sé samtökun 78 og fólki þeirra. Það er bara þeirra stemming að það bara þagga niður hver einustu rödd sem ekki bara official samtökun 78 röddin og það er bara galið. Þetta er akkurat það sem ég ætlaði að fara að segja. Þú tækir ekki aðeila frá Westboro Baptist Church til að kenna kristinfræði skólum. Þú tækir ekki, einhvern frá ISIS til að kenna Íslam. Og ekki bara það. Þess vegna tekur ekki hardcore aktivista, setur á henni í skóla og ætlast til að þessi aðili eigi vitrænar umræður þessi mál við börn. Og ekki bara það, heldur öllum öðrum, heldur en þeim sem í þessari kirkju og standa fyrir kirkjustarfinu bannað að tjá sig guðfræðina sem verið að kenna. Út frá social contagion, þessi svona félagshrifum, þar sem að kannski fleiri verða fyrir hugmyndafræðinni en annars hefðu orðið. Og við erum að tala börn hérna í þessu samhengi. Við erum samkvæmt rannsóknum að þá eru sjálfsvístíðni hjá þeim sem eru trans 30-60-50% samkvæmt sumum rannsóknum. Það er rosalega há tíðni. Rosalega hátala. Þess vegna er það ekkert léttvægt fyrir foreldrum. Þegar einhver ætlar að segja, við ætlum að kynna hérna hugmyndafræði, ef að barnið grípur hana, þá er það jafnvel í stór hættu. Mér finnst þetta alveg eitthvað svona sem að þú þarft að virða við foreldra barna, að það megi hafa áhyggjur af þessu og megi hafa skoðun á því og það er þá hægt að ræða eins og vorum að gera áðan undir, þessari tölfræði hvernig prótókolli, hvernig ætlum við að nálgast þetta? Má upplýsa fólk það? Má hafa það með í umræðinni? Mega foreldrar fá að hafa áhyggjur af því að börnin þeirra fyrirfæri sér? Erum við komið svo langt þar að líf barna kemur foreldrum rosalega kurteist þarna vegna þess að þarna er ég sem faðir. Ég er að reyna að vera kurteist. Já, ég veit það, en ég ætla að taka hinn pólinn á þetta og ég ætla að segja, ef að þú telur þig hafa meiri rétt til að segja undir hverju barnið mitt á að sitja heldur en ég, þá getur þú hoppað upp í gönnina. Strákar, að ég segja ykkur eitt Nei, býttu, ég skal bara segja It's on. Nei, ok, hérna það er þannig
að ef að barn í skólanum segist vera eitthvað trans með eitthvað kynama hvað sem þetta heitir, tala við kennara eitthvað, að þú getur bara lent í því sem foreldri að barnið þitt byrji í eitthvað svona ferli og þetta er bara samkvæmt bækling frá samtökunum 78 án þess að þú sért látin vita. Hvað er í gangi og fólk er bara... Ég sé það í öðru löndu líka, sko. Það er líka eitt í þessu draugar sem að mér áhverð, það er bara svona 2000 og þá var rosalega mikil umfjöllun hérna barnahermenn í Afríku. Þið munið örugglega eftir þessu rosalega mikið talað að ákveðnir hópar væru alltaf að reyna að sölsa undir sig landsvæði og tækju drengina og það var að gera myndir þetta og mjög góðar myndir margar. Einu var helviti góð, ég veit Blood Diamond og fleiri myndir, alveg frábærar. Og það var mjög mikið fjallað þetta mitt í samhengi við það að börn verður svo áhrifagjörn. Það eru svo rosalega áhrifagjörn og væru í rauninni svona svampar sem að tækja rosalega mikið inn. Þanga til fyrir 20 mínútum. Þá allt í hennu var áhrifagirni barna allt í hennu eitthvað sem við þurftum ekki að vera að spá í. Og svo horfum við á hvernig hópurinn er samsettur og hann er alltaf 35% sko, fólk með miðlungstil mikla einhverfu sem að eru, þú veist, ef þau grípa hugmyndafræði þá er ekki rosalega auðvelt að samfara þau að það sé ekki þannig. Nei, og líka bara... Þannig að þú veist, það eru vulnerable hóparinn á milli. Þú talaði líka hérna Westboro Baptist Church áðan og þar eru við með konu eins og Megan Phelps-Roper sem talar þetta að þegar þú skapast inn í ákveðinu mengi þar sem einhverjum hugmyndum er stanslaust verið að halda að þér að þá telur þú veist það bara er rosalega erfitt að telja þann sannleika ekki vera fyrir hendi. Og þú veist, börn eru áhrifagjörn og ég meina, þú veist, það er viðurkennt, ég meina þegar ég talaði við Uglu Stefáníu á sínu tíma, þú veist, hún sagði bara þú veist, kynþroskaferli er bara svo ótrúlega flókið og svo mikið að gerast og það þú veist, er alveg einhverjar spurningar þarna sem er álitlegt að spyrja og svo einhvern veginn, þú veist, þegar það koma sögur það að það er fólk sem hefur farið gennum transferli og verður svo bara einhvern veginn rosalega efins og hefur jafnvel orðið breytist í einhver aktivista gegn transmálunum, þá er það einhvern veginn bara já, nei, við Ég ræddi við og ég hef unnið rosalega mikið með börnum. Ég hef verið kennari, ég hef verið leikskólakennari og ég hef verið að þjálfa mikið og verið með alls konar námskeið. Ég get sagt það með góðri samvisku og ég ræddi þetta við annan aðila sem er bara einn heilsteyptasti maður landsins. Sjálfsvísvakt líka, varst ekki að reyna að tala? Jú, mikið í því. En ég var svona one man hotline fyrir það. En allavega þá sko þegar kemur að þessu og ég spurði hann bara, við höfum rætt aðeins saman og hann bara, hann er kennari og hann er ekkert mikið fyrir að ræða neitt opinberlega. Og ég tek þessum hlut nefnilega svo alvarlega. Ég spurði hann, ertu sömu skoðunar og ég með það að ef þú myndir nánast hvað sem þú getur sannfært ef þú myndir reyna strákana sérstaklega í bekknum þínum, ertu sammála því að þú getur sannfært á hvað sem ef þú myndir leggja þig fram? Það er bara engin spurning. Þú veist, nú skulum við bara taka, segjum sem svo að ég væri í skólastofu með strákan sem líta ógeðslega mikið upp til mín og allt í einu stígur einn fram og segist þeirra samkynhneigður og ég gef honum bara mesta hrós í heimi. Veistu það, daginn eftir myndu koma svona 3 aðrir og gera það sama af því þeir vilja fá hrósið frá mér. Þú veist, ég er að validata það svo rosalega, skilurðu. Og daginn eftir myndu koma nokkrir viðbót vegna þess að ég er að gefa þeim svo geðveikt hrós sem að hinir fá ekki. Þetta er reyndar mjög heitt kartafla sem að ég held að Jonathan Haidt hefur líka talað þetta. Það sem hann einmitt fært rauk fyrir því að sko, það sem hefur verið áhugavert til dæmis eins og bandarískum framhaldsskólum, út af því að þeir náttúrulega eru aðeins öðruvíseldur en í hér á landi, þar sem þeir fara 18 ára í svona college, en að það er oft svona vinamengi sem að verða einhvers konar kvár eða eitthvað þannig. Já. Hann fór að spyrja svona, þú veist, er þetta ekki svolítið skrítið? Mér minnir að það verið Jonathan Haidt, ég gæti verið að fara með fleipur en ég held ekki. Og hann sagði, þú veist, að fylgjast með þessu innan háskólasamfélagsins er svolítið áhugavert út af því að, ég meina, þú veist, þú mátt ekki spyrja spurningum þetta, þú veist, þú átt bara að vera að samþykja, þú átt að validata, þú átt þetta, en aftur á móti þá er skrítið að þetta séu alltaf sömu vinahópunum innan sama vinahópsins sem þetta mengi. Kannski er það út af því að þetta fólk er bara svo rosalega einhvern veginn samofið að að það sé líkur sækir líkan heim og ég skal alveg með fullvissu viðurkenna það. En þá erum við bara aftur á sama punktu. En við vorum að tala makro og mikro áðan, þú veist. Já. Ég bara skjót inn, ég ætla ekki að grífa fram í. 100%. En þú veist, ég meina við vitum á stóru mælikvarðum hefur verið múgsefjun. Ég meina við sáum það í Þýskalandi, þú veist, á 4. áratugnum. Þú veist, það kom maður, hvað hét hann?
ég mér sé að Benti Frosta á hann hérna áður en hann kom, þú veist að hann hélt hérna ræðu fyrir einhverju þingnefnd sko Evrópusambandsins, hann er hérna við háskóla í Belgíu, tala basically þú veist, múksefjun og þetta svona mass formation, þú veist, og allt þetta og hvernig þetta tekur, hann var að tala sérstaklega COVID og hvernig þetta hafi náð valdi á fólki, þú veist, það voru einhvern veginn allir bara urðu hálf geðveikir á tímabili, þú veist. Já, mér finnst það sem að... Makro og mikro, 100% og þetta er það sem ég hef einmitt sagt í samvættu við Snorra, við fórum svolítið aftur í COVID-heilan, sko. Við fórum aftur í þetta bara, þú veist, ertu ekki búin í sprautu, þú veist, ertu ekki búin að samþykja þetta? Og það er einhvern veginn, skilur og það, þú veist, bara hérna, sko, og þórðargleðin. Þú veist, þórðargleðin í því að... Morðólur, eins og einhver kallaðan, mér finnst það fyndið. Bara allir var að drulla yfir hérna Snorra Másson fyrir það að hafa sagt sína skoðun. Þú veist, það er það sem að mér þótti kannski svona mest creepy við þetta var að, þú veist, það var rosalega mikið talað það hérna, takk fyrir að þétta raðinur okkar, takk fyrir að sína hvað þú ert ógeðslegur og við erum góð og ég er svona, þetta er ekki eðlilegt fyrir mig, ef þú lesta, þetta er bara eins og Arthur Miller skilur norna við hennar, þetta er bara eins og að lesa skáldirít Arthur Miller þar sem hann nefnir verið rauk fyrir því bara að sá sem er mest spenntur fyrir það berja hann sem mest að hann einhvern veginn getur tekið mynd af sér, þetta er svona svolítið svona eins og hérna, ef maður er að sjá í Afríku þar sem þeir eru með ljónið skilur og að halda í hérna og er hérna, ég tók hann niður sko. Og þetta er allt meir og minna sama fólk sem að elskaði COVID og var að klaga náungar sinn sem er núna í sömu skoðanakúðun. Þetta er sama málið, þetta er alltaf sama liðið. Og þetta er svona allræðis liberalismi. Það er líka svona overlappandi með veganisma, það var að tala um lífstíl hérna, þú veist, og það er svona fleiri hluti sko, sem að virðist koma fram í einhver svona dygðarblæti sko. Ég kalla þetta umburðarlindisfasisma. Og þetta er mjög hættulegt fólk því að glimur að taka orðið. Mjög hættulegt fólk af því þau eru með fólk sem er augljóslega svona að bara svona hugmyndir sem koma og fara, þeir hafa svo miklu áhrif, þetta eru áhrifagjörnt fólk gagnvart hugmyndum, kemur bara eitthvað nýtt og það er alltaf on board, skilur það er on board bara sama hvað það er, skilur og ég held að þetta sé bara raunverulega hættulegt fólk því bara hvað kemur næst, skilur hvaða ömurlegu hugmynd er þetta fólk að fara að pikka upp frá þú veist, official roof narratífinni næst. Það haldið einhver svona, ég ætla að kalla þetta eitraða samkennd. En þú veist, samkennd byggist á því að það heldur hópnum saman á að gera hann sterkari. Þú veist, það er svona basically, við vorum allir að veiða mammúta hérna í gamla dag, þú veist, Tóti meiðist í hjúkrumónum að því við erum erfiðara með að gera þetta 3 og við verum sterkari hópur og þannig virkar samkennd. Þú veist, þessir verður til í þróunarsögunni og svo framvegis. Þessa fólks, það reynir aldrei neitt á hana, sko. Þetta er bara svona performatív samkennd, samfélagsmiðla samkennd, sko. Já, og jafnvel, pieces of shit í mjög tilfellum, sko. Og lúkkar sem samkennd, en er að stórskaða samfélagi, eins og þú vorum að tala um að, þú veist, þú með hugmyndafræði sem er að valda kannski verið námsárangri, það er að valda hærri glæpatíðni, það er að valda, við erum að safna skuldum, þú veist, ríki Evrópusambandsins er að fara á hausinn, þú veist, það er population collapse og öfugt demografía sko, það er að segja þú veist það er alltaf margir gamlir og svo frammeins þú veist það er verið að rústa öllu og samt einhvern veginn ertu úrslega góður. Nú erum við að komast að snæðir möttlinum sko að það er líka eitt í þessu sko að svona nú hef ég unnið að víða og hérna verið í svona þróunarríkjum og eitthvað þannig og maður velti fyrir sig sko það sem að ég er svona hvað ég að segja, ákveðin svona samstillt breyta sem að ég maður nemur allstaðar rauðu þráður að fólk sem að tönglast á því að þessi góða manneskjur eru það eiginlega aldrei og eru alltaf að reyna að sannfæra alla aðra það hefur ekki tekið eftir þessu sko, þú veist það er alltaf eins og varst að segja, ert með ljónið þú veist, með Snorra Másson eða skilur ég líka að þú veist eins og með Þorstein Vaffe Einarsson skilur góðvinni minn og ég var að hlusta 2 kallar núna hérna og hérna ég hlusta á hvern einastátt ég hlusta á síðasta nei, ég er ekki búinn með hann nei, ok, þú þarft að klára hann því að hann er spennandi þar er hann að tala um það að hérna, þegar hann er á djamminu eða var á djamminu ekki er á djamminu, þegar hann var á djamminu og hann sagði að þetta var svona uppur aldamótum og að þetta hafi verið svona fyrirbæri sem að væri lagið þá getur verið 10 árum að ef hann vantaði athygli kvenna þá klipa hann í rassin á þeim eða svona gripi í hann og hann lýsir þessi þættinum og ég var dyrfur á þessum tíma sko
Þetta var ekki í lagi. Þetta var ekki í lagi. Ég kastaði mönnum út. Ég var að kasta mönnum út, sko, í gríð og erg. Fyrir nákvæmlega þetta. Það hefur verið ógeðsleg gríð. Ég er að vera í 10 ár. En strákar, það er eitt sem er líka svo Kasta út fyrir Ég var bara, þú veist, þegar hann sagði þetta, ég var bara, hvað sagði hann? Nei, þetta er svona Freudian slip, sko. Þú veist hvað ég meina, það koma upp og Já, þetta er hérna ofnbært. Hann hérna kleip og greip í rassa á stelpum til hann að aðtæða. Ég var annarlega báskið og þú veist, það var mjög ofta hérna sem einhver svona hálfpartinn svona sikksakkandi gaur kom inn og ég svona fylgdist með hann og ég svona beið eftir hann að brauta af sér og svo kleip hann í rass og þá hendi maður hann út. Það var svona, ég ætla ekki að segja að maður var eitthvað svona ánægður með hann hafi gert það en þú veist, ég var alltaf að fara að henda honum út. Þú vissir að var eitthvað. Það var bara gott að hann var ekki að kýla einhvern eða reyna þú veist, að kyrkja einhvern eða eitthvað þannig. En ég var bara svona eitthvað, þetta var ekki held ég í lagi á þessum tíma sko. Hann var bara eitthvað, en það var allir að gera þetta. Heldur það ringti hann henda honum út það? Þorsteini, það er eitthvað góð spurning sko. Ég veit ekki hvernig hann var djaminu sko. Ég var dyravörður frá 2010 til 12, nei 2010 til 15 og hann var að segja að þetta hafi verið lagið hann upp úr aldamótum og þetta hafi einhvern veginn verið þetta hafi getið hægt fyrir 10 árum og ég eitthvað svona hann stoppaði þetta hann er svo magnaður áfram Steini út af því að við erum að tala með þessa spurningum þú veist, fólk sem er einhvern veginn ég er svo góð manneskja en það er oftast þetta í samhengi við hvað aðrir eru vondir sko. Það er ekkert eitthvað, þú þarft ekki að gera neitt Það er yfirleitt á kostnað annara sko og þú þarft ekki að sína neitt eins og hann hefur alltaf talað Kristnin svarar þessu fullkomlega þessari spurningu að vera góð manneskja Nei, ekki það Það talar ekki mikið fyrir því En þessi hugmynd að vera góð manneskja er svarað í kristninni Ég bara veit að bara eftir í frelsar byrja að lesa í orðinu Ég er vondur, skilur, ég þarf miskuð Guðs og þetta konsept góða mannesku var og þess vegna og það svona gaf mér mjög skýra sín á þetta fólk sem er alltaf á virtusignal á samfélagsmiðlum að það séu basically meir og minna bara algjöru skítælar að þessi hugmynd góða mannesku er bara kjaftaði, skilur og eðli mannsins er spil hérna, þú veist, fánana sem eru í display og allir þessi performatífi gjörningar þeir elska þetta, nipparnir elska þetta og það er bara, geti, þú veist gert sem minnst til þess að fá sem mesta athygli til þess að fá eitthvað fróun skilur og maður sér þessi hegðun Svo komið svona margir bannerar og sömu diskvindir Svo eru þau bara, já, að vera vók er bara að hafa samkennd eitthvað svona og svo þú segja þetta og er náttúrulega bara rauninni að staðfesta fyrir hverju öðru skilur bara, já, þú ert góð manneskja, þú líka þetta er bara svona þetta er bara nánast pervertíst Mér langar að hérna einmitt skjóta þessu ég veit svo litla stelpur sem að kalla hvort að sæta líka þegar í öðrum þætti þá var einmitt Haukur Braga stórvinnur þáttarins hann var einmitt að viðurkenna það að sko þegar hann var að senda Hildi Lillendal bara PM vegna þess að þú veist að því að hann var ósamálinn sko en þú veist þetta gerir engin eðlu maður þetta gerir engin sem þú myndir kalla venjulegan Það er ekkert skrítið að þeir haldi að hinn venjulegi gaur sé svona ógeðslegur þegar þeir eru búin að vera ógeðið alveg á jaðrinum sko. Og svo kemur maður með þetta er gæinn sem að Þetta útskýrir allan rosalega mikið af hverju þeir telja að kallmenn vera svona ógeðslega Þetta er gæinn sem að ég veit söguna og ég hef heyrt söguna og séð ýmislegt þann þegar og hann viðurkenndi það mér þess að sko hann reyndar sagði ekki, viðurkenndi sagði ekki frá því hversu alvarlegt það var. Hann rakti gaura á svona þungarokks spjallborði. Hann laði henni svo mikið einelti að gaurinn var bara komið með sko, snörunutin hálsinn. Sko. Hann var það ógeðslegur. Þetta eru gæjarnir sem eru svo, sko, sem að telja að allir aðrir séu svona, af því að þeir voru svona. Það er þetta eitt ótrúlega áhugavert saman við þetta og hérna útlendingamálin er að það mun koma svo kynslóð sem mun sjá til þess að Ísland muni falla. Við fæðumst inn í tapaðabaráttu. Við munum deyja, við munum sjá foreldrar okkar deyja. Við vonumst til þess að við munum þannig til staðar til þess að grafa þau. Það er ósk okkar, þrátt fyrir það að við viljum aldrei þess að daga kemur. Börn okkar muni deyja og Ísland mun falla. Okkar helsta markmið er að sjá til þess að okkar kynslóð verði ekki þú sem að sé til þess að hún muni falla. Og það sem er ótrúlega áhugavert eins og með vestrænt lýðræði sem ég held að ég er svolítið undir högg að sækja og ástæðan fyrir því að ég vil tala fyrir því er út af því að það er rosalega merkilegt að hugsa til þess allir þegar maður horfir söguna að það eru svona tvær hliðar allir að horfa á helförina. Það er að spyrja sig af hverju voru þeir svona og spyrja sig af hverju er ég svona.
og ég horfa alltaf á þetta af hverju ég er svona. Af hverju ég þannig að ég myndi örugglega kannski við réttar aðstæður taka þátt í einhverju eða vera fórnarlamb. engin þriðji option? Nei, ég meina þetta þú veist, af hverju, út af því að sko þegar við hugsa vestrænt lýðræði og eins og það er það verksmiðjustilling mannsins? Er það, þú veist, ef við verum ekkert fyrir hendi, engar upplýsingar, engar menningararf, engar reynsluspeki eins og þú varst að tala væri þetta factory setting á manninum? Væru við hérna að tala í þessum Svar já, við erum bara bókstaflega lífefnafræðilega forritið þannig að við erum með, þú veist, oxytocin og vasopressin og þegar þú sér andlit sem þú þekkir og þá hagar þér öðruvísi andlit sem þú þekkir, þér líður öðruvísi gagnvart þeim, þú þekkir það bara þegar þú sér fjölskylduna þín og vini og svo framvegis. Þú veist, þú ert forritaður by default til þess að vera us against them. Já, ég endar að horfa á þetta út frá svona meira félagsfræðir ég er bara að tala bara lífefnafræði, bara literally, sko, þú veist, þá heilinn að búinn þannig til. Já, en ég held aftur á móti að sko, svo reynsluspeki og svona svo forgjöf sem okkur er veitt einmitt af fólkinu sem vorum að tala áðan á allir heimarunum, ég held að þetta sé ekkert sem að sjálfsagður hlutur. Og það mun koma svo kynslóð sem að klúðra þessu. Og það sem mér finnst rosalega áhugavert og ástæðan fyrir því ég líka vil segja þetta, ég veit að ungi drengir sem hlusta á ykkur sem ekki hlusta á annar staðar, að sko, það eitthvað sem við erum að verja hérna. Það ástæðan fyrir ég er spenntur fyrir Snorra Másson sem stjórnmálamenni, að hann hefur vakið aðeins athygli á þessu, að það sé eitthvað sem við höfum að verja. Og ég held að sko okkar tilgangur sé ekki að kaupa Cosmopolitan og Sushi Social, vera að ríða rosalega mikið, vera rosalega mikið í því einhvern veginn að vera að kaupa mikið af flottum fötum á boost.com, setja það eitthvað merki á það og vera rosalega þykjast fyrir rosalega dýrum fötum. Ég held að það sé eitthvað, sko, ekki endilega annað í gangi sem þetta við guðlegt, en það gæti aftur þetta verið. En þetta er kent í kristinni að Páll Postuli talar að sjálfshyggjan sé dauði. Og hyggja andar sér líf og frið. Ég held að það sé 100%. Og þetta bara þannig og ég hef bara upplifað það, ég var náttúrulega áður fyrir bara kókvíkill, skilur, og frelsast bara mjög snögglega og bara í rauninni fer bara út úr því, bara Jesú frelsa mig út úr þessu öllu saman þannig ég hef reynslu, mikla persónulega reynslu á því hversu miklu hlekkir sjálfshyggjunar eru og það náttúrulega þegar þú tekur bara einhvern kókaínfíkil að þá ertu náttúrulega með rosalega ykta útgáfu af því en sjálfshyggjan er líka vond þó þú sért ekki bara þar skilur þú ert alltaf og þessi efnishyggja þú ert í rauninni alltaf bara að reyna að fróa einhverjum fyll eitthvað hór í staðin fyrir að setja augun hærra horfa til fjallar, hvaðan kemur hjálp mín hún kemur frá Guði skilur og einhvern veginn og hafa einhverja fullvissu og einhver tilgang að það verði einhvern veginn allt í lagi skilur, mér finnst þetta svo augljóslega vantar og ég held að vandi Íslands sé fyrst og síðast spiritual vandi. Ef ég réði að vera einvaldur þá myndi ég setja lögum það að barnlaust fólk mætti ekki kjósa. Ef það átti ekki barn, það er gal! Þá ferði ekki að kjósa. Það er gal! Hvað þú að spá í framtíðina ef það átti ekki barn? Akkur þú að spá í eitthvað lengra heldur en bara rétt þitt. Ég meina kannski mættur ráða í hverju peningunum þín verið eitt. Heldur að Angela Merkel hefði múslima vætt Evrópu minna ef hún ætti dætur? Nei, ég held nefnilega sko. Ég held ekki. Hún er barnlaus. Ég held ekki. Ég er enda sko, ég held að ég hef svo mikla trú á fólki sko. Ég hef, það sem sko áhugavert að sko, hugsa líka út af því að þið eru mikið búin að tala ákveðna svona kenningar það þetta sé samstillt árás á okkur og þar fram til göttunum og að mörgu leyti er hægt að horfa á þetta þannig út af því að það virðist vera þannig oft á tíðum en ég eftir á móti til stjórnmálamennina sem Frankfurt skólinn fer ekkert leyndum orðum það Nei, akkurat en aftur á móti sko, ég meina ef við tökum bara það sem við syngjum Ísland 1000 ár tölfræðilega og svona sögulega er eiginlega ekki séns að verða hérna 2000 ár það er bara mjög ólíklegt Það er ólíklegt og þar af leiðandi þurfum við svona að gera okkur grein fyrir því og þar af leiðandi eiga allir með ungi kallmenn sérstaklega að vera að vinna að því að reyna að bæta sinn hag sem mest út af því ef þeim tekst að bæta sinn hag sem mest að þá tekst þeim líka að bæta kjör annara Byrjar á þínu horni Já, nei, menna þú veist og líka bara ef þeir eru að gera eitthvað sem að veiti bara fjármagn til þess að kaupa húsnæði þá er þetta því að þeir eru að veita öðrum hamingju það er bara út af því að þeir eru að skapa þjónustu eða annað fyrir aðra sem að þurfa á því að halda og það er þetta sem að þú veist ástæðan fyrir því ég tala mjög mikið um kapitalism og ástæðan fyrir því ég tel að hann sé mjög jákvæður bara út af þessu, ég held að þeir sem eru tilbúinir til þess að sko bæta ráð sitt eins og þú hefur gert
og bara takast á við lífið með ákveðni fótfestu og álíta sig sem ekki fórnalamb sem að samt sem að skólakerfi og aðrir angar samfélags eru bara einhvern veginn að íta þér úti, bara sannfæra þig, bara heyrðu, ertu ekki búin að setja þig inn í forrétt eða píramída, ertu ekki búin að þú ert örugglega fórnalamb á einhverju sviði. Ég held að þetta sé svo mikið della en þetta hefur svo miklu meira samfélagslega áhrif og þetta er ástæðan fyrir því ég hef rosalega mikið gagnrýnt hægri menn undanfarin ára út af því að þeir gerðu ráð fyrir því að ef þeir myndu bara draga sig úr öllum menningarlegum áhrifum að þá myndu þeim einhvern veginn bara takast að halda áfram í henni efnahagslega hvarfi og að þetta hvarf hefur verið ákveðin svona svikalogn sem að þeir hafa upplifað undanfarinum árum þar sem þeir hafa getað verið í efnahæginum rosalega mikið og vinstri menn einhvern veginn rosalega mikið að kýtast einhverja allt aðra hluti. Sjallar hafa ekki hugmynd þetta. Nei, ég meina sjálfstæðismenn hafa verið fræðir. Þetta meðal hans í síðasta þætti með leikskólan og annað, hvernig við höfum einhvern veginn sofnað á vaktinni. Ég held að skipti mjög miklu máli að vera með gott fólk þar líka alveg eins og að tala með eldra fólkið, skilurðu. Ég meina, með fólk sem talar ekki íslensku og það hefur áhrif á þau. En ég held að þessi sjálfhverfa sem við erum að tala ég held að þetta haldi svolítið í hendur við stefnuna með þeim hætti að þegar fólk, ég tala bara fyrir sjálfa mig, þegar ég eignast börn, að þá ber ég ákveðna ábyrgð. Ég er ekki lengur í fyrsta sæti. Þannig að það dregur úr ákveðni sjálfhverfu, þú getur ekki gert það lengur og það gefur rosalega mikið að hjálpa öðrum einstaklingum að vaxa úr grasið, þú ert að gera það með því að temja þarna ungu drengi maga og kenna þeim hnefa og svoleiðis og svo framvegis og ég held að það felist óbúrslega mikill og sterkur tilgangur einmitt í fjölskyldugerðum og svoleiðis og á sama tíma hefur þessi hugmyndafræði sem hefur verið svona róttæk vinstrihyggja ítt undir það að konur séu meira kannski svona career woman, þú veist, að fara í langskólanám og sinni ekki það, ég var litið niður á því að sinna fjölskyldu, það verið að eyðileggja þessi klassísku kvenlegu gildi sem að allir einhvern veginn litu upp til áður og báru virðingu fyrir og núna er það alltaf þykir það ekki nóg gott og ég held að þessi hugmyndafræði skjóti sér svolítið í fótinn með þessum hætti. Mér langar að svara þessu með smá spurningu. Ef þetta er ekki skipulögð árás bara á hinn vestrana heim, orðað svoleiðis, hvernig getur þú útskýrt það þessa samræmdu hælisleitinda flóttamannastefnu þar sem að húsnæði til dæmis er skotið yfir, þú veist, fólk tökum dæmi núna nýlega í Bretlandi bæði, þú veist, Bretlandur bara á barmi borgarastyrjalda núna og Írland líka. Hvernig er þetta útskýra það að þrátt fyrir vitandi þetta þá til dæmis tóku bresk stjórnvöld núna og tóku ykkur lúxuskverfi þar sem að og gáu einhverjar 30-40 lúxusíbúðir til Canary Wharf, ég gisti þarna þegar ég var á Arkarafstörfni nákvæmlega þessu hverfi, þetta er mjög skrítið hverfi sko. Ég verið í Canary Wharf líka Ef einhver heldur að stjórnmálamenn sem eru þarna séu svona fullera samkennd í garð þessa fólks þá þarf sá aðeila að fara í eitthvað greindaðistölpróf sko. Það er eitthvað IQ-test sem að þú veist, hvernig er þetta útskýra svoleiðis ef þetta er ekki skipulagt? Þú veist, þetta er að segja mér að stjórnmálamennir hérna séu bara svona uppfullir af samkennd og samúð og í öllum þessum löndum þar sem að þetta er að fara fram. Vanhæfni. Sko í hérna leikjafræðinum þá er talað agency problem og yfirbygging stjórnmálana og yfirbygging stjórnkerfisins hefur náttúrulega verið gríðarlega undanfarin ár og ég fór í stjórnsýslufræði til þess einmitt að gera mig í stakk búin til þess að geta gagnrýnt kerfið og agency problem sem byggir á því að þú ert með marga einstaklinga sem hefur verið að sinna sama verkefni og það sem að gerist þá er að sömu einstaklingar gera ráð fyrir því að allir hinir séu að fara að sinna þessu verkefni endar því að enginn sinni þessu verkefni og það er svolítið það sem er að gerast eins og með þessi útlendingastefnumál er að í fyrsta lagi er náttúrulega búið að móta þannig umgjörð að ef þú gagnrýnir þetta eða hefur eitthvað þetta út að setja að þá ertu vond manneskja og þar alveg eru stjórnmálamenn sem eru að reyna að fá sér ná í aukin fjölda atkvæða horfa bara á internetið, gera ráð fyrir því að þetta sé svona konsensusinn að allir sem eru að tjá sig um þetta séu vonda manneskja og þar alveg tjá sig þessi ekki um þetta. Þeir eru aftur á móti það er manneskja sem eiga að vera að takast á við þetta. Ég skal alveg viðurkenna það samt að þegar þú horfir á Reform UK og það flug sem að þeir eru á og aðrir Tvöfalt stærri en Labour núna. Tvöfalt stærri, nákvæmlega og aðrir stjórnmálamenn ger ekki ráð fyrir því að þetta muni koma til með að hafa áhrif. Labour gæti sjálfur sér gert það sem Mette Frederiksen gerði í Danmörku og stólið öllum þessum atkvæðum með því að segja, heyrðu, ég ætla að taka bara í handbremsuna þessu, allir þurfa að vinna og ég ætla að færa þetta húsuna yfir til verkefni. Hann er að reyna, Keir Starmer er búin að reyna að koma og segja hluti verður reynda kannski ekkert að því, kannski gæti hann stólið þessu, ég held bara að hann sé orðin það óvinsæll að hann geti ekki lagað það sko. Það er það sem er svo áhugavert. Hvað ætti þetta fólk að vinna við?
Já, það er endar mjög góð spurning. Það er mjög góð spurning, ég skal alveg viðurkenna það. Það er ekkert plan. En hugsa ykkur líka sem strákar, út af því að þú veist, hægrið vann. Þú veist, við erum komin í farveg sem að verður ekki stöðvaður. Nei, bara í Evrópu. Það er að fara að vera hægri stefna alls Það þar í gera Evrópu sér allir núna. grein fyrir því, ég meina þú sér þetta á Twitter Sverrir, þú ert mjög vinsæll á Twitter. Já. Þú gerir grein fyrir því, þú veist, það er ákveðin slagkraftur og þessi slagkraftur er ekki, held ég, bara bundin við eitthvað lítið mengi, incel, hérna soyboy sem er á föstudagskvöldi að horfa á bjórkast í staðan fyrir að vera að reyna að finna Þessi stelpu. hugmyndafræði er búin að býða algjört skipbrot nánast að öllu leiti sem hún gat beðið Já, skipbrot. en hvað ætlum við að gera við sigurinn? Strákar, ef þið haldið Sem svona, út af því að, þú veist, ef við segjum svo að við erum í sama liði sem einhverja hægri menn. Þú veist, hvað ætlar hægrið að gera við hennar sigur? Mér finnst það ótrúlega áhugaverð spurning út af því að, sko, fyrir mér, út af ég sagði ég veist vera bjartsýn á þann og þú eru með svona ákveðna nýjalísku hugsun gagnvart þessu og sem ég skil alveg. Já, en ég er rosalega bjartsýn gagnvart þessu út af því ég held að það sé bara komið í farveg þar sem að, og ég sagði þetta nú fyrir ári síðan og ég lofaði reyndar ég myndi aldrei nefna þetta aftur út af ég sagði þetta svona 8 sinnum í röð að heimurinn mun breytast meira á næstu 5 árum og ég sagði þetta fyrir 2024 heimurinn mun breytast meira á næstu 5 árum heldur en að gera sinnslega en 10 ár það er orðin fasti og ég held að við séum komin til dæmis eins og í Evrópu að þá erum við komin í ófrjávíkjanlegan hérna farveg þar sem að sko stjórnmál í Evrópu munu fara að hverfast eitthvað allt annað heldur en hafa gerst síðastliðin ár og pólitísk eftirspurning er koma til með að breytast. Það gæti líka leitt til ákveðina átaka sem að gæti orðið blóðug átaka í Evrópu. Og það sem mér finnst ótrúlega mikilvægt að við spyrjum okkur hér í Íslandi. Ef að segjum sem svo, allir núna var Conor McGregor að bjóða sig fram til forseta Írlands. Ef að hann sigrar þá baráttu þá gæti orðið ákveðið svona uppþótt í stjórnmálum þar út af því Írar hafa verið rosalega svona Palestínu friendly og svona friendly gagnvart þessu dóti en hérna Conor McGregor vill bara taka handbremsuna á þessu ég veit stjórnvöld hafa verið það já og ég man nú ekki alveg hvar já og Írar eru náttúrulega ekki mjög sympatíska gagnvart þessu þeir eru bara búið að þú veist vinur minn er frá Belfast sko hann segir bara það er allt brjálað út af þessu það er það bara á netinu að þú veist að það eru óverið já en það sem er áhugavert að velta fyrir sér er hvað þegar að þú veist ef og þegar ok stjórnmálunni í Evrópu er að fara að breytast mjög mikið ef að það var að blóðu aðtöku og eitthvað þannig hvernig munum við á Íslandi bregðast við því út af því að núna erum við að sjá alltaf samfélagsmiðlum nú erum við að sjá allt og það sem mér finnst ótrúlega áhverð að pæli sérstaklega þegar maður er með svona kannski svona hvað við að segja þann hóp sem að er að hlusta sem að enginn vill einhvern veginn hlusta á og er einhvern veginn að nú er ég að tala inn í hópin ég er bara svona þú veist að spyrja bara þú veist hvernig munum við bregðast við hvað munum þetta þýða Ég verð að bæta einu við varandi þennan hóp sem við erum að tala sem er sko og ég held að það sé það sem að vinnur það eru mínir menn og það sem mun vinna með þeim og ég veit að það, þú veist, þetta liðir ekkert að hlusta það skiptir ekki máli, að þessi hópur hann verður vannmetinn algjörlega þangað til hann tekur yfir, af því að þið sjáu umræðan, þetta er allt bara einhver einsel, ég er í miklu samtali, ég er í mörgum spjallhópum, ég er í miklu samtali við fullt okkur, ég hef hitt fullt af mönnum sem eru með svona nafnlausa notorious aðgangan á X-inu og þetta er bara gaurar sem að bara gengur vel í lífinu og eru bara með fyrirtæki og að þeir hafa bara ómiklu að tapa. Þú veist, ég byrjaði að tjá mig þegar ég hélt að ég væri búin að tapa algjörlega í lífinu. Ég áttaði mig ekki á því að það var minn stærsti sigur. Skilur, að því en þessi gaurar þeir eru svo vannmetnir og þeir eru svo miklu fleiri heldur en menn átta sig á og þetta er svo mikil undiralda og út af gaurum eins og Hallgrími Helgasyni og þú veist þessari umræðu sem er bara sem kaffærir öllum sem tala ekki út frá narratífunni þá er þetta svo miklu fleiri heldur en menn átta sig á sem að nenni ekki að tjá sig sem eru þessi litli hópur á endanum þá mun þetta fólk misbjóða þessum gaurum svo mikið að þeir munu bara segja hingað og ekki lengra og ég held að sá tími sé bara frá að koma og ég er alveg saman að það er áhugavert að sjá ég verð að fá að skjóta inn ég ætla að lesa hérna smá fyrir ykkur áður en þú gera það út af þessu það er textist ég sendi ykkur þarna daginn það er the most terrifying force of death comes from the hands of men who wanted to be left alone they try so very hard to mind their own business and to provide for themselves and those they love They resist every impulse to fight back, knowing the forced and permanent change of life that will come from it. They know that the moment they fight back, their lives as they have lived them are over. The moment the men who wanted to be left alone are forced to fight back, it's a form of suicide. They are literally killing off who they used to be, which is why, when forced to take up violence, these men who wanted to be left alone fight with unholy vengeance against those who murdered their former lives. They fight with raw hate and a drive that cannot be fathomed by those who merely
are play acting at politics and terror. True terror will arrive at these people's door, and then they will cry, scream, and beg for mercy, but it will fall upon deaf ears of the men who just wanted to be left alone. Þetta eftir hann Alexander Örsnögt, reynskot og Sigurinn unnin fyrirfram. Já, það líka bara eitt áhugavert í þessu. Þegar ég var að tala hann, og ég var að tala með nokkur sinnum í kvöld þessi áhugavert að tala henni hóp. Og það einn sameiginlegur grundvöllur í þessu sem byggist á því að undanfarin ár, sérstaklega síðan svona 2016 og sáum Tiki Torch, March og þannig, og sáum svona makarhreyfinguna og sáum svona ákveðna kima líka makarhreyfingarinnar, við sáum skotárásina í Kenosha þegar að Kyle Rittenhouse varð bara einhver þjóðarhetja fyrir að skjóta mann í hausinn sem heitir Anthony eitthvað, og Rosenbaum, ef ég er að muna þessu skotárás rétt, ég horfði á þetta live, ég sá hann deyja live. Já, ég hef séð myndbandið þess en ég var svo ekki live. Ég sá þetta sér live, en allavega það sem er rosalega áhugavert er sérstaklega með svona Tiki Torch og með svona Blood and Soil þemað sko hefur verið rosalega mikið rætt og eins og ég segi, þegar það rætt þetta þá já, þetta er rosalega mikið áhyggjefni, við erum að sjá viðhorfsbreytingar hjá ungum karlmönnum, og til þess að ræða þetta er komin ung kona í kynjafræði og maður bara eitthvað, ok en punkturinn minn er sá að það er einn sameiginlegur grundvöllur í þessu sem er sá. Það er frábær bók eftir Eric Hobsbawm sem heitir Age of Extremes. Það sem að fjalla meðal annars þannig þátt sem er að ungir reiðir karlmenn séu mest áhyggjefni. Og ég held að það sé rétt. Já, ég myndi hafa áhyggjur. Og ég held að það sé rétt að hættulegasti hópurinn séu ungir reiðir karlmenn. Sjálfsögðu er það hættulegasti hópurinn. En það er ekki leitast eftir því að ná ekki endalega tökum á honum heldur en einhverjum svona sameiginlegum en af hverju það bara verið að reyta enn meira til reiði af hverju minn, sko. En af hverju eru þið reiðir? Af hverju eru þið reiðir? Já, reyndar. Það er stóri spurningin, af hverju eru þið reiðir? Og er það kannski út af því að það er búið að hafna þeim ákveðin tilverurétt? Er það kannski út af því að þú veist að það er búið að vera að tala niður til þeirra í rosalega langa tíma? Er það kannski af því að það er ekki búið að vera að hlusta á þá? Er það því að það er búið að vera að taka frá þeim fullt af hlutum? Ég held að það sé verið eitthvað rófjus. Og risa skrítið þegar þú ert með áhyggjur af einhverjum að reyna ekki að einhvern veginn, og það er svona, svo veist, ég er náttúrulega búin að vera, og þú veist, ég verður örugglega að kalla þau soyboy, beta cock, einhverjum fyrir svona mína skoðanir í þessu, það ég náttúrulega bara á svona alls konar skoðunum. Ég reyna að láta skoðanir mína mótast eftir þeim upplýsingum sem að berast, en aftur á móti þá hefur mér alltaf fundist þetta pínu óþægilegt, sérstaklega því ég er með marga unga drengi, sumir, og í gennum tíðina náttúrulega hef ég sko kennt ungum reiðum karlmönnum, og það er rosalega mikið talað um það, og ég einhvern veginn svona ekki alveg kannski reynt að koma til móts við eða reynt að skilja, að meira bara svona þannig hættulegur hópur. Og í Age of Extremes eftir Eric Hobsbawm það fjallar hann þetta sko, hvernig svona öfgar þróast. Öfgar eru svolítið svona áhugavert fyrirbæri því að við einhvern veginn horfum bara nóttina löngu hnífa og við horfum á svona rosalega svona risa atburð einhvern veginn. En öfgar eru miklu áhugaverðari þegar þú ert að hugsa svona skrefamengi sko. Það sem þú ert að horfa á svona ákveðna þróun, og mér finnst við alveg svona vera að sjá einhverja þróun, og þá velti ég fyrir mér skilurðu, og eins og þú varst að koma inn á, sem er punktur sem að Douglas Murray hefur komið inn á, bara af hverju eru þeir reiðir, og allir þegar það er talað útlendingamála, þá er allt í einu strax þegar fólk er fyrir að hafa einhver áhyggjur af einhvers konar menningarbreytingum í íslensku samfélagi eða fyrir að hafa áhyggjur af einhverjum ofbeldismálum í íslensku samfélagi, að þá kemur eitthvað fólk og segir við höfum rosalega miklar áhyggjur af umræðum þessi mál. Já. Og ég umræðum mál, hvernig getur ekki af hverju getur ekki neitt að skoða af hverju menn og konur eru að hafa áhyggjur af þessum efnum? Það er bara nei, við höfum áhyggjur af orðræðum. Við erum aldrei að tala hvað er heldur þeir hafa bara áhyggjur af því að einhver sé að tala eitthvað. Já. Þú veist, þessi orðræða verður svo furðulega, þetta er sama eins og með Snorra, það verður enginn að segja hvað hann hafi sagt sem var svona málefnilega rangt, heldur það var bara áhyggjurnar af þessu sko, þannig að maður er svona ok. En við vorum svo mikið að pæla í debt to GDP og eitthvað svona loksins maður komið kemur loksins. 8. september, Frakklandi.
Ég er ekki að djóka Okay, hérna. ég geggja til því, ég bara vissi ekki að það vera eftirspurn eftir Nei, mér er alveg sama sko. Rauk upp. Já, hérna 8. september núna í Fraklandi, þá er þess að nýr forsætisráðherra sem að mynda eitthvað svona bandalag með öllum bara öðrum öflum heldur en hægri öflunum. Hann þarf að fá samþykkt fjárlög og það er búið að gefa það út að yfir 300 þingmenn sem er meiri hluti af þinginu ætlar ekki að kjósa með honum sem þýðir það að hann mun ekki ná fjárlögunum í gegn og stjórnin mun öllu líkindum hrynja og þeir eru orðnir skuldugir sko alveg rosalega skuldugir, hvað eru 114-118% af GDP sem þess að þeir skulda miklu meira en alla framleiðslu í landinu á einu ári og hverju einasta ári skulda ég minna sér 12% sko sem að fer í pensjón þannig að framreiknaði það nokkur 100% sko hérna líka að verkið þjóðanfjárhagsstöð sko málið er að þarna er hægrið búið að vinna eins og þú varst að koma inn á og þá er bara spurning eina sem maður getur gert er að reyna myndaðara stjórn sem maður getur ekki þá getur hægrið annarkvort mynda stjórn eða vera kosningar aftur í Fraklandi nokkrum dögum seinna í Bretlandi, það sem að Labour er 18% á móti hérna Reform sem er 36% og konservatívi flokkurinn er 17 í mann rétt, þannig að þú veist þeir eru komið mikið meirhluta. Þá er Tommy Robinson með sko stærstu mótmæli sem hafa mögulega verið haldin í Bretlandi. Þú veist, ég sé alveg fyrir mér hvernig þetta getur orðið sko bara svona domino-effekt sko. Og svo eru AfD orðin mjög stórir í orðin langstæsti flokkurinn núna í Þýskalandi því að kristni demokratar eru búin að svíkja allt sem þeir lofuðu. Þú veist, þeir sögust alltaf að stoppa innfluxið af flóttamönnum, þeir sögust að gera þetta, stóð ekki við neitt. Bara daginn eftir, þá eru búin að svíkja lofuðið. Komu ykkur 10 flugvélar af afgönum. Og Bretar skulda 100% af GDP, þeir eru líka með pensjónvandamál, Þjóðverjar standa best kannski á þessu löndum, Ítalir eru 136, skilur þú veist, þetta er orðið svo mikið og þetta er orðið svo ofbóðsleg skuldasúpa, það er 80% sem að ríki Evrópusambandsins skulda meðaltali með að verka þjóðarframleiðslu fyrir utan pensjónið, þetta er ekki svo það sem að því er haldið til hliðar, þú veist, þannig að það er hræðileg skuldastaða og hægri flokkar eru að stækka, menn er að gera allt þess að halda í stjórnardraumana og ég held að það sem að Starmer er að gera í Bretlandi er einfallega að hann er að ógna fólki til þess að hindra það að missi völdina því að hann veit að hann er að fara að missa völdin og þetta verður alltaf öfgafyllar nú er verið að banna breska fánan og enska fánan og það er verið að handtaka fólk en stærsta breytan náttúrulega í þessu er að þú veist við erum alltaf að tala um lýðræðishalla í Ungverjalandi og við erum að tala um lýðræðishalla í Rússlandi en það er aftur á móti verið hafa komið umræður það að banna AfD sem er stærsti flokkurinn í Þýskalandi á löggjöf sem var sett í allturum tilgangi og það er flokkur sem að stýri Bretlandi sem vekk 30% en samt meirhluta þingmanna og stýrir núna þjóðinni með 18% með 18%. Já, í skoðanakönnunum. Í skoðanakönnunum, en þeir eru búin að vera þétt í 18-20 og íslenskir stjórnmálamenn sjá þetta ástand, basically, að Evrópa er bara að fara í skítinn og þeir hugsa bara snilt, gerum það sama. Gerum meira af því. Og svo er fólk bara, nei, já, þetta er óvart. Við erum með bara svona tímaglas sem við getum bara fylgst með fullt af löndum sem eru bara svona cirka 10 árum á undan okkur í þróunni og við erum samt með stjórnmálamenn sem neita að gera eitthvað öðruvísi nema, og samt erum við bara, nei, já, þetta er bara slys. Ég hef alltaf sagt, ef það er eitthvað sem er ekki að virka og er að mistakast hrapalega, ef við gerum bara 2-falt meira því og hlýtur að virka. Hlýtur að þetta er líka einmitt að því við segir þetta við ákvaðum við vorum með útlendingalöggjöf sem var þó illu skárri heldur en svo sem við tókum upp sem var að sænskri fyrirmynd og ég las yfir þessa útlendingalöggjöf á sínum tíma og ég bjó í Svíþjóð og þú veist ég var búin að lesa Bró sem er svona heldur yfir sú stjórnsýsla sem heldur utan sko glæpa tölfræði og alls konar svona og þetta leit bara alls ekki vel út og Svíjar voru svona, þú veist, þá var Sverigedemokraterna orðin svona held í einnig stærsti flokkurinn eða næststærsti held þessi stærstir í dag og nú eru Svíjar búin að breyta þessari löggjöf við uppöðum þetta upp eftir þeim við erum alveg góðri leið til helvítis en okkur dettur ekki í huga að breyta þessu skilur kvispán búm og ég hef svo mikla trú á þessu strákar ég held að það er svo góðu tímar á leiðinni það segir einna sem að við vorum að ræða hérna í spjallinu okkar það er ekki gleyma því að allavega 6 ADF frambjóðendur hafa dáið undanfarna 3 vikur með 7 fyrirgjöðu og allir úr sama héraði
yfir 3 tímabil. Já, þetta er norður Ég sá þetta, ég var ekki mann að staðfesta. Er þetta rétt? Þetta er Þetta er rétt. rétt, þetta er sem sagt norður Rínar hérað í Þýskalandi og þetta eru 7 menn að minnsta kosti, 2 voru á varalistum og við skulum taka þá út og það eru 5 á aðalistum og þetta eru oft, jafnvel, sko, fyrstu frambjóðendur. Það sem að kannski, ég ákvað svona aðeins að fara að skoða þetta með gervigrindinni. Mér fannst svona pínu sérstætt að vera menn, sko, varamenn, eða einhver verður nú farin að drepa varamennina, sko, þú veist, þeir eru ekkert eins og fara að komast inn, sko, hún myndir allavega ekki setja þá í forgang, sko, ef þetta væri eitthvað taktist, sko, en það eru mörg þúsund frambjóðendur hérna og kandidatar í Norður-Rínar héraði, því að þetta er, þú veist, hver einasta bæjarstjórn og municipality, sko, á þessu stað, þannig að en þetta er samt mjög mikið. En það segir einn... Ef það eru 1000 samt, þá er það ekki eitthvað það mikið. Já, 3 og 5 eða hvað var, ég maður ekki, þú veist. Nonni elskar að lesa dagbókina sína en hatar að lesa kommentin. Við náttúrulega erum búin að reynda sko vanrækja kommentin svolítið. Já, ef ekki taka bara svona quick round. Já, Við tökum bara ítaleg svör, sko. Gömlu góðu 30 Já, sekúndar eins og með frúnni. Við tökum eiginlega of ítaleg svör. Já. Það mætti segja það, því að þetta er náttúrulega liðið sem að við viljum tala við. Við viljum ekki vanrækja þessa menn. Nei, Nú fá menn bara 1 mínútu max. Þeir eru ægir hættulegir. vinsælegast þegja takk. Ok. Ríkir ekki skoðanafrelsi og málfrelsi, segir ægir. Ok, við lesum eitthvað annað. Ræðum það. Kongurinn. Þetta nú við, Just í það. ég ætla bara hérna... Grafandan tilhörir rétti. Nonni er orðin svolítið drukkin, já, ég veit ekki alveg hvernig ég ætti að vera drukkin, ég er ekki að drekka áfengi, en allavega. Hvar eru við komin? Sko, börnin að fá að vera börn í friði og já, þau eru áhrifagjörð, því verður að taka samtöki 78 á þeirra transinnrætingu út úr skólum. Ég er sammála því. Já. Bara, ég vil ekki að þessi samtök komið nálagt grunnskólum. Morðgerður Katrín, love it, segir einn. Já, það er þetta gott, Segir sko. Benóni Bertelsson. Já. Morgerður Katrín. Mér Mikið hérna frá- finnst bara svolítið mikið að þú setja að labba kannski inn í stofur og svona. Mér finnst allt í lagi á okkurum aldri að þú getur verið með fyrirlestir í sal þar sem að þú veist öllum er boðið ef þeir vilja. Mér finnst svolítið overkill, sko, sérstaklega vera að fara á leikskóla og svona. Ég vil bara ekki sjá þetta. Eru þeir að leikskólum líka? Ég sagði Já, ekki. Eru þeir að leikskólum líka? Þessi hugskot hjá Helga fá mig alltaf til að hlæja eftir eldræði Sverrir eins og Gunnarik á krossinum priceless. Stráðið, eru þeir á leikskólum? Ok. Er það staðfest? Eru samtökur 78 að mæta á leikskóla að gera það? Þau eru með ímislega dagskrá sem að fer frá þar. Já, ok. Haukur Bragason er netnýðingur og hann þykist vera góður Ég til að fá ekki fyrir útrás ekki og þetta. nýðingaþörsinni. Sverrir er svo öflugur, segir Árni. Takk, Árni. Þarf ég að fara full-blown Karen til að fá nonna til að lesa komment? Ég vil ræða við yfirmanns Ég vil fá fullblón Karen á þetta, sko. Já, Herðu, þú getur rætt yfirmanni, ég set bara á mig hatt og... Stjörnur þið, það er ekkert um mig. Nei, nei, Það er ánægð það með. við. Ég er reynda bara í fyrsta skipti í langu tíma sem ég fæ eitthvað, sko. Ég var nú kallaðar alls konar nöfnum hérna. ja, Michelin menn fyrst. Og Mr. Clean Mr. og Clean. Beefcake svo. Já, þetta er Ég alltaf hef að... verið svona ýmislegt. Mæti ákveðnum fordómum hérna, sko. Eitt segist vera hérna blackpillaður Bretland, annar segir Bjarki segir ekki vera það, Bretland lifir af. Það er ekki til sem heitir kynleiðrétting, hætti að tala þessu máli. Ég er endur alveg sammála því. Peningakerfið er skuldadrifið, það liggur rót vandrans. Fix the money, fix the world. Ég langar eiginlega að segja svolítið fyndið að þegar ég var að, Bitcoin sé leiðin. það er eiginlega ekki fyndið þegar ég var að lesa þessar rannsóknir. Að þá komið þetta, sko, að hversu, þú voru að veltaði fyrir sig hversu margir hafi verið ósáttir við útkomuna. Og þú veist, eftir að hafa farið í transition, að það voru ekki margir sem hafi transitionu tilbaka. Svona eins og það var eitthvað rosalega auðvelt að gera, sko. Þú veist, það er svona, maður var svona, úff. Hefur þú lesið þær með þetta detransitionar það var? Ertu að vísi það? Já, ég svona lesið eitthvað, ég var svona bara að tala um að mér fannst svona skrítið að orða þetta allavega þannig, að því að þú veist, þú rýmir kannski ekki Ég las þá rannsók sem að hérna, Arna Magnea Danks vísaði, sem að tala um geitinn og það er mjög merkilegt, bæði orðalagið í fyrsta lagi, þá er annar aðili sem hefur tekið, sem er detransitioner, sem hefur tekið þessa rannsókn í sundur og tættan í sig vegna þess að lýsir því að þú þarft að fara, hún tekur eingöngu viðmið af þeim sem að fara til sama félagsráðgjafa, sömu stofnunar og allt svoleiðis til að lýsa yfir sínum áhyggjum af þessu og þessi rannsókn er frá tíma þar sem að kröfurnar á þetta voru allt aðrar. Þetta eru nokkuð gamlar rannsóknir, það er ekki að meina áratuga en áratugs kannski gamlar, eitthvað svoleiðis og þar vorum við bara að díla við allt annað kerfi. Við vorum að díla við kerfi sem að setti þannig kröfur á fólk til þess að fá að fara alla leið í þessu ferli að eftirsjáin allavega á pappírum var mjög lág og ég ræddi við Buck Angel félagi minn þetta og hann
benti mér einmitt á þetta Það er geggjað og það ekki Buck Angel. Já, það er alvöru. Það er sko. klikkað Klika. Hann er félagið minn sko. Ótrúlegt að við skulum vita hvað það er sko. En hérna kemur spurning sem að hérna hann Benoni brennur mikið fyrir og brjálar, við skulum ekki búin að taka fyrir kongurinn. Spurningin er, þarf að aðskilja ríkið og hið opinbera frá lífskoðunar félagasamtökum? Ég segi já. Já, algjörlega. Og þetta hefur Það oft ekki að stuttorðið. Jú, þú segir já Ég þótt vera svolítið flóki ferli allan með kirkjuna og eitthvað svona þú veist, ertu með eitthvað input í það eða? Þetta er vesen út af einhverju jarðareign og einhverju svona Já, Já, samfélag. þetta er alveg bara ógeðslega mikið á jörðum og Já, það er svo leðilegt svar sko, með jarðeignir og eitthvað annað. Við drepum fólk úr leiðindum fyrir djúpt í þetta Já, sko, ok. það bara þá sæna menn sér út. Benóni, þú voru bara að vera sáttu við þetta Helgi var með nægilega mikið snúsfest þetta hérna reikniskil ESB sko. En í grunninn var ég samt sammálaði sko. En já. Já, herðu, við erum sko, En við undust það spádóminn Við erum með svo mikið að Út frá koma reikningsskilunum Já. Við undust spádóminn Þú veist að þetta Ég gæti meina, verið mér finnst þetta ég var til að taka 6 tíma þáttu með þetta. Ég meina, við erum ekkert að, ég er allavega ekki að stressa með okkur núna. En auðvitað þurfum við að aðskilja svona og þetta með af hverju, við bara þurfum líka að fara að spyrja okkur, af hverju eru þetta samtökin sem að fá að móta opinbera, þú veist, menningarstefnu, þú veist, landsins og mæta þarna stundum í óþökk foreldra. Þjóðkirkjan. Nei, Ég er að- já, það er ekki sétt lengur. Þjóðkirkjan er reyndar, þú veist, Ég meina, hvað er samt að þjóðkirkjan er orðin frétta, bara- hvað er að frétta með Já, biskup? holy Ég ætla að það er ég að skrifa inn á kommentarkerfið, það má ég bara spyrja beint út. Hérna, biskup í þessu máli hérna með Snorra. Hvað hefur að segja um það? Hefur eitthvað svona velti fyrir þér hvort að þetta sé hennar hlutverk eða hvort hún hafi gengið á langt eða er hún að tala fyrir Sverrir? Þú ætti kannski, þú veist að kirkjuna maður. Mér finnst þetta svo ósmælt, þetta er svona tilfinningarleg kúun sko að vera að tala um, hérna, hún var að tala um, er ekki eitthvað svona mánuður, forvarnar sjálfsvíga, eitthvað svona, hvernig hann hafði dirfst að segja þetta á þessum mánuði, maður var bara eitthvað svona, Átt hann að mæti kastljós og bara segja, sorry, þú veist, það er bara gulur dagur, ég get bara ekki að tala um þetta. Ef hann hefði mætt í kastljósi 31. ágúst, skilur, þá hefði þetta verið í lægi, sko, því þá var ekki þessi sjálfsvígsmánuði byrjað, sko, hefði bara mætt 1. október. Ég held reyndar að hafa ekki verið neinn krafa á hana að koma fram. Nei. En ég held reyndar hún eigi transbar. Já, hún hafi Systurina líka. Já, hann að talað mikið um það. ég veit Meira en ekki, ég ég hef sé, ekki mikið fram að færa aftur á mótið, náttúrulega bara í svona, út af því við erum búin að tala um mikro og makro, sko. Já, en þetta kannski varpar ákveðnu ljósi á hversu hún sé sig knúna til þess að tjá sig um málumni, sko. Sko, mér finnst þetta að vera bara kirkjan og þessi nýji biskup er bara, þetta er bara eiturinn í allt sem heitir Eitur að ræður þessi þáttur, eða? Nei, Nei, ég meina regnbógin er bara orðin, þú veist, hefur búin að taka við að krossinum í þessari kirkju, sko, ef þú horfir á myndböndu sem þeir að setja út á TikTok og annað, þú veist, akkur er biskupinn dansandi þarna eins og hálfviti, skilur, ekkert respekt þarna í gangi eða? Nei. Og ekkert þú veist bara fyrir öllu, þú veist, það er fullt af núna eldra fólki sem er kristið og er partur af þjóðkirkjunni og vill fá að iðka sína trú og er rauninni pæli í því sko að þetta fólk það færi ekki að iðka sína trú í friði í kirkjunni sinni út af því að prestarnir og fólki sem er komið þannig inn er bara að predika allt annað og þú veist, kannski bara fólk sem að, þú veist, trúin hefur verið kannski í þeim haldreipi eins og við verið mér og mörgum síðu þekki í gegnum árin og svo einhvern veginn er þetta bara eyðilagt af einhverju fólki sem er að koma með einhverja veraldlega hugsun og það er bara að tala mjög skýrt gegn allir svona veraldari hugsun í biblíunni og Páll Póstori talar um þetta í hérna, Nýja testamentið er meira og minna bara bref frá honum, skilur það sem hann er að skamma hérna, mikið kirkjur og frumkirkjuna Og kynhegðun fólks í Rómverjabréfinu til dæmis, já. Nei, meina, Kórinthubréfinu líka. sko, þú veist En haldið þið að ef að fólk myndi koma og vilja breyta sjaríalögunum og endurskrifa þau og láta moskurnar praktisera sem sagt, sitt islam með öðrum hætti, heldur að það er vinsælt til vinstrimenn? Það var náttúrulega helviti vinsælt í Ég veist ekki, vegna þess að mér er svolítið sérstætt að hérna, þeir velji kirkjuna, sko kristna kirkju, en þeir myndi ekki hjóla kannski endilega í gyðingana, þeir myndi kannski ekki fara í islam, þeir myndi kannski ekki endilega fara í hinduatrúna, búddisman, en allt í lagi að það var endurskrifa ritninguna. Sko. Farin að eiga við prinsipplausan hóp og það er auðvelt að eiga við prinsipplausan hóp en því að sannfæra þeim að þau séu bara ekki góða manneskjur. Og svo er líka sko með hérna að
þú ert í rauninni, ef þú ert libbi og þú hugsa bara eitthvað, já, hérna vonandi verða þau bara eins og við og láta af trúnni þegar þú koma hérna, að þetta er náttúrulega islamofóbísk afstæða í grunninn og þetta er þetta sama fólk sem er alltaf að saka okkur sem er bara að segja, benda á okkur vankanta við islam og okkur áhrif sem að verða þegar að, hérna, það verða stórir minnihlutahópar af múslimum, að, hérna, að þetta er í rauninni islamofóbísk afstæða, en þú veist, þeir sem að eru islamofóbískir eins og ég sakaður að vera sko, þeir eru bara svona realistar þegar kemur að islam. En hvað gerðist í bænum þegar hérna skýtlibarnir komu hérna múslimsku bæjaráði til valda? Fyrsta sem þið gerðu voru að banna regnbogafánuna í bænum. Já, var þetta ekki hérna Birmingham í Bretlandi? Það gerist, já, þeir eru farnir að verða ansi skæðir þar sko, nú þurfa þeir ekki lengur hérna á þessum. Já, en ég meina, ímyndaðu ykkur bara það, hvað þetta er skrítin afstæða, segjum að núna, sért þú búin að byggja þér upp, þú ert búin að byggja þér upp til dæmis núna áhörendahóp. Að allt í einu myndir þú núna taka upp einhver afstæð og þú myndir byrja að tala fyrir einhver sem að annarkvæmt hópurðin er algjörlega á móti eða einhver sem þú veist að hann hefur engan áhuga á. Bara svona til að einhver út af þér, við heldur að þú veist. Ég myndi náttúrulega að gera það sko, en ég held að sko ég sé kannski ekki mjög gott dæmi það hvað hérna svona prinsipstofnun eigi að vera. Ég er ekki með mikla skoðanir á þess að ég að vera hreinskilinn sko, en ég eftir að móti skil alveg þá sem ég hafa svona já, meiri og ákveðna svona ítrekkaðar áhyggjur gagnvart þessu, út af því að ég held að einhverju leiti líka, þú veist, að regnbogafáninn þarf að vera fyrir fram að kirkjuna. Það bara verður að vera hana. Ég meina, tökum þetta aðeins bara svona í bara svona classical philosophy eins og Nietzsche og Jung og allt þetta. Þegar hann spáir því að þú veist, þegar Guð deyr, sem að var í því samhengi að þú veist að fólk myndi missa ákveðin prinsip, ákveðin gildi og ákveðin siðferði, að það myndi gerast og þá myndi koma einræðisstjórn og svo framvegis og það gerðist í kjölfarið og hann svona spáði basically fyrir kommunismann, nazismann og fasismann og þessum einræðisstjórnum og þeim uppgangi og það gerist svolítið við hvarf trúarinnar og það gerist í skjóli hennar og margir hafa bent á þetta, Jordan Peterson hefur bent á þetta, að þegar þú ert ekki með eitthvað aðra vald, trú fyrir ofan þig sem að þú svara til, að þá er þú orðinn Guð sjálfur. Þú veist, og þannig kemur þess að hugmynd, sko, what you hold in highest regard is your God, hvort sem það eru vísindi, að þú sjálfur þín hugmyndafræði, flokkurinn og svo framvegis. Getum við kannski ekki verið að sjá einhvers konar birtingamynd á því og ég meina að það mátið með þess ekki kvestjóna þessar skoðanir sem þetta fólk hefur viðstra. Það má ekki efast þær, það var allt brjálað, það var ráðist á viðkomandi og nútilokaður úr samfélaginu, ég meina við sáum hérna cancel culture, ég meina þetta er nákvæmlega sama aðferðafræði hvað Snorra var notuð þegar að það verið að útiloka fólk með MeToo og öllu þessu. Það virkar bara að þú bognar undan því. Já, virkar nefnilega bara það og ég er rosalega ánægður með Snorra að hafa bara staðið á sínu. En ég meina þetta málið þú verður að skoða hvað þetta er mikið sjálfseyðingakvöt. Þú ert þarna að yfirgefa fólkið sem búið að styðja þig alla þennan tíma sem er bara grunnhópurinn, grunnsöfnuðurinn og þú ert að reyna að gera fólkið til geðs sem mun alltaf hata kirkjuna sem stofnun. Kannski ekki alla innan hennar, en þetta fólk mun alltaf hata kirkjuna. Þetta er alltaf ekki trúa fólk sem er að koma í kirkjuna og mæta á og praktisera þetta. Mér finnst það líka að vera annar punktur að sko, ég veit fólki í samtökunum 78 og þessi libbar og eitthvað svona, það er alltaf að tala niður til kristina manna. Tala niður kristna söfni að kristin trú, þetta er svo astanlegt og svo auðtrúa og þetta er svo ömulegu söfni og svo hræðilegt fólk og whatever, skilur við, þegar allir hirti þetta. Pedofílar. Ok, og svo þegar að hérna, svo þegar að ég, kristin maður einhvern veginn, segi eitthvað, skilur við tilbaka, þau eru voðalega hissa á því, hvað við fá leiðilegt viðþorp, skilur við. Ekkert um að hatur. Þeir eru bara fokki ykkur, skilur, ég er skít, ég ætla bara að fokkin segja hvað mér finnst ykkur og það er ekkert sem þið fokkin geti gert í og þið sögðu hvað ykkur fannst mig löngu áður en ég, þeir eru bara að fá það í andlitið sem þið eigi skilið, skilur, að ykkur leiti og þú veist, já, ég veit að ég er ömurlegur kristin maður, skilur ég er lélegasti, ég er syndur upp fyrir og bara mitt syndu eðli bara, þú veist. En hérna er einmitt góða punktur hérna sem Artemis Snow segir, ef ég myndi tilenga með trú, þarf hún að minnstakosti að fylgja eigin reglum. Mér finnst það lítið gott. Cairo er með sérstaka beiðni til Tóta, geturðu sagt undir þeim formerkjum með seiðandi raddblað. Undir þeim formerkjum?
Það var alveg svo semi. Ég hef aldrei, já, ég er reyndar, veit að ég nota undir þeim formerkjum mjög oft, sko, en ég hef ekki verið beðið að segja þetta. Ég ætti kannski að taka það upp bara, segja það alltaf undir... Þú getur haft það í trailer. Já, það ekki. Jú, ég myndi bara taka þetta brot og við getum miksað það. Það er sagt, Islamafóbía er bullshit hugtak. Íslam er mannhatur, viðurkenni, hérna mér þetta gott, viðurkenni að ég var smá smeykur að Snorri myndi gefa undan, djúvill er stoltur á honum. Héldu þið að hann myndi gefa sig? Nei, ég vissi það bil, fyrst að hann var tilbúin að stíga þetta skref. Stíga þetta skref, við erum að tala að vera ekki skoðanakúðar, ok? Já. Ég er núna Það er bara svolítið stórt. Já, það er svolítið stórt, en ég menna, nei, ég bjóst ekki við því að hann myndi koma til með að gefa eftir. Víst að hann lét ekki kúa sig þarna, þá eru við kannski komnir á ákveðin turning point. Ég held að. Já, kannski, ég held að við séum í ófrávíkjanlegum farveg. Já, ég er alveg sammálaðir, sko, ég er bara að spá í hvenar við byrjum að sjá, þú veist, ána renna eftir honum, sko, skilurðu mig. Og hann byrjar þetta að gerast af fullum krafti. Já, því að hann er mjög hófsamur, sko, það er rosalega stór hópur sem er miklu grófar. Bara mjög kurtis. Bara gauðra, ég er með töluvert róttakari skoðun heldur en hann og ég miklu dónalegri. Nei, þú veist ekki bara dónalegri, bara, þú veist, vill ganga lengra í mörgu, sko, og ég held að sko, ef að Libbarnir hafa áhyggjur af því sem að Snorri var að segja í Kastljósinu daginn, þá skulum við athúa það að þetta er bara forsmekkur af því sem koma skal. Þetta er bara næstu ár, er þetta bara að fara að magnast, þetta er bara að fara að verða meira, skilur við. Ef þið eru að bognast undan þessu, þá getur bara fucking pakkað niður og farið eitthvað annað, sko, því þetta er rétt að byrja. Venjulegi maðurinn er svona eins og gufukettit, ef þú bara ætlar aldrei að tappa af þessu, þá bara springur þetta í andlita þér á endanum. Ég, bara eins og við vorum að ræða hérna áðan, bara með þessa venjulega fólk og þið talið þú veist, við erum í einhverjum farvegi og það verður ekki aftur snúið hérna og þið sjáið í rauninni það eru allt ræst út, allt áróðsliðið ræst út, það er bara verið að tvíeflast til að snúa þessu við, allt sem að eins og ég segi, hefur ekki verið að virka, það á bara að double down og þú veist, nefan í borðið, það er ekki að fokkin virka. Ég upplifði þetta eins og Jón upplifði þetta, ég veit að þú varst ekki alveg með á því að þú veist, þetta var eitthvað samsæri hérna eða samanþykir ráð, en hvort sem að þetta var, ég held að þetta hafi verið það að minnst að hluta til, þú veist, ég er ekki að segja að þetta sé endilega allt eins og sagður, gæti verið, þú veist, að þetta var frábær tími þess að henda inn þessari löggjöf, skilur akkurat þarna, veist, að það var svona, kannski var að plana, ég meina þessi löggjöf er búin að vera þarna lengi, þetta er innleidd löggjöf frá Evrópusambandinu, sko. En ég veit það ekki, mér finnst allt benda til þess að sko að eftir þetta viðtal þá voru, þú veist, það greipur sér hræðsla og eins og segir, þá voru allir ræstir út, maður hefur aldrei séð jafn mikil viðbröð og af hverju voru svona rosalega mikil viðbröð. Það var ekki meira þetta. Það var mikið. Ég sagði sko, ég menna Köndur Íslands, var það meira að minni þetta? Það minna, þetta spratt miklu hraðar, þetta var alveg miklu meira. Þetta var svona ákveði minni hluti sem að var að tala um þetta hérna með Skjöld Íslands, þetta var svo miklu stærra maður, þú veist, það var borgarráð, við erum að tala um alþingi, við erum að tala um það var enginn sem að snerti þetta ekki. Já, ég meina, Hitchens sagði að hérna samsæriskenningasmiðir ættu ekki að vera beittir hræðsluáróðrið heldur væri þeir ákveðin svona lýðræðisvendill. Þannig að ég er alveg tilbúið. Þeir eru eða svona kenningasmiðir. Já, ég meina það er oft sem að hérna samsæri hefur verið að eiga sér stað og hérna, en ég aftur á móti sko til að það hafi ekki verið hérna það sem við vorum að tala um hérna. En nei, þetta er ótrúlega áhugavert og að þú veist, mér finnst bara áhugavert líka að velta fyrir okkur spurningunni að bara, þú veist, nú er Hægri búið að vinna og Bóki er búið að tapa og hvað ætla Hægri að gera við sigurinn. Núna erum við búin að náttúrulega sjá það að þú veist, við erum með eins og þú veist að nefninsverðir bara við sjáum hvað er búið að vera að gerast, við erum með tímaglasi fyrir fram sjáum hvað sem er að fara að gerast þannig að mér finnst vera miklu áhugaverðara Hægri að þetta að gera. Kjartan sem var í seinasta þætti einmitt vildi enda á því að við færum að ræða hvernig viljum við laga þetta. Já, ég meina ég bara nákvæmlega undir þeim formerkjum sem ég var að tala um áðan að við myndum svona upphefi ákveðin svona gildi sem að hafa gert okkur að því samfélagi sem að við erum. Ég tel ekki að mannskeppnan sé í eðli sínu svona aðhylt vestrænu lýðræðiskerfi. Ég held að sé rosalega margt sem hefur þurft að koma til. Það er sem ég man ekki hvort það var ég man ekki hver sagði það. Það var einhver sem að sagði að hérna að þau lífsgæði sem við erum að njóta núna væru hérna
ófrávíkjanleg skuld þeirra sem þurftu að beita blóði sinu til þess að öðlast þessi réttindi Já, bara geggjað. og það er það sem að ég svona tel að við séum svolítið að upplega núna, ég held að við séum að njóta góðs að því að aðrir hafi látið lífið og það er eitthvað sem hefur ekki að verið að vettu ég meina fyrir hluta 20. aldar þá þurfti fólk að láta lífið til þess að við myndum njóta ákveðna lífsgæða og það er bara fyrir hendi í dag þrátt fyrir það að við svolítið hérna tökum þessi sjálfsögum hlut og ég held að ef að við svona náum að sannfæra unga drengi til dæmis það að þeir geti bætt sitt umhverfi einmitt undir formerkjum þess að vera að segja sína skoðanir í fyrsta lagi en líka vera tilbúin til þess að beita sér fyrir hag annara og njóta þeirra ávaxta sem að þeim berast í kjölfarið að þá horfir vel fyrir okkur en ég aftur á móti það eru hindranir í veginum sem eru eins og við erum að koma inn á ákveðin bara hugmyndafræði sem ég held að hægri menn hafa virt að vetti út af því það var ákveðin varstaða sem þeir náðu að koma sér í og voru ekki skipta sér að menningaratri á honum en ég aftur á móti held að ef að menningar afbreyðin séu svolítið tekin ekki þetta að föstum höndum heldur bara við eigum bara heiðarlega samræður það hver hefur betri hugmyndir að þá náum við að móta samfélagi þar sem að ég held að þú veist bæði þeldökkir og aðrir sem að hafa enga komið og ef við kennum fólk íslensku og þannig ég meina sjálfsögðu þurfum við að taka á helsindamálum öðru og við getum ekki verið að taka mæti jafnmörgum útlendingum eins og við erum að gera undanfarin ár og þá bara einfallega endur við minnihluta við erum með minnihluta ég held að sé alveg fjarstæðu kennt að fara að vísa fullt af fólki úr landi ég held að það bara gangi ekki upp á þessum punktum nákvæmlega það er bara mjög erfitt en ég held að aftur á móti ef við nákvæm að hérna halda í þessi gildi og líka sko það sem við erum að tala í lausnum líka ég held að við þurfum svolítið að hætta að taka mark á algjörlega stjórnlaust biluðu liði sem að er augljóslega orðið ráðþrota og svo hérna það ráðþrot birtist okkur bara endanlega í því sem að Snorri var upplegað núna og ég held að þú veist við gætum alveg tekið því að það er eitthvað rosa mikið, það er eitthvað að skoða ég bara hérna, nei það er ekkert verið að skoða mig þetta er bara eitthvað fólk sem er búið að tapa baráttunni og nú ætla ég bara að fara að taka mig til í handlinu og reyna að innan minns innsta kjarnar en að bæta samfélagið og reyna og ef að fólki og ungum drengjum tekst að svona bæta sína innstu kjarna þá hefur það miklu meiri samfélagslega áhrif heldur en einhver svona mikil mennsku brjálega að vera samfélagsmiðlastjarna eða eitthvað svona kjaftaði algjörlega þetta hefur oft verið þannig í gennum tíðina fyrir seinni heimsstyrjöldin komu upp drengir og héldu allir að þeir gæti ekkert gert og það voru bara auðlar og fyrirkynslaður og eru miklu harðar og svo leiðis. Svo kom bara annað á daginn þegar þeir var leita til þeirra og þurfti á þeim að halda og þeir bara risu upp og eru sterkir og þeir tóku ábyrgð. Og ég, það er alltaf að tala niður niður til þessara kynslóða sem eru upp að koma. Maður sé þetta bara kynslóð til kynslóð. Og ég held að það maður hægt að væli yfir því, sko. Ég held að það hægt, ok, það er eitthvað fólk að tala niður til þín. Whatever. Algjörlega, en ég er að segja ég hef trú á þessu strákum og ég held að þeir eru eftir að taka ábyrgð þegar þeir kemur og þegar þeir eru að leita og þegar þeir eru komið fram við þá með þeim hætti sem þeir eiga skilið sko. Ungu strákur sem eru að koma upp núna finnst þið bara, þetta er frábær kynslóð Þeir eru að öskra á tilgang miklu flottari heldur en mín kynslóð finnst mér Mér finnst þið vera að öskra á tilgang Þeir eru líka fyrir að hafna þessu kjaftaði í meira mæli og ég er allan að heyra það ég er kannski endilega með puttan á púlsinum þú ert það kannski meira en ég þú ert náttúrulega mikið í kringu þá sko en ég er kannski mest var við að ég genið þjálfu þegar ég var að þjálfa og þessar strákar sem voru að koma upp þá en ég hef trú á þeim, ég held þetta eftir að blessast ég vona það, en ég held þetta eftir að vera pínu ljótt fyrst Ég nefnilega held að fyrir ekki þessu Hvernig gerum við þetta ekki ljótt? Ég held, ég veit svarið við því og það er bara, og þetta er hljómar kannski rosa lippalegt og eitthvað hjá mér en það er fyrirgefningin, það er ákveðin skuld milli hópa sem er í gangi, bara fyrirgefning, það er alltaf fyrirgefning á eitthvað svona skuld og við erum með fullt af hópum sem að líður eins og einhver aðrar hópar skuldiði með eitthvað skilur og það gremja yfir fortíð yfir eitthvað sem er gangi og það verður að vera eitthvað svona fyrirgefning og vera ekki í þessum þú veist og allir þessar hópar, núningur milli þessar hópa verður einungis listur með fyrirgefningu en það verður eitthvað að taka skarið fyrst og ég veit að ég er oft bara eitthvað svona að vinna á eitthvað heftu og eitthvað svona, ég er samt algjörlega þarna á fyrirgefningu, ég hef trú á því að fyrirgefningin sé eitthvað bara mesta afl sem til er og hún er græðandi
og ég held að það sé bara eina sem gæti basically bjargað Íslandi úr þessum núningi og sundrung og eitthvað og mér svo skrýta engin nefni þetta af því það Hana líka hefur skort sko, því að við vorum að tala um aðeins svona fyrir kynslóðir sem eru núna að húka inn á hjúkrunarheimili með fólki sem skilur ekki hvað er að segja sko, mér finnst þetta líka ótrúlega áhugavert því að sko, við hefum í rauninni farið öfugt á þessu að við höfum alltaf talað bara aðalega þá sem voru hérna undan okkur og voru einhvern veginn að vinna alla daga í einhverjum síldar hérna tunnum og eitthvað sem að við myndum aldrei nenna í dag, við varum bara nei, ég vil ekki gera þetta ekki en við tölum alltaf það sem bara svona hræðilegt fólk, hvað var það eiginlega að gera hérna og hvað var það að gera hérna tölum bara illa Já, ég sammála Þetta fólk braut á sig baki svo við þyrftum ekki að gera það Fyrirgeðum ekki samt fyrir annmarka þeirra sko á sínum tíma Það ákveðin hópur sem að gera það ekki ég tel mig ekki vera einn aðeim mér finnst það svona, þetta heit á fyrir kynslóður mér finnst það sérstaklega að koma frá vinstri hlutanum sko. Þú heyrir það bara í orðræðinu frá því sko varandi Snorra að fara aftur í það torfhús í jakkafötum eitthvað svona, þetta er gamaldags skoðanir eitthvað svona og við erum þú veist í nútíma, við erum búin að fatta sannleikann skilur þetta heimska fólk sem byggði í Ísland skilur þau veit ekki neitt skilur bara gamaldags eitthvað. Það keira allt í þrótt og fagna sjálfum sér og klappa sér og nákvæmlega, hverjir eru ávextir þessara nútíma hugsunar og ef við skoðum það bara að þeir eru ekki góðir og af ávöxtunum dæmi við En við verðum að horfa á eina breytu sem er í gangi og ég tel að til dæmis allir hérna myndu vilja stoppa að það er jafn mikil heift hægra megin frá eins og þú veist vegna þess að vinstri teygjan er búin að vera þaninn svo mikið að sko, það heldur áfram og þeim mun lengra sem hún fer, þeim meira verður höggið, skiluru pendulli sveiflast og allir hérna myndu vilja stöðva það, þú veist, ofbeldi og annað sem að bara, ef enginn gerir það sem að mun óhjákvæmilega myndast út af þessari reiði og annað, þess vegna finnst mér þetta gott að tala um fyrirgefningu, en ég þoli ekki að fólk skilji ekki hennar bara mennska raunveruleika sem að fylgir því að ef þú þeimun meira sem þú ítir einhverjum út í hotn þeim mun harðar lemur hann frá sér þegar hann loksins fyrir að slá tilbaka. Það virðist alveg blind á þetta. Þetta er líka að hérna þegar vorum að tala um þess að flokka í Evrópaðan, það sem ég hef rosalega mikið pælt í sko er að hérna nú það er einn veggur í norðurinu sem er svona pólitísku veggur sem heitir hérna rauði veggurinn, hefur alltaf verið að kalla það. Fjall reynda 2019 hérna þegar Boris Johnson tekur við en myndaði svo litið aftur í kjölfarið og þessi rauði veggur er svona fátækari hérna svæði Bretlands og hérna núna náttúrulega erum við með Reform UK, við erum með AFD og fleiri flokka og það er alltaf verið að tala um það að þetta séu ólýðræðislegi flokkar og þetta sé svo hræðilegt að fólk sé að fara að samþykkja þetta og að fátækt fólk sé að fara að samþykkja þetta en ég er alltaf að hugsa sko ef að þú ert ekki að fara að samþykkja lýðræðislegt fyrirkomulag og þetta sem er að gerast að þá muntu fá ofbeldi Já, rétt. Og ég er alltaf bara svona, hvað eru þið að segja? Man finnst samt þessi orðræðslega skrítin. Já, þetta er ekki lýðræðislegi flokkar. Nei, samt er fólki í landinu að kjósa. Og hvað er þetta að tala um? Já, mér finnst þetta svolítið... Sjáu þið hvað frakkar gerðu. Ég heiti á sömur ástæðinu, ég var að tala um hann, Winston Marshall, sem er mjög áhugaverður svona hugsuður. Hann hefur verið með að tala um svona populíska flokka og hvað þannig og hefur verið svona færa rauk fyrir svona álíka dóti sko. Sem hann hérna er fyrirverandi banjóleikari Mumford & Sons hérna við hittum sér þetta á Arkarastöðinu og ég var að ræða við hann nákvæmlega þetta sko, þar sem að ég var svona eitthvað að nema sömu breytar á Íslandi þrátt fyrir það var ekki alveg komið eins og í Breitlandi hann bara, já það sem hefur kannski verið sérstakast við þessa vegferð er að eftir sem þetta eykst því meira er fólk í nöp við það að ræða öfug áhrif í rauninni við það sem að raunverulegt að vera mér hefur alltaf þótt þetta rosalega áhugavert og mér slíka, þú veist, svo ertu með kannski þú ert með einhver manneskju sem er bara með fjölskyldu býr í Breiðholti og hérna, og krakkinn hans er í skóla og er helmingurinn af krökkunum er erlendis frá, tala kannski 10 mismunandi tungumál og krakkinn fær ekki viðeigandi kennslu og þetta er bara fólk sem er að upplifa í rauninni vankanta fjölmenningarstefnunar og neikvæð áhrif frá henni á bara marga mismunandi máta og svo er eitthvað svona ofbeldismál og eitthvað svona í gangi og svo talar þetta fólk þetta, tjáu sig þetta og þá kemur Hallgrímur Helgason eða einhver vinur hans skiluru úr Vesturbænum sem lifir ekki sem veruleika og segir bara þú ert ógeðslegur
og við þennan gaur er kannski búið að vera að tala að hann sé svo eitraður, skilur, að þennan kallmaður, skilur, þetta þessi elita, þessi liberal woke mennta og menningar elita sem var mjög dóminarandi á X-inu, skilur, sem tala bara hvað eru búin að lesa marga bækur, skilur, og svona, það er einhvern veginn engin sens fyrir, og þetta fólk er líka alltaf að tala hvað það er fullt af samúð, bara, og svo kemur þessi manneskja og segir frá bara raunverulegum áhyggjum sem að hefur af sjálfu sér og af barninu sínu og sínu veruleika þar að lifa í svo fjölmenningu, það bara, þú bara fucking ógeðslegur, skilur, og þessir gaurar, skilur, sem í þessari stöðu, það er fullt af svona gaurum að þetta eru mínu menn, svo er gert skrimsli úr þessum gaurum í á RÚV, skilur, og þeir borga nefskattin sinn til RÚV og þeir eru bara að horfa á fréttir og það er bara einhver fréttamaður að tala að þú sért bara ógeðslegur. Því fleiri sem að vera ríkisborgarar í meiri nefskatt færi RÚV. Og maður bara... Sjáur át á RÚV fyrir að sína í þættinum hatur á að einhver að skróla á Instagraminu mínu. En við höfum oft valið svona í þáttunum mest að svona libtartin eða svona mest óþólandi við svona libtartin. Ef að setja Tóta í þá stöðu. Ég er það ekki? Já. Það er ekki að tala mig að kjósa sjálf á sig. Ég er á svona mjög eitruðu menn sem hafa fengið atkvæði, Egill Helgason hann Örveitir okkar maður. Já, þetta er ótrúlega fyndið því ég reyni að verja tímanum mínum, ég skoði ekki mikið komment eða neitt þannig hjá mér, ég skoði ekki like. Nei. Þannig að fólk er alltaf að tala Orvitin eða Mattías eitthvað Kóngurinn og einhverja ég er ekkert mikið ég veit aldrei hvað fólk þetta er. Hann veit hver þú ert, sko, hann er mjög mikið að tjá sig þig. Er hann að tjá mig? Hann hataði þig, sko. Hatar hann mig? Allir velja hann. Ég hef aldrei séð neitt frá hann. En hann hatar mig samt miklu meira, sko. Þú ert í svona öðru sæti. Hvað er hann sagt um mig? Bara svona samsæriskenninga frjálsíki nöttari sem hann þetta kallar. Fallegasta sem hann hafi sagt séu þessu nasisti. Það er líklega fallegasta. Hefur hann sagt að ég sé nasisti? Já. Nei. Er það að djóka? Nei, er það að djóka? Hann átti þessa frægu setningu þegar hann var að tala við hann Einar Steingrísson þegar hann var að spurja hvort það væri er eitthvað slæmt að vitni en hann fjölmiðil ef hann er að segja satt, sagði Einar, og hann sagði já. Ef að 9 Þjóðverjar og 1 nasisti sitja saman við borð, þá sitja 10 nasista við borðið. Ef hvað segir? Ef 1 nasisti og 10 Þjóðverjar sitja saman við borð, þá sitja 10 nasistar við borðið. Hvað kallaði hann með nasista? Minna okkur bara að sjá þetta. Á X-inu, alveg örugglega oftar en einu sinni. Alvörunni? Ég held að séu, ef hann hefur talað einhvern, Mattías Er það sami guð sem ég var að tala um? Og ég var að tala um Mattías og Orvitin. Er það sami Þetta maður? er sami maður. Já, það er sami. Ég hef aldrei séð hann. Þetta er Einu kóngurinn. sann, hann er líka með bloggsíðu, örvitin.com, sem er mjög skemmtileg. Ég mæli með hann fyrir alla. Ég hef ekki lagt á mig að eldast við Ég nenni aldrei að skoða þetta. Það er skemmtileg. Einn spyr hérna hvort það er orðið nefskattur ekki gyðingahattur. Shit. Þetta er bara komment sem ég er að lesa hérna. Já, bara En takk mig langar fyrir þetta innlegg. Nú ætlum við að hætta eftir eina spurningu. Ég er enda tím gyðingar, sko. Ég er dýrkað það. Ef Klárir. Áfram gyðingar. það verður borgarastyrjöld í Bretlandi á næstunni sem ég tel líklegt, hvaða áhrif hefur það á Ísland? Eitt segir hérna ekkert því að það myndi ekki segja frá því. Þetta kemur ekki á RÚV allavega. Býtu að hvað, segir þið? Ef það verður borgarastyrjöld í Bretlandi, hvaða áhrif hefur það á Ísland? Það var það sem ég var að spyrja Já. hann. Ég meina, þið hafið ákveðið áhrifamengi hérna. Ég gera líka, ég er ekki með svar við þessar spurningar, en þetta er ótrúlega áhugavert að bara velta þessu fyrir sig persónulega, sko, hvernig minn ég bregðast við. Ég held að, sko, það sem að þú og Helgi voru að segja núna áðan, að þetta var alltaf áhugavert, þú reyndar líka þessu komst inn á þetta, bara þú veist, fyrirgefningin sem þú nefndir aðan, en líka út af því þið voru að tala um pendulumsvingið og skilur hvernig maður bregst við. Ég held að þegar öll er að botni hvolft að þá eru þeir sem eru svona að tala hófstillt með þessum útlendingamál og ég held að sé miklu betri stakk búnir til að takast á við svona stóra samfélagsbreytingar heldur en þeir svona einstaklingar sem eru svona upphefja skoðanakon í dag. Ég held að svona, við sjáum bara sem er Snorra Másson, það eru 2 kyn og ég svona með efasemdur það að konur getið breyst í karla og öfugt. Og bara, bara allir bilast, skilur við. Myndirðu treysta þessu fólki með skotvopn? Maður var svona, nei. En ég held að það sé ákveðin svona, það er svona fullorðins, ég veit það ekki, svona ára yfir því sem fólki tel ég
sem ræðum þessa hluti af einhverju heilstistum árangri og ég held að, skilurðu, ég meina, þú veist, það eru til litaðar Íslendingar sem eru og bara tala íslensku og eru flottir og eru vinir mínir og allt þetta tótt. Ég held að þeir séu ekkert í hættu. Nei, ég held ekki heldur. Ég held að það sem að muni frekar gerast ég á að byrja aftur að taka skattaframtöl og fleira, nei. Nei, það er líka bara mikilvægt að negla það er bara aldrei haga, bara alls vorum að tala transmálnaðan. Maður á aldrei að vera beitan ofbeldi eða vera að haga sér eins og fíp, sama eitthvað aðstæðum lendi. 100%. En ég held að, þú veist, ef við sjáum einhvers konar blóðsúthellingar eða allavega ræjot og það falli ríkisstjórn í Bretlandi sem alls ekki ólíklegt að það gerist og í það minnsta að það hversu mikið sem það verður og þá held ég að falli alltaf stjórnin. Þá bara spurningin hversu mikið að stjórnum annars staðar í Evrópu fara að falla. Við vitum að Frakkland búið, Þýskaland gæti gerst þessi ef Frakkland og Bretland eru farin og hvaða áhrif mun það síðan hafa á Ísland? Ég held að það sé fyrir eitthvað stóra spurningin. Þú ert með hægri stjórn þú ert með hægri stjórn í Bandaríkjunum til Trump og Vance og þú ert með Lani í Ítalíu. Ég held að þessi stjórn eru ekki langlíf ef að stemningin í Evrópu breytir svona hratt. Þannig að það svona mitt prediction. Ég held að ef þetta gerist í Bretlandi og Frakklandi og þá mögulega í Þýskalandi þá verður svona dominorally og þá mun pólitískt landslag bara í Evrópu breytast mjög hratt og við munum sjá kannski að einhver leiti það sem hefur gerst í Bandaríkjunum en ég held að við munum sjá svona mun dannaðari útgáfa að því sérstaklega Ég ætla að leyfa Sverri að eiga loka orðið þess vegna ætla ég að svara þessu mjög bríf og það tvennt sem mun gerast stjórnvöldi sem við erum með núna eiga eftir að forherðast í sinni afstöðu sinni bara þetta sem gerist í Bretlandi má alls ekki gerast hér og eftir að reyna að bara herða á öllu það mín kenning. Númer 2 það að ef það einhverjir ég myndi treysta til að laga þetta samfélag eftir að hafa fylgst með því sem búið að gerast hjá þeim þá það sósíalistar. Það að enda þátt Þetta var augljós kaldhæðni vona ég en ég ætla að leyfa Sverri að slá lokapunkti Já, bara fyrir upp í kameran Hvað nú með eitthvað gott? Ég bara í sjokki, sko hvað þetta? Já Hvað gerist á Íslandi ef allt fer yfir í Bretlandi? Vá maður, það erfitt að svara Margir sem lítur upp til þín, sko þannig að það mjög áhugavert að spyrja þig Ég hef bara ekki pælt í ég eiginlega get ekki komið með eitthvað svona educated guess, sko ég vil ekki tjá mig eitthvað sem ég hef ekki myndað mér eitthvað almennilega skoðun á, sko sem verið ég hef ekki pælt í þessu svona Þá ætla ég að biðja tjatti okkar afsökunar á því hversu fá komment við í rauninni fórum við reyndum að fara alltaf ítalega Það ekki alltaf, maður kemst aldrei yfir öll Þetta er ótrúlega lúxusvandamál Við fórum kannski, þú veist, of ítalega í þau en þetta eitthvað síður, mér finnst þetta að vera bara algjörlega slagað inn í þættunum, það kommentarkerfið Ég lendi sjálfur í því sem þáttastjórnandi, sko mér finnst alveg leðilegt líka þegar maður komin á eitthvað svona ákveðið ról sem við komumst nokkur sem á í kvöld þá eitthvað, ég ætla að lesa eitthvað allt annað Við verðum að reyna að gera Þetta er balans, sko Það var ákveðið flæði, sko En já, ég ætla nú að vona kommentunum að það eru nokkri brjálæðir en ég ætla nú að vona þetta að vera augljós skal ég segja kaldari á mér með eftir að hafa fylgst með sósíalistum að það verði sem þið treysta Loka orð, ég stend með Snorra Takk fyrir að horfa Takk fyrir að horfa og bara Þið eru frábærir Takk fyrir komuna, Tóti Þetta var yndislegt Takk fyrir að bara virkilega gaman að spjalla við Bara aðdraðandi að þessu Við náttúrulega þurftum að breyta til nokkur sinnum Ég er búin að auglýsa þið 3 svar Þú komst eiginlega á skemmtasta tíma svo það hefði getað komið á Já, það er eiginlega Þetta voru örlögin, sko Já, ég held það líka Takk aðeinslega fyrir að fá mig Takk fyrir að vera að koma Bara